Þekkið þið sögun á bakvið af hverju þið gerðu Indiana Jones? Já. Mig grunaði það. Óli, af hverju gerði Spielberg Indiana Jones? Þetta Raiders. Þetta var til að kapsera hennar fíling á gamlum TV-serials, svona adventure serials sem hann og Lucas ólust sjálfur uppið. Meira þess að á, þú getur meira þess að séð í þessum gamlu serials sem þið vitnaði, þá alveg aðalkarakteruna líka með hatt og svona, þetta allt svona náttúrulega gert 1930, 1940 menn voru bara með hatta þá. Þetta bara svona high concept action, alveg á tímanum var þetta alveg bara galið high concept action, en með fókus á eitt sterkan karakter og bara búið til góða sögu í kringum allt adventureið. Og þeir náttúrulega vildu gera James Bond á þess að gera James Bond. Já, hver sagan bak við það, Máni? Þekkir hana? Þegar Spielberg segir við George Lucas, mér langar svo að gera Bond, ég betur að ringi bara í mig og betur að Bond. Ég veit ekki hvort að, mér hafi skilst að Spielberg vildi gera Bond líkan karakter, frekar hann að gera Bond sjálfan. Nei, hann vildi gera Bond. Hann var að bíða bara eftir að Broccoli myndi ringi í sig, bara komdu og leggst fyrir Bondmynd, og eins og ég skildi það, ég nýbúin að horfa á Light and Magic, heimildaþættina á Disney Plus Industrial Light and Magic. Light and Magic. Mæli sterklega með þeim, geðveik serja. Ég kík bara á þegar ég kem heim. Hvað sér þau? Ég kík bara á þegar ég kem heim. Ok, þú ert ekki búin að checka á þessu? Nei. Ég var að klára Young Pope og ég var svona, loksins ég frjálst, ég ekki að horfa á neitt og svona, damn it, nú hann koma með eitthvað annað. Rosa áhugaður serja, gaman að skyggnast á baka tjöldin, þetta eru 6 þættir, 6 klukkutíma þættir. En þar kemur fram að þeir hafa verið, minni mig þegar New Hope kemur út, þess að Star Wars 77, þá hafi Lucas farið eitthvað frí eða eitthvað og svona, takið smá break frá þessu. Vel verðskuldað og hann, ég held að Spielberg hafi með hann, þeir alltaf góði vinir og Spielberg tala þetta Bond út. Þá segir Lucas, ég með miklu betur hugmynd. Fornlega fræðingur sem heitir Indiana Jones. Hefurðu lesið pitchfundin fyrsta á milli Lucasar, Spielbergs og Castans? Nei. Þú getur farið á neti núna, bara googlað Indiana Jones first pitch meeting og þú getur lesið nákvæmlega hvað gerðist. Og þetta svo rosalega áhugavert að því að fólk hugsaður Indiana Jones, fólk hugsaður Spielberg, hann náttúrulega stærsta nafnið í kringum þetta, en allt sem þú elskar við Raiders George Lucas. Kastan, hann með held ég 4-5 línur í öllum þessum pitchfundi og þetta bara svona, yeah, that's a good idea. Hann aldrei með neitt svona, hann aldrei að koma með neinar hugmyndir. Spielberg, hann kom með eina hugmynd sem ég held að við komumst inn, ég man ekki eins og hvað það var. Allt hitt, George Lucas, hann að tala ok, við erum með við erum að setja svona gildru þannig að þegar hann hlaupandi og svona kemur steit rúlandi eftir honum. Ok, í endanum á myndinni þarf hann að nota svipuna til að taka stelpuna og draga hana til sín, því hann hetjan okkar. Og Spielberg, hans hugmyndir eru allar lélegar, eins og þegar Lucas talar að nota svipuna til að sækja stelpuna, þá Spielberg, já, veistu hvað, við þurfum líka að láta hann nota svipuna til að sækja bjórdós. Og þetta svona, þú veist, vá, George Lucas gerði allt. En þú nefndir þessi sögu í Star Wars þættinum okkar. Já. Mér svo áhugavert að ég aldrei heyrt þetta. Þannig að þú hefur lesið, og þetta alvöru. Þetta alvöru, þið getur googlað þetta. Ég var með COVID og ég með svona svolítið slæman heila, en ég man þetta. Þetta var fyrir COVID sem ég las þetta. Máni að ná sér hérna eftir COVID og hausuna sér í pínu rugli. Smá. Vonaði besta. En þú alveg svona vistaðir þetta specifíkli fyrir þáttina. Ég man til þessu. Ég man til 4 ára afmælinu mínu. Allt hitt svona... Það blurry. Ok. Hendum okkur í myndirnar. Við erum fara að tala þessar 4 myndir. Og byrjum við þetta á fyrstu, Raiders of the Lost Ark. 5 myndir, en það smá svona sizzle for the steak. Já. 5? Það eru 5 Indiana Jones myndir. Við erum með okkar eigin Indiana, ekki eitthvað sem við byggum til. Það til mynd í heiminum sem við tölum á eftir, en þetta er Indiana Jones mynd. Ok. Bara koma þessu niður. Sama creative lið og allt saman. Þetta er Indiana Jones mynd. En hef ég séð hana? Þú örugglega séð hana. Ég er svo spenntur núna. Ok, þetta eitthvað sem að því við erum náttúrulega að fara að taka þetta í réttir tímaröð. Hvað sagður þau? Avatar. Við erum að taka þetta í réttir röð. Og þetta ekki Avatar. Nei. Þetta ekki Avatar. Ég var ekki að sama greiti lið. Ok, James Cameron. Tökum réttir röð. Þess að Raiders, Temple of Doom, Last Crusade. En hvar dettur inn
fatt ég hvað við, þessi mynd sem þið er að tala hvað er þetta inn í þetta? Kemur hún eftir Kingdom of Crystal Skull? Hún kemur eftir. Hún kemur, já, hún þarf að koma eftir. Já, hún kemur á eftir. Hún kemur á eftir eða hún kemur í staðinn fyrir Kingdom of the Crystal Skulls. Þú getur litið á þetta eins og þú vilt. Ok, en þannig að við ætlum mögulega að enda bara á þeirri mynd. Yes. Ok, Raiders of the Lost Ark, byrjum henni. Óli, góð mynd. Hún ekki oftar en ekki talin einn besta mynd allra tíma? Jú, en ég að spyrja þig. Kannski þú með eitthvað annað tek. Já, sko, nei, hún vera gæinn. Mér finnst hún bara ekki, nei. Þú hræðileg. Nei, mér finnst Raiders of the Lost Ark æðisleg. Það er bara, ég náttúrulega með, það er Indiana Jones mynd, en við nefndum hana í þætti 200, sem okkur finnst betri, en Raiders of the Lost Ark, sem by the way, ég elska hún hér bara til að byrja með Raiders of the Lost Ark. Það er ekkert Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, það er bara Raiders of the Lost Ark. Púluðu þeir Star Wars á þetta? Já, ef þú kaupir boxset, þá færðu Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. En hún heitir samt ennþá í byrjun myndarinnar, ef þú horfir á hana, þá heitir hún bara Raiders. Já, þeir settu ekki nafni hans fyrir ofan. Nei, en það er bara alltaf, þú veist, á DFD eða eitthvað svoleiðist, þá stendur alltaf Indiana Jones til að taka það fram. Er þetta ekki líka sama prinsipála með Star Wars einmitt? Það sem að þú ert að hoppa inn í kannski 50, 70 myndina hjá sem gæja. Hann er búin að eiga sína ævintýri og þú ert bara að hoppa inn í þegar sagan er komin svona langt. Já, meinar, já, í Raiders. Þú veist, fyrsta myndin, þá er það næstu eins og þetta sé bara mynd nr. 5. Er það ekki ástæðan fyrir að, við erum að hoppa fram í tíman hérna, er það ekki ástæðan fyrir að Temple of Doom er prequel? Jú. Bara því að, sagan, hún er bara þessi ævintýri hjá honum, það er ekkert svona continuity gegnum þetta. Yes. Já, tölum aðeins betur einmitt það á eftir, Temple of Doom, að því ég veit ekki hvort að margir fatti að, jú, náttúrulega einhverju nörd að vita en að Temple of Doom er prequel. Hún er ekkert framhald, hún gerist fyrir Raiders. Ok, Raiders of the Lost Ark, mörgum talin bara besta mynd, já, einn besta mynd allir tíma. Máni, sammála því? Mjög sammála. Hérna... Af hverju hún svona góð? Af hverju allir að fíla sem mynd? Af hverju var til eitthvað franchise? Við höfum átt þessa samræðu alveg mörgum árum. Við fórum að tala um myndir þetta var þegar þá horfum við bara á Raiders og Last Crusade religiously. Yeah. Og stundum Temple of Doom að því þú elskar hana. Temple of Doom, hún er svo góð. Býtum með hana. En þetta er ástæðan okkur ég er ekki að fólk elski Indiana Jones myndinar er ekki bara út af ævintýrunum, en þessi ævintýr eru alltaf spektakól, þetta er gott aksjón, vel filmað aksjón, þetta eru vel leikna myndir, það eru svolítið skemmtilega skrifaðar, hvernig allir þetta sprawling ævintýri gerist bara frá punkt A til punkt B. En þetta er líka central karakterun okkar, að því Indiana Jones er eitt besti aksjónkarakter allra tíma út af einn ástæðu. Hann er lamin í klessu. Hann er lamin í klessu. Hann er ekki ósigrandi. Hann er eins og, þú veist, modern day action heitur svona reyna þetta núna, svona, finnst mér fyrst byrjandi, þú veist, að því John Wick er ósigranlegur, en þú veist, hún er fór splæðir alltaf, fattur hann, þú veist, að stoppa við á hótela því að hann var að reyna að sauma sig. Og líka, þú veist, taktu nýjasta dæmið, Ethan Hunt, úr nýlegri Mission Impossible myndunum til dæmis. Ástæðan okkur við höldum með þessum gæja er ekki að því hann er ósigranlegur, hann bara neitar að tapa. En hann er líka alltaf þreytur, finnst maður, hann sér bara svona, sér ekki stór gaur alltaf buffan, hann er bara, það getur enginn tekið högg í andlitið eins og Harrison Ford, hann svona, þú veist, bömblar og lappirnar gefa sig en það er ástæðan okkur við höldum með þessum gæja, er bara einfaldlega að hann gefst ekki upp, hann er bara maður on a mission. Mjög gott atriði með það einmitt. Held að uppáhaldsdæmi mitt sé í Last Crusade, þar sem að þeir sparka honum af bílnum og þeir eru að draga hann eftir bílnum og hann dregur sig undir bílinn aftur. Og þú sást náttúrulega Mandalorian, seríu 1. Það ertu komin aftur einmitt út í þetta, eins og þegar hann er á Java bílnum eða hvað það var þarna. Hetjan sem er lamin í klessu er alltaf mikið meira heillandi en hetjan sem er óstöðandi. Sjáðu Die Hard 1 eða Die Hard 5. Já, 5 er alltaf betri. Yippee-ki-yay, Mother Russia. Ok, þannig hann er svona, hann er mannlegur. Hann þarf að hafa fyrir þessu og hann er líka, ég er ekki drulluð kennara, en hann er kennari. En veistu hvað er líka svo gott við karakterin Indiana Jones? Þú veist, við okkar fyrstu kynni við þennan karakter, þá er hann samt að fokka upp. Það, veist, hann er svikinn á liðinu sínu og sendir einhvern gæja þarna sem sveikan, hann alltaf deyr, Alfred Molina í æðislegu cameói. Pældi, fyrsti dagurnars Alfred Molina á tökum á Raiders of the Lost Ark var með öllum þessum fucking tarantúlum.
Nice. Pældi, þú ert að leika í þinni fyrstu stórmynd, herru, við ætlum að demba fucking Tarantúlum á bakið þér. Ég hefði bara dáið, sko. Alfred Molina, maður, hann professional. Hann það. En við þekkjum öll iconic atrið, þú veist, þegar Indiana Jones, hann að skoða styttuna, ég ætla bara, þú veist, hann að skoða styttuna, hann stríkur á sér skeggi, bara svona, hvað get ég gert? Þetta gull stytta, þú veist, Jones, Dr. Jones, og hann bara svona, sandpóki. Og svona reynir að meta hvað allir þessi styttir og tekur sand úr, hann að létta sandbókan, hann þingri og svona skiptir honum út og við svona, sniðut, klikk, fuck. En hann ekki klár karakter? Jú, hann er klár, eins og ég segi, þetta góð hugmynd hjá honum, hún bara piss poorly executed. Og hann líka feilar í upp á satrinu. Yep. Hleypur frá innfættum upp í flugvélunum aftur. Það líka mjög áhugavert með allar svona það ekki bara að hann klúðrar, það ekki bara að hann lamin, þú sérð það sagasögð í öllum aksjónatriðunum hans sem að vantar svolítið í eins og þú horfir á kannski hvað gott svona, ef þú horfir á eins og Marvel-mynd, ekki alveg svona besta samlíkingin þegar Iron Man að berjast á móti Whiplash Iron Man 2, alveg bara versta dæmið því að það minnst þekkt af öllum Marvel-myndunum. Það ekki sagasögð frá bardaganum þegar hann byrjar og þegar hann endar, en þú sér það alltaf í Indiana Jones, eins og þegar hann skýtur gæjan með sverðið þarna, sem að náttúrulega æðislegur brandari, en þetta líka, það svo mikið af karakternum af Indiana Jones í því að bara, nei, ég ætla að skjóta það svo rosalega mikið í því að hann fer í gegnum allt þetta vesen, hann hleypur frá steininu sem að rúlla eftir honum, hann að reyna að verja sig frá öllum nálunum, pinnunum sem að skjóta frá vegnum, og síðan styttan bara tekin af honum. Það svona, En meinar það svona mini-sag hver einasta atrið? Hvert einasta aksjónatrið með honum, og kannski öll atriðin bara, ég veit það ekki alveg, en aksjónatriðin, þú sérð alltaf eitthvað svona sem þú færð að þekkja mannin frá því hvernig hann haga sér í þessu. Já, þú ert basically að tala persónsköpun. Að það rosalega persónsköpun í, eins og segir, í þessum atriðum. Og mér var svo geggjað, ég horfði á allar aftur núna fyrir þáttinn. Ég ætla búin að sjá þar milljónsunum. Hver ekki með að horfa það? Áttu við ekki allir litla Indiana Jones box-settið? Jú. Öllum myndunum? Yeah. Ég átti að Waffast, DFT og líka Blu-ray. Kannski ætti þú að vera með hattinn. En þessuna, já, en ég var að gera þátt og ég vildi samt svona review. Það líka alveg gaman. Það kannski 5 ár sín sá þær, cirka, hugsa ég. Nema kannski Raiders og Crusade, ég horf oftast á þær. En það var svo gaman að sjá eins og í fyrstu myndinni. Að ég myndi okkur að setja í bíó, 81. Þá þetta ekkit Indiana Jones, þetta íkon sem við þekkjum. Nei. En þetta svo perfekt hvernig byrja myndina og þú talar persónsköpun. Þetta fucking snilt. Nú bara hljóð. Við erum allir að pay our respect. Við erum allir in awe af þessu. Þetta bara svona, þetta svo vel gert. Þetta bara alveg fucking kvikmyndagerð. Og þú ert líka bara með sterkasta creative team í Hollywood á þeim tíma að vinna á einu project, eins og George Lucas náttúrulega bara a force to be reckoned with á þessum tíma og Spielberg náttúrulega bara þekktu sem the guy til að leikstýra bíómynd og síðan vinna þeir saman. What the fuck? Hvernig lærið maður síðast að þessu bara í dag? Hverjir eru svona, þetta svona eins og ef maður myndi læra að Denis og Nolan var að gera mynd saman. Ég ætlaði að segja það. En þú skilur hvað ég meina, maður væri bara what the fuck eru þeir að gera mynd saman, hvað ég að fara að sjá? Meira að þegar Blade Runner 2 var announced, þetta var Denis Villeneuve að leikstýra og Ridley Scott að framleiða, ekki alveg saman hlutur, en þetta svona, já ok, þetta verður áhugavert. Þetta sérstakt, þetta spes. Þetta líka kemur frá þessum tíma þar sem að þú ert með leikstjóra sem eru svolítið óháðir hvernig stúdíókerfi rennur og þú sérð þetta ekkert aftur, þetta hverfur síðan svolítið og allt í einu eru komnir svona pródúserar með sínar hugmyndir sem gott og blessað fyrir að halda vagninum á teinunum, en þetta rosalega slæmt fyrir að fá nýjar hugmyndir og gera nýjar hluti. Þú sérð eins og þegar Lord of the Rings var framleitt. Ástæðan fyrir þessar myndir ekki algjör vitleysa, að því að Peter Jackson fór til Nýja-Sjálands og enginn framleiðandi nefnt að taka 28 klukkutíma flug fram og tilbaka. Hann var í friði. Hann fekk það í friði. Já, hann fekk það í friði og hann bjóð til bara nýjan iðnað sérstaklega fyrir þessar myndir. Weta Workshops, hvað voru þeir búin að gera fyrir þetta?
bara myndir með honum var ekki. Ég meina, eins og Richard Taylor, aðalgaurinn sem var að gera orkana og eitthvað vopn og svona, var hann ekki að vinna með með Braindead og... Eitthvað svoleiðis. Þetta er allt svona, þetta er allt hans lið, þetta er allt fólk sem að, þú veist, hann veit nákvæmlega hvernig að vinna með öllu þessu fólki og það er enginn fyrir ofan, þú veist, það er enginn nefnd fyrir ofan hann að segja honum, já, en hérna, þú þarft að hafa þetta atri, það er ekkert svoleiðis. Og þetta er nákvæmlega það sama, það sem að Spielberg getur gert hvað sem hann vill, Lucas getur gert hvað sem hann vill, Ford getur örgulega, hann er núna búin að vera í Star Wars, hann gæti lappað í hvaða hlutverk sem hann vill, eða ekki? Jú. Það sem, og enginn þarf að gera þessa mynd, en á sama tíma allir þurfa að gera þessa mynd að því þeir vilja svo gera hana. Finnst ykkur að skín í gegn þegar horfum á Raiders að það sé mikil ástriða baka hana? Ó já. ég er sammála. Mér finnst það skín í gegn. Harrison Ford, leikur Indy sjálfan, það kom hann til greina. Já. Tom Selleck. Gott að þú segir það, ég var svona, Tom Magnum, nei. Ok, Tom Selleck kom til greina sem Indy. Það væri bara að spyrja ykkur, ég veit að það er þetta svara þessu. En hversu mikil partur er Ford af Indiana Jones? Væri við að tala þessa myndir í dag þetta verið Tom Selleck? Sko, ég held að ef Selleck hefði verið castið þá hefði myndin alveg verið frekar celebrated bara því frá writers perspektiv og þú veist, bara kvikmyndagerðar perspektiv þá hefði myndin goddamn fucking sprungið. En Ford er svo unique leikari, þú veist, Tom Selleck er náttúrulega æðislegur. Og við höfum fengið að sjá hann sem Indiana Jones í einu þetta Magnum P.I. bara svona því hann fekk ekki hlutverkið að því að hann alltaf... Nei, ég vissi það ekki. Það er til þáttar af Magnum P.I. þess að við fara í eitthvað svona adventure og hann er klæddur eins og Indiana Jones. Nei! Jú, bara svo framleiðanir, þetta var röglega þeirra leið til að segja fyrirgeðu að við fokkuðum þeir royally over, en... Já, var þetta svona scheduling conflict eitthvað? Var hann að... Já, basically, Tom Selleck kom til greina og framleiðanir höfðu samband að því samningurinn að sjá Magnum P.I. var að fara að renna út. En leið að stúdíóið heyrði það, þá framlengduðu samningin hans. Af því Lucas vildi einhvern sem var relatively unknown. Hann vildi ekki Ford aftur, þeir eru nýbúnir að vinna saman. Já, var það máli? Var Ford komin ekki til greina til að byrja? Spielberg vildi Ford frá byrjun. En Lucas, hann var nýbúin að vinna með hann og var svona, nei, ég vil fá eitthvað nýjan. Já, því hann var búinn að vinna með honum á American Graffiti og hann var búinn að vinna með honum á Star Wars og hann sagði að hann var orðinn svolítið hræddur að þetta er svona Scorsese De Niro dæmi þar sem þeir eru bara svona samnefndir. Og en Spielberg vildi hann bara upp af því. Fékk hann ekki Ford til þess að lesa einhverja línur á móti hinum leikurunum og það var kikkerinn sem að lesta hann í hlutverkinu. Jú, það var eitthvað svoleiðis. Það var nákvæmlega eins og hvernig hann fékk hann solo því hann var bara vinnandi á settinu og bara, herru, gott og lestu línur. Og síðan var hann bara valinn sem hann solo því að hann var bara rosalega góður í að lesa þessar línur. Valinn sem hann solo? Það var þannig sem hann solo. Já, meina í Star Wars, já. Já, og Spielberg bara endurskapaði nákvæmlega það moment fyrir Raiders. Ok. Þetta er bara svona, ég veit að við viljum leita einhverjum öðrum, en sjáum hvernig Ford fer með þetta. Og hvað kemur hann með? Hann er með meira screen presence en örugglega nokkur annar leikari í sögunni. Hann er mjög svona hann er mjög effortlessly charismatic. Það er eitthvað við hann og hvernig hann ber sig bara það sem er svona mér langar að halda með þessum gæja. Að því hann er ekki geðið transformative leikari. Hann er ekki, það er ekki alltaf einhverju milljón hreimar eða nýtt hár eða nýtt útlit eða neitt þannig, en goddammit þegar Harrison Ford stígur inn í ramma, þetta er bara öll athyglin er hann. Þetta er bara eins og segðu það svo vilt Force Awakens, en þegar Han Solo er mættur, það eru bara allir bara holy crap, þetta er Han Solo. Harrison Ford er kominn. Maður stoppar bara að því, og það hefur lesið það sem leikarar sem hafa unnið með Harrison Ford hafa sagt um hann. Nei. Þetta er bara, hann er ógeðslega næs, þetta er bara svalasti gæi í heimi, hann er off chill, hann er bara the nicest guy og það var einhver leikonur Indiana Jones sem sagði he's just the man. Nei. Það er geggjað. Að því var það ekki bara því svona svipa á Bruce Willis að því þetta er svona þetta eru gæjar sem hefðu geta sleppt í við að vera leikarar. Jú. Meinar það, hvað meinar með því? Að því, þetta er bara gæji, fattar þú? Þetta er bara rosalega charismatic og bara mikill karakter í sig sjálfum sem Harrison Ford er, að því, hann var smiður þegar hann neglir Star Wars.
Já, ég skil þig. Þetta bara svona, þetta ekki gæi sem eldist við að vera leikur og fór eitthvað í svona The Julian Academy of Arts og þetta er bara gaur, en það vill bara svo til að kameran fucking elskar hann. Það er þetta mjög góð punktur, þegar maður sér að með stíga inn í ramman með svolítið töff, hvernig reytis byrjar þegar maður sér ekki framan í hann. Og ég var bara strax, hver er þetta? Einmitt. Hvað gaur er þetta? Svo sér hann, það er eitthvað sem tekur byssuna og beinir byssuna á hann. Já, hann svona skot aftan á og hann svona heyra það og svipa hann á það. Einmitt. Stígur hann svona inn í rauninni ramman og maður sér hann almennilega og með hattir svona gæsáð. Einmitt. Og þetta er einmitt það sem ég langar að ímynda mér þegar að því fólk á þeim tíman alltaf veit hver Harrison Ford er. Þú veist, en leið og Indiana Jones stígur inn í hann rammi, ég get ímynda mér að fólki í bíónu bara, wow, heyrðu, hvaða gæi er þetta? Að því þau vita hver Harrison Ford er, en bara, hvaða karakter er þetta? Mér finnst það bara svo magnað við hann Ford, ég held ég að sagt það í podcastinu, að því að þetta er Harrison Ford, þetta er rosa fræguleikari, en hann er búin að leika 2 karaktera sem eru svo iconic og svo frægir, Indy og svona Han Solo, en ég lít samt alltaf á hann sem Harrison Ford. Ekki sem bara eitthvað svona, já, hvað er Indiana Jones að gera í Fugitive? Nei, hvað er Han Solo að gera í Indiana Jones mynd? Það er einmitt svolítið mark á góðum leikara við það að festa sig ekki við eitthvað, því, jú, hann er Han Solo, hann er Indiana Jones, en þú sér þann í annari mynd eins og The Fugitive eða Air Force One eða eitthvað svoleiðis, og það er bara, ok, þetta er Harrison Ford. Ég hugsa aldrei Indiana eins og Air Force One, ég hugsa ekki já, hvað er Indiana Jones að gera hann í þessari flugvél? Nei. Því það er eitthvað, hann næra að koma með eitthvað svona, setja í unique brand of acting þegar það kemur að hluturskonu sinum, því hann næra að vera svo goddamn intense þegar hann vill það, en my god, hvað maðurinn er sjarmerandi. Ég skil ekki hvað það er við hann. Hann geti eitthvað neginn, við erum við sammála, þegar þeir eru að horfa á Fugitive, Air Force One, Witness, eitthvað myndi með honum. Er það að hugsa um Han Solo? Er það að hugsa um Indiana Jones? Aldrei. Það er ótrúlegt. Af því hann er búinn að læsa sig það mikið sem bara, ok, í Indiana Jones, þá er ég 100% Indiana Jones. Í Han Solo, þú veist, þá hættir að sjá leikaran. Ég veit ekki alveg hvernig hann fer að þessu. Nei, þetta er ótrúlegt. Og sjarmerandi einmitt, ég er 100% sammála því. Hann er líka hann er rosalega, hann er myndalegur, svona mjög svipað og hvernig Adam Driver er myndalegur. Og Adam Driver, alveg gekk gott pick sem að krakkin hans í Star Wars, það er alveg pínu svona svipur með þeim. En hann er myndalegur á óhefbundin hátt, eins og nefið hans ramskakt, alveg svona, það er alveg pínu stórt fyrir andlitið hans, hann er með hana örið á hökunni, hann er ekki með, þú veist, bestu kjál, hann er ekki með... Hann er ekki Chris Hemsworth. Nei, hann er ekki svona, hann er ekki, þú veist, það er andlitið hans, þetta er svo mikill karakter sem er í þessu, og já, frekar en að hann er með fullkomna andlitið, hann er bara með andlit og hann er fullkomni maðurinn á bakvið og það skín í gegn. Og svo líka bara, sorry, hver púlar þennan hatt eins og fucking Harrison Ford? Ég þorði ekki að koma með minn, sko. Óli er svona hálfgerður indie í dag, með hatt, brúnjakka, leðjakka. Máni, þú ert líka brúnjakka, en þú... Ég tók skýrt fram áður við byrjum að taka upp. Þetta er bara, svona klæðist ég bara. Ég held ég hef mætt í nákvæmlega þessu get-upi áður. Já, örugglega. En er það ekki rétt skilja mér að þú varst búin að klæða þessi föt áður svo stóla? Þú ert ekki að herma eftir Óla? Ég er ekki að herma eftir Óla. Hann er að herma eftir mér. Ég er að herma eftir honum. Höfum tökum það skýrt fram. Ok, Raiders of the Lost Ark. Uppáhaldsatriði? Uppáhaldsatriði. Þegar ég var lítill, ég bjó í Vestmannaeyjum, í tveggja hæða húsi og efri hæðinni, þá var, þriggja hæða en við byggum bara á, efri 2 hæðunum, á efri hæðinni vorum við með sjónvarp og við það var sótt svona spólur og það var byrjað að horfa þær bara, Jurassic Park og svona, einu sinni, og Phantom Menace, ég sá hana fyrst þar, þegar Raiders kom, þá var ég og frendi minn, vorum horfandi á hana og þetta var alveg geggjað, svona, wow, þetta er svo góð mynd, bara alveg soknir inn í þetta og sem kemur atriði í endanum þegar þeir opna örkina og andlitin byrja að bráðna og það tók alveg smá stund áður en fullorðna fólkið átti þess að því að, það eru börn að horfa á þetta og ég í alveg langan tíma vildi fá að sjá þetta atriði aftur, þannig að þetta er örugglega ekki uppáhalds atriði mitt. Ef ég var að horfa á myndinni í fyrsta sinn í dag, þetta var örugglega ekki uppáhaldsatriðið mitt. En þetta er eitt af svona kvikmyndamómentunum sem ég man best eftir þegar ég var krakki, þannig að ég verð að segja það. Lokatriðið þegar þú opnar örkina. Já, þegar allir
byrja að bráðna. Bráðna. Óli, áttu upp á þessu atriði í Raiders? Sko, það er mjög auðvelt að segja Temple Runnið. Það er mjög auðvelt að segja það. Það er mitt svar. Þetta er það fyrsta sem hann dettur í hug, oftar en ekki þegar maður hugsa Indiana Jones. Hann að hlaupa frá, en ég þarf að segja þegar hann er að toga stelpan til sig með svipunni. Ég veit ekki hvað það er. Þú hugsar bara, ég geti gert þetta með Celsius. Já. Grip Celsius. Þú veist eins og Spielberg. Ég er eins og Spielberg. Ég er með svipu heima sem ég nota til að kippa bjórtíminn. Tölum að þessum hérna kartan líka. Karen Allen. Karen Allen. Marion. Góð. Mjög góð. Fyrsta atriði við sjáum hana þegar hún er að róta, hvað er þetta ekki, hún er ekki í Mongóliu? Jú. Þú veist, alveg rísa, stór gæja, rosalega svona, alveg svo indie, mjög svona iconic introduction á karakter. Gekkja atriði. Já, hann var að segja þetta. Og hérna, sama með, hvað heitir hann, Gimli? Hvað, Marcus? John Rhys Davies. Já, hann er ekki Marcus. Nei. Salla. Ég er rosalega gaman á honum. Hann er svo vínalegur í þessu. En ok, hvað varst það að tala um? Þú fórst úr einu í annað. Karen Allen, Marion, fæði atriði. Aðeinslega atriði og hérna, farandi aftur þess að við sögum áður, þú ert að hoppa inn í ævintýri sem er í gangi, búið að vera í gangi fyrir tíma svona, þetta er eitthvað svona scorned lover. Það er rosalega, það er áhugavert. Af því að, hérna, en aftur, þú byggir karakterinn upp með þessu, þetta er karakter sem hann er búin að þekkja áður. Ég var ekki með neitt. Það kemur eitthvað svakalegt. Óli, er hún góð, Karen Allen, sem Marion? Er Marion góð karakter? Marion Ravenwood er æðislegur karakter, því eins og Máni var að tala um, þetta er svona scorned lover og í svona actionmyndum og sérstaklega þá talandi um þegar Spielberg langaði að gera Bond, þetta er svona venjulega þá er þetta gæinn sem kemur og heillar konur upp úr skónum á þess að hafa þekktar eða kannski vita eitthvað smá á honum, en hérna ertu með manneskjur sem eru nú þegar í svolítið svona strain saman því þau hafa þekkt hvort þannig að vera mjög intimate en þau þurfa bara að vinna saman að þessu common goal og þetta introduction scene sem hún fær er æðislegt, var ekki fucking sportdryggi þarna líka einhver staðar þegar voru að taka all skotin, nei það er Skyfall það var sportdryggin á höndinni. Það er æðislegt þegar þið kynna hana og hún er öll máluð í svona gullitari málingu. Ok, Máni er eitthvað rugglega Nei, hann var að ruggla við James Bond. Já, sorry, ég var alltaf inn að hugsa að sportdryggin hefði verið á hendinu þegar hún var að taka skoti, en það er Skyfall. En það var bara svona fleeting thought. En já, ég elska mér í að reyfum. Þetta er með synd að þegar það talaði myndinu á Jones, það er rosalega lítið minnst á hana, en ég meina hún fær síðan að koma aftur, þannig að... Já, ég meina hún kemur eitt aftur hún er svona hot take, hún er næst besta Jones stelpan. Ok, það er kannski eftir. Hún er ræðilega myndinar. Ok, Óli, Belloc. Vondikallinn í Raiders. Hversu gott nafn er þetta, Belloc? Mér finnst það briljant. Hvernig finnst þér hann? Hann er svo slímur, I love it. En líka klár. Já, hann er það. Og hann er að ná að snúa svolítið á Jones. Hann alltaf tekur stittin á hann í byrjunni. Mér finnst það líka geðveikt. Hann er ekki, þú getur kannski varað henni innfættu við að tala tungumúlaðra. Ég veit. Svo hann er eitthvað klárlega eitthvað sem hann bjóð til bara ástæðan. Það er sann svo allt. Er þetta góð vondukall? Já. Finnst ykkur vondukallan í Indiana Jones myndunum góður? Já, nasistarnir. Ég er að tala um kannski svona ég er að tala um specific kannski einn ég veit hvað það meina. Nasistarnir er alltaf perfect bara sem vondukallar í hvaða bíómynd. Það snildin við þá er að það er engin svona, eins og ef þetta væri Indiana Jones og hann, þú sér þetta til dæmis í Kingdom of the Crystal Skull þar sem þú ert með hérna, innfættana sem að búa þarna, þar sem að kristallkúpan er falin, þetta er svona pínu problematic í dag að horfa á þetta, saman með hérna, Temple of Doom, þar sem þú ert með svona, þetta er svolítið svona, ég veit ekki alveg hvort þú kemst upp með þetta í dag. Nasistarnir, nei, það er bara, þeir eru vondikall. Það er ekki að spá meir út í því. Þeir virka alltaf sem vondikallin. Já, Belloc, ég held að það sé mögulega upp á vondikallin minni í Jones-myndum. Alright. Ég held það. Við erum alltaf að fá Mads Mikkelsen í næstu mynd. Er búið að staðfesta það að það sé vondikallin?
Ég bara spyr. Hver annar hann að fara að vera? Nei, ég veit það ekki. Hann mött, Shia ólst upp til að vera Mads Mikkelsen. Nei, vitið það, ég er búið að segja það, hann verður vondikall. Ég held að það sé búið að staðfesta. Okay. En nú þú spyrð... Þá veist það ekki. Nei, ég er ekki tilbúin að segja 100%. Geti ekki bara verið eitthvað svona vinur hans indi og eitthvað? Svo alltaf Boyd Holbrook að fara að vera í einu líka. Já, ég held að hann, ándjóks, væri frekar vondikall. Hver er það? Hann var Logan? Hann var Pierce í Logan, gæði með sólglerun. Hann var í Narcos. Hann var í The Predator. Hver var hann í The Predator? Aðalgæn. Can I get my cookie now? COVID heilina smána. Thomas Jane, hann var í The Predator. Já, Boyd var aðal. Sem átti strákinn. Við náttúrulega kláruðum aldrei The Predator. Ég held ég aldrei sé mána að vera bara svona Boyd Holbrook og blank. Sástu Narcos? Nei, þetta er ekki COVID-deilin, þetta er bara hvaða gæi er þetta? Þú sást Logan? Já, gæin með sólglerun. Hann var aðal vondikallinn í... Já, með vélhendina. Já, með hann er í öðrum hlutum, hann er góður leikari. Já. Hann tók sér tíma. But we got there. Þetta tók okkur. Hann er ekki gæin í Vikings, en hann er samt góður. Já. Þetta er ekki Vikings-skurinn. Ok, það er eitt atriði sem ég okkar að nefna sérstaklega. Það er exposition-atriði snemmi myndinni. Okay. Þegar army-görnir koma og recruita Jones. Mér finnst þetta svo brilliant atriði. Þetta er henni bara 4 gaurar og þetta er bara 100% exposition-atriði. Já. Hvernig finnst þið ykkur það? Ég meina, það þarf fyrir actionmyndir þarft oftar en ekki að koma niður exposition, en það er bara hvernig þú höndlar það, eins og þetta er gott exposition, það er slæmt exposition og svo er needed exposition sem ákveðin karakter þarf að heyra, en það er ekki verið að spoonfeedan. Eins og dæmi slæmt exposition er bara þegar myndin stoppar og það er bara verið að segja ykkur hvað er að gerast, eða þegar að vera að segja ykkur eitthvað spesifik, eins og uppáðsdæmi mitt bad exposition er á minn mann Nolan, Interstellar. Þeir eru að fara yfir hlutunum með hann og séðan bara svona You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. Og svo segir Matthew McConaughey and an engineer. Þetta er svona, ok. En þetta er hluti sem allir karakterinir í herbygginu vita. Þetta er ekki eitthvað sem þeir þurfa að vera að segja upp. Þetta er svona eins og... Fáránlegt. Þetta er eins og, ef þetta verið sjónvarpsþáttur, við myndum allir inn að stoppa og ég myndi segja, já, ég og Máni, þú manst þegar ég og þú kynntust fyrir 9 árum. Þetta er bara svona, who talks like that? Þetta er svo vel gert í Ísland Raiders. Já, það er náttúrulega mála, því þetta er needed exposition, en þetta er upplýsingar sem þurfa að komast út og það er allt hvernig þú gera það. Myndin er ekki að screecha to a halt. Þetta er bara, ok, hérna er það sem er að fara að gerast næst og hérna er það sem við þurfum að vita. Þetta er líka rosalega áhugavert af því að þeir eru að segja svona frá, þegar eru að tala örkina. Þetta er svona pínu svona, þú ert í þessum raunverulega heimi og síðan er svona töfraheimur sem er verið að tala og þetta er svona, what? Allir svona er að tala í kringum þetta. En þetta er rosalega áhugavert að sjá að því að trúa á að sé alveg kraftur á bakvið þetta, hvað er að gerast og þú ert með svona pínu, það er pínu svona glampi í myndinni sem mér finnst rosalega áhugavert. En finnst það ekki virka? Jú, þetta er svona... Þetta kipti mér aldrei út myndinni. Þetta er svona, þú veist, þú ert komin með ramman fyrir hvernig myndin virkar og síðan í þessu atriði það er eins og myndalinn færist bara svona aðeins úr rammanum og þú ert að sjá svona, heyrðu, þessi mynd er mikið stærri en hvað það er búið að setja upp. Já, ég skil hvað því, að þeir taka þetta supernatural element, að því myndinunni byrjar ekki þannig. Nei. Þannig að það er að steinni fyrir eftir honum og hann er eins og gullstyttu og eitthvað. Alveg raunverulegt, gæti gæst. Svo fara að tala þessu örk og okkar að krafta og maður er svona, þú segir, er þetta alvöru, trúaður þessu, er eitthvað svona supernatural, það er supernatural element í Indiana Jones, í öllum myndunum. Ekki 4 og ekki 5. Þú ekki séð? Nei, já, þessar aukamynd. En það er í 1, 2 og 3. 4 er, nei, ok, það er ekki supernatural, en það er meira svona sci-fi.
Það supernatural, maður getur alveg interdimensional being já, það enda svona hard pivot frá 1940s supernatural og við opnuðum píramídan og við fengum bölvun múmíunar yfir í 1950s, 1960s litlu grænumenninir frá Mars og með Ray-Gunin sín eru komnir það svona hard pivot frá einu genre af action serials yfir í annað Já, tölum aðeins betur en það eftir þegar við förum í Kingdom of the Crystal Skull Myndin endar á því í Raiders, svo kannski fyrir eftir í ykkur aðrir þar, í SSD myndinni. Hún endar á því, þú talar um á Máni, að þeir opna örkina og vandur kannlega bráðana. Er þetta góður endir? Sko, nú kemur allt fólki á netinu og það er alltaf búið að nitpika allar myndir til dauða. Svona, hvernig lifði Indiana Jones á hérna kafbotnum í 17 daga eða hversu lengi sem hann var þarna. Svona, hann bara, kannski kafaði báturinn ekki, who cares og síðan er hérna aðalnittbyggið við þessa myndi er Indiana Jones þurfti ekki að gera neitt af því þeir opnuðu örkina og þeir drápu sjálf sig hvort sem er en þetta er svona, já, en þá ertu ekki með mynd Nei af hverju er ekki bara hægt að njóta þess að myndin sé það sem hún er Hversu mikil áhrif hefur Indi á söguna? Hún hefur verið gagnrýnd, er það ekki rétt sem ég minnst að sé ekki eitthvað YouTube-vídeó? Þetta er að því sama hvað Jones og Marion í rauninni gera, þá endar, þú veist, þá fer þetta allt á sama stað, því nasistarnir eru búin að vera með, bara hælana sína á þessu allan tíman og þeir eru svo sem opna örkina í lokin. En er samt að þetta fara rauk fyrir því að þeir hefðu aldrei fundið örkina Þeir eru stelin af Indi. Hefðu þeir ekki fundið hana á endanum, þeir voru að grafið allt upp og sem er. Og síðan var hann alltaf líka þarna með lykilinn og sólina og það var Jones sem fattar það. En mér finnst það ekki skipta mála því við erum að horfa á sögunans Jones. Þú getur ekki, það er ekki hægt að segja, jú, frá structure-wise og hvernig þetta allt gengur áfram, þá það er hægt að taka hann út og þetta gerist allt svipað. En það er ekki það sem skiptir máli, við erum að fylgjast með þessu frá hans sjónarhorni, þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa hann, við fyrir þetta perspektíf. Mér finnst líka, þetta er svona aðeins frá Indiana Jones, mér finnst rosalega leiðilegt þegar fólk kemur með svona skot sem gagnrýni, að því að mynd er ekki slæm ef aðal karakterinn, eins og hérna, þú getur tekið hann úr og svona sama gerist ekkilega séð, hann hefur ekki það mikil áhrif á söguna, það er engin regla bóðurinn 10, það er ekkert þeirra sem segir að aðalkarakterinn í myndinni verður af áhrif á söguna annars ertu búin að gera lélega mynd. Það er ekkert að því að Indiana Jones, hann er eiginlega bara svona ferðamaður í sinni eigin mynd. Það er ekki galli? Nei, af hverju myndi það vera galli? Sjekka. Nei, af hverju? En í endanum, bursið frá þessu. Já. Ég er alveg saman að þetta bugga mig ekki neitt. Mér finnst áhugavert að sjá þetta. Þetta er eitthvað YouTube-vídeó sem menn voru eitthvað að rýna í þetta. Ég held að þetta byrjaði á okkur í svona cracked.com grein. Það gæti verið að lesa eitthvað. Ég man ekki hvernig ég sá þetta. Og síðan var þessu hent ennþá meira enn í kosmosin þegar Big Bang Theory gerði þáttum þetta. Voru þeir að tala um að Indi væri... Já, því ég man eftir þessu, sko, ég er ekki þar hrifinn af Big Bang Theory, en ég horfði mjög mikið á þá þegar ég var yngri og Sheldon og Amy kærastarnir voru í einhverju rifrildi og að því hann skemmdi eitthvað fyrir henni, skemmdi einhverja bók fyrir henni eða skemmdi einhver þátt eða einhverja bíómynd fyrir henni með því að spoila eða eitthvað. Þannig að hún segir þannig að hún ætlar að skemma Indiana Jones fyrir Sheldon og hann bara, þú getur ekki skemmt Raiders alltaf á stark fyrir, menn hún er fullkomun og þá segir hún bara Indiana Jones hefur engin áhrif á sögunum og restin af þættinum eru hann og vinahópurinn hans að reyna að fatta hver áhrif hans eru í myndinni. Þannig að ég held að þetta, að því Big Bang Theory var náttúrulega á einu punkti vinsalasti sjónvarpsþáttur í heimi. Believe it or not, sko. En þannig að mér finnst eins og það gerði þetta svolítið vinsælla aftur, að ég heyrði fólk aldrei tala um þetta fyrir en eftir að þessi þáttur kom út. Áhugavert. Ég kannski lesið að sé þetta YouTube dæmi hana í kjálfarið af Big Bang Theory. En í lokin, bursið frá þessu öllu. Af hverju varstu að tala um Big Bang Theory? Út af því að við vorum að tala um hvað þessi gagnrýni kemur. Indi hefur á söguna, en í lokin þá er það samt bundið við stöður. Er það góður klæmaks? Það er bara, ég meina, hetjan þarf ekki að vera ósigrandi. Nei, má hann ekki vera með. Hann er bara chillandi með okkur, hvað er þetta?
Sorry, ég held nefnilega þessi stórast að ég tek fyrir eitthvað Crusade fram yfir. Þetta, sko, Spyrir endur þar. það er alveg pínu svona, Er þetta ekki pínu skríti? Er þetta ekki pínu eins og bara eitthvað... Ég veit það ekki. Þetta er pínu anti-climax. Já, smá. það er pínu svona, Indy, ertu ekki með neitt plan? Akkur tókst ekki yfir skriðdrega eða eitthvað svo, með svona, þetta er rosalega skrítin endir fyrir myndina sem er búin að gerast, en á sama tíma, þú veist, hver er mikið sama? Nei, ég er líka kannski að nitpicka aðeins núna og maður var alltaf að horfa á þessa mynd núna, ég bara steitaði síðan sá hana og ég bara, aðeins bara, pínu skrítið. Mér finnst eitt sem er svolítið fyndið, það gerist manni hvort gerist í öðrum myndum, það gerist í fyrstu, svo Raiders og svo í Last Crusade, það sem Indy er að bluffa og Vondi kallar bara they call his bluff. Það er með rocket launcherinn í RPG í lokinu Raiders. Getur við aðeins, by the way, talað Harrison Ford lítur ógeðslega vel út þegar hann er klæddur sem nasisti. alveg vittlaust hversu vel hann kemur út klæddur sem nasisti. Ok, hann púlar það outfit. Þegar hann er þar með bazúkuna, Bellox, hann segir, ég er að fara ef þið sleppi ekki maður, þá er ég að fara að stúta örkinni. Bellox segir, já, gera það. Mér finnst það bara eitthvað svo fyndið. Svo gerist það líka í Last Crusade þegar hann er á bátnum hana og er að fara með gæjan, mann hvað hann heitir. Gæjan sem var partur af eitthvað svona Brotherhood. Báturinn er að stúta. Er ekki í þeir? Jú. Hann bara, ég vil að drepa það eitthvað. Ok, ég er tilbúin að deyja. Hann segir bara, þá deyjum við báðir. Já, hann bara, þá bakkar hann. Ég veist eitthvað fyndið við það. Hann er svaka hetja, hann er að hóta eitthvað og það er aldrei þetta baka. Hann er bara stundum ekki alveg tilbúin fyrir þetta fólk. En það er kannski partur af sérmánum. Við Indy. Ok. Hvernig fílið, ég var að spyrja tenningæja, mér finnst það svo eftirminnlegur, ég manst ekki hvað hann heitir, nasistinn, með glerun sem með hérna brennur sig á, tekur upp. Hann er rosalega áhugaverður, að því að hann er svona anti-Indiana Jones á sinn hátt, að því að þú ert með hann heim, þú ert með þessa sögu sem er að gerast, og hann er bara með einhvern veginn svona sín eigin plön inn í þessum heimi, og svona og hann er, hann fær ekki the amulet, en hann fær the amulet og svona helmingin, já, svona, þetta virkar. En þeir notuðu höndina, hann brennur sig á draslinu. Já, og mér finnst alltaf rosalega áhugavert að sjá svona karakterir sem er svona, sem ná að, þú veist, eins og hann er ekki bara að elta Indiana Jones alltaf, þú veist, hann er að gera svona eigin hluti og það hefur svona áhrif á sögunum og svona, ok, þessi gæi, hann alltaf vondi gæin, en þú gætir gert myndina hann og sagan hans virkar alveg svona frá A til U alveg jafn vel. Já, það finnst það. Já, því að það er hvergi punktur þar sem að hann er týndur í sögunni. Þegar hann kemur alltaf þegar svona, það meikar sens að hann kom aftur hérna. Það meikar sens að hann er aftur hérna. Já, ég skilji. Og þú getur tengt nákvæmlega hvernig hann kom frá þessum stað til þennan stað aftur út af hlutunum sem gerist hérna, eins og við vorum að tala hann brendi höndina. Það var alveg svona töff, að hann brennir þetta, við sjáum hann grípur þetta, hann er bara öskandi. Í alveg pínu tíma. Já. En svo ekki pæli var ekkert í þessu. Og svo náttúrulega síðan með, þá náttúrulega vitum við að þeir vita eitthvað staðsningu í sambandi við örkina, og svo sjáum við höndina og bara, já, þau notuðu það. Ég veit ekki hvort það myndi samt virka, það myndi brenna það eitthvað, svona smáætrið inn í höndina, en cool hvernig það tengdist. Mér finnst alltaf svo fyndið þegar þetta kemur fyrir í bíómyndar sem einhver brennir sig á einhverju sem hann er að halda í og þeir sleppa bara ekki. Eins og þarna hurðarhúnnin í Home Alone. Og þetta er alveg, slepptu bara hurðarhúnninum. Já, því að leiðu bara kemur við þetta áttu heilt. Einmitt. En neini, hann grípur þéttingsfast. Hversu fast ætlaði hann að opna þessa hurð nákvæmlega, því hann er alveg búin að rífa í húnin. Sama með gæjan með amuletið, þetta er að brenna þær hendur og þetta er ekki eins og að halda á heitri pítsusneið sem hann langar að borða, þetta er svona... Og líka mjög minnir, og ég segja, stund sem ég sá hana, að hann tekur upp amuletið, tekur það upp, í staðan fyrir leið og kemur við það, þá er það bara, veikt. En þetta er svona, þú veist, þegar við fengi pítsu sem eru of heit, þú veist, maður tekur sneiðina. Nei. Og
bara og ég ekki korter, en hún ekki að skaðbrenna mig, sko, þetta ekki, þú veist, ég tek þess að heitu pítsasnöðu, hún svolítið heit, það sem allir dumbfucks gera og ég alveg gildi á þessu líka, fuck, hvað þetta heit í endanum, best að taka bita, af því þar þetta kalt, þá brennir maður sig á tungun frekar. Það ég veit ekki af hverju ég reyna að taka bita og rof heitir í pítsu, en maður reynir það frekar hann að leggja pítsuna niður. Já, þetta finnir pabbi, þetta bara gær, það gerist að ég var að borða skinku, setta þessi örbygg á þig, þú komum út og ég svona, heitt, ég svona leggja þess niður, held áfram, pabbi horfði á mig og sagði, okkur býður ekki bara 1 mínúta. Maður heimskur. Ok, eitthvað sem dettur meira í hugið samt Raiders, svona fljótu bræði, ef að fara yfir í Temple of Doom, ég er svolítið spenntur að ræða restina. Það mjög áhugavert að sko, þú sér þú ert að búa til svona actionmynd, þú vilt hafa svona action-senuna en ok, hérna hetjan og hérna sveiflar hann sér svona yfir. Það mjög áhugavert eins og með svipuna, þeir gáfu Indy svipuna að því þetta opnar svo mikið að tækifærum fyrir þá til þess að nota í action-senum og þeir misnotið ekki, hann með svipuna og þetta hefur alveg áhrif á hvernig hann hafa sér inn í öllum þessum senum og með þess það rosalega áhugavert, þar sem að hann notar dótið sem hann með og það eins og senuna séu svona skriptaðir í kringum það að hvað hann með, hvað getum við gert? En samt verður aldrei svona gimmicky. Nei, líka rosalega flott þegar hann missir hattinn náttúrulega og fer inn og eftir honum aftur. Það er callback í því Temple of Doom eða ekki? Þegar jú, en að pöttu dótið. Jú, er það í pöttuherbyggi, er það ekki svona gattaherbyggi sem er að lokast? Jú, en hún vilji þarf að fara inn í svona pöttu. Nei, ég er að meina þegar hann missir hattinn aftur. Er það bara í Raiders? Það er í Doom líka. Er það í það er herbyggi, þar sem hann og Shortrond festast í, og gattar að koma niður. Já, ég er að tala um það. Og Willi þarf að opna, Willi Scott. Já, alveg rétt. Hún opnar og hleypur sér aftur inn og stígur heldur aftur á eitthvað drasl, þá lokast hurðin, það tvær, ein lokast og önnur að fara að lokast og hann íti þeim öllum út, hatturinn er eftir og það alveg að lokast og hann sækir hann. Ertu ekki að tala um það? Jú, ég er að tala um það. Ok. Ég var ekki hvað er þú að tala um? Hvað ertu að tala um að það líka verið Raiders og það verið callback í Doom? Já, er þetta atrið ekki Raiders líka? Er það ekki í byrjunni þegar hann hleypir í burtu? Að hann missir hattinn þegar hann búin að klifra upp hann og hleypur úr hurðinni? Jú. Já, það er önnur hurð að lokast. Eins og ég segi. En já, ef við talar nefni með svipuna, maður questionar aldrei af hverju hann er að nota svipuna í gefni ástæðu. Nei, aldrei. Þetta er ótrúlegt. Þetta er eins og byssan hans Jack Sparrow, hann notar hann bara þegar hann þarf. Af því hann er crack shot. Já, en þetta líka opnar svo mikið að tækifærum, eins og þarna í Raiders þegar hann er að draga sig eftir bílnum. Nei, í Last Crusade þegar hann er að draga sig eftir bílnum. Er það ekki? Vá, ég var að horfa þessu myndi bara fyrir 2 dögum. Er það ekki Raiders? Ég ruglast um þessu saman. Skriðdrykkatrið í Crusade. Mér finnst þess að það sé alltaf í Raiders. En það er alltaf bíleltingur í Raiders. Já. Hann dregur sig á eftir bílnum í Raiders. Klifrar hann aftur upp, er það í Raiders? Ég held að sé Raiders. Ég er alveg eins með þetta. COVID heilans mána. Nei, þetta er óháð því. Já. Er þetta ekki bara að því Raiders og Crusade eru myndirna sem maður horfir á mest, þá kannski svona saminaði maður bara óvart. Já, líka eitthvað svona desert umhverfi og eitthvað svona eltingilegur. Ég ruggla þér ógslótt saman. Ég var betur því að horfa Raiders núna, bara á skriðdrykkat atriði. Þannig að festist það á svona byssa, festi töskunum sinna á byssurhlaupinu. Já. Og þess að sé að fara að kremja og skriði ekki fara áfram og svona muni geti því. Já. Mér finnst alltaf þess að það sé í Raiders. Áður við færum okkur yfir í Temple of Doom, þá langum að segja eina sögu sem kom fyrir mig þegar ég var yngra því hún ásóldi við Raiders of the Lost Ark því þetta var mitt Raiders of the Lost Ark moment. Okay. Þetta var þegar ég var í 10. bekk, way back when, þá var fengum við svona hópverkefni á parað bara unlikeliest fólkinu saman. Þetta var ekkert, þú fékkst ekkert að vera með viniðinu með hópfattur, þetta var 2 manna hópar og ég á paraða með gæja sem heitir Þórður. Shoutout á þig Þórður eða þú sér þetta einhvern veginn. Ég er að fara að segja fólki þessa sögu núna. Og við vorum í Vestmannaeyjum og verkefni okkar, þetta var svona þú dregur upp úr hatti eitthvað fyrirtæki í Eyjum og þú þarft að fara í svona starfskynningu hjá þeim eða starfsviðtali og nóta niður. Og við fengum Karl Kristmanns sem er náttúrulega lengst út í fokkin raskati og við erum náttúrulega ekki með bílpróf þannig að við þurfum að labba þetta
og þetta er gæi sem já, hann erum ekki eitthvað buddies þannig sko, við hefum eitt sameiginlegan vin og hann var ekkert með okkur í hóp fattur, þannig að veist hvað í fokkunum við að tala þannig að við röltum hann yfir í Cal Christmas og svona, við erum berli að tala okkur þannig, við erum bara að reyna að spá hver á að gera hvað í verkefnið förum við í Cal Christmas og þá förum við inn á efri hæðinni og síðan segir gæin, ég held að þetta var hann Sigurjón eða eitthvað, þá segir hann alveg ekki bara kíkja niður á lager og þá opnar hann svona hurð og til að fara niður á lager það er rosalega svona steep stigi, þetta er mjór stigi og svolítið brattur og Þórður ákveður að vera fyndinn og segir dömuna fyrst og ég bara og fer á undan honum og ég byrjar að fara niður stigan og ég er að horfa á hann stig og ég veit ekki alveg með þetta sko en síðan heyri ég allt í hann bara og ég sný mig við og Þórður er að detta niður stigan í áttin að mér og í staðin fyrir að ég veit ekki stoppa bara og reyna að hjálpa honum þá hleyp ég svona frá honum eins og Jones frá kúlunni leiðir eins og værir í Raiders og það lasta ég heyrði tónlistina sko. Ok, förum við Temple of Doom og Carl Christmas var síðan fyrir utan hana með fólkið sitt Ok, förum við Temple of Doom. Rétt á hann fyrir mig hana. Þetta að reyta Raiders frá 0-10. Er þetta 10? Já. Ok. Þetta er, 10. Það er ekkert svona, þetta er svona eins fullkomin mynd þú getur verið með. Allar senurnar, það er allar senurnar iconic. Allir karakterarnir iconic. Tónlistin iconic. Þetta er svona, wow, þetta er bara movie magic, þetta kom allt saman hversu góð tónlistin þetta bara virkar allt og ok, við töluðum eitt nitpick á hann ég ætla að leysa það núna það var kafbáturinn hann getur hafa farið að því á kafbátum er hatch þar sem vatn kemst ekki í gegnum eða sem svona gleipir upp vatnið svo að kafararnir geta farið út þetta var svona fyrir svona secret mission espionage submarines fór hann ekki bara inn þann hlefa? Jú. Jú. Ég hugsaði þetta þú varst að tala kafbátu. Ég hugsaði bara, fór hann ekki bara inn í kafbátu? Einmitt. En hvað varst að segja, ég að spyrja, þú sagði eitthvað 17 dag eða eitthvað, var það svona lengi? Nei, ég man ekki hvað hann var. Fólk var alltaf að kvarta því að þetta var eitthvað óraunhæf langur tími sem hann var þarna. Að því kafbáturinn er á leiðinni ofan í sjóun þegar Jones er ofan á hann og svo bara klift yfir í næstu senu. Þetta er svona popcorn logic, bara leiðum að stoppa til að hugsa þetta, það svona brotnar þetta svolítið, en ég meina, hann komst bara inn. Veit ég hvað, hann er með leðurhatt og hann hélt svona hatturum uppi, þannig að hann var fullur á lofti og hann passaði að lofti myndi ekki fara úr þegar hann sökk og hann var bara andandi í því, eins og Pirates of the Caribbean. Já, í Pirates. Ok, þú ert að djóka það ekki, Móni. Jú, segjum það. Ég veit aldrei hvað ég hef mána. Hann er ráðgáta svo hann segir ekki sem neitt núna hann bara hlær menn enigma ok, þetta kapitættur buggaði mig aldrei fyrir maður þessi Temple of Doom Raiders slæðum til gegn og það er komið framhaldsmynd kemur 3 ára setna 84 Temple of Doom ég er að stama var lengi vel ég er að hugsa þetta þegar þetta var þríleikur var lengi vel talin versta myndin af þessum 3 og náttúrulega það er fyrir að keppleika við Raiders sem er ég alveg saman þetta er 10 Óli, þú sagðir ekkert, er þetta 10? Þetta er 10. Frábær bíómynd, alveg stórkostleg er þetta að fylgja henni á eftir og hún var líka svolítið dark svolítið mikið dark prequel, hann kom inn annar kvenkins leikari eða þess að leikona móti Jones Marin er ekki aftur þetta er allt nýtt kast, hann er komið krakka short round Máni, hvernig fílar hana? Myndina eða? Myndina? Já, ok. Byrjum á því. Sko, ég hef örugglega hort á Temple of Doom oftast af öllum. Það finnst mér áhugavert. Já, því að ég var með hana, við töluðum á hann svona boxsettið, amma átti þetta að ég var lítill og ég fekk Temple of Doom lánaða, en vorum ekki með hinnar. Þannig að ég var bara horfandi hana aftur og aftur og aftur. Hvernig finnst þér hún? Mér finnst hún ógeðslega góð. Er það bara nostalgía? Nei, hún er góð. Ég hef aldrei skilið hvernig þú getur hort á Raiders og sagt þetta er rosalega góð mynd og farið síðan í Temple of Doom og sagt þetta er langt skref niður. Mér finnst hún ekki jafn góð Raiders
En þetta Ég skal koma með nokkar ástæður. ok, við getum kannski farið út í það. En mér finnst hún mjög góð. Ok. Ég hef ekkert svona... Ekkert út á hann að setja. Nei. Setur hann hliðin og Raiders. Er það 10 líka hefur? Hann var að segja hún ekki jafngóð. Hún sko... Já, það er kannski fáið. Sem einhvern veginn svona, finnst þú kannski ekki eins sko. Raiders og Last Crusade, þær báðar draga það best, þær mjólka það besta sem að Indiana Jones hefur fram á að bjóða, sem karakter. Og þau nota hann rosalega vel. Temple gerir það ekki alveg jafn vel, en þetta ekki jafn mikil, hún ekki jafn góð Indiana Jones mynd. Þannig að, nei, ég myndi ekki segja hún sem jafn góð og Raiders með það. En þetta ekki 10. Þetta ekki 10. En er þetta alveg 9 hjá þér? Skilur, ég er bara að átta mig á mununum. Að þú gefur Raiders 10 sem er bara best einhverjum. Hún er allavega 8. Ok. Kannski 8-5, ég veit ekki með 9. Já, þetta er svona því bili. Já. Óli, hvernig fílar þú Temple Doom? Ég er mjög gaman að henni líka. Ég er sérstaklega gaman að þarna Temple þýmunu sjálfu. Bambarararamba. En það er líka kannski... Ég trú ekki hefði muna. Ég var að horfa hana, ég myndi það ekki. Ég er náttúrulega elska kvikmyndatónlist. Þetta er bara stöf sem ég legg bara á minnið og humma daglega. Daglega. Elsku þetta. Ok, já, það er ákveðin stef sem ég humma og bara flauta. Bara ef ég er að þrífa eða ef ég er að chilla eða skrifa eða eitthvað. Þú veist, eins og ef ég er að skrifa horror eða eitthvað, þá er ég alltaf með píanóstefið úr Haunting of Hill House í gangi í bakgrunum. Já, en þú hlustar á. Þú veist ekki bara að humma það. Nei, en ég flauta og humma kvikmyndastefið rosalega mikið. Vissið þú að Mike Flanagan var á bakvið Haunting of Hill House? Jaha! Þetta eru nýjar upplýsingar. Við vorum að tala hann á það. Já. Ok, Óli, hatt á hana. Mánur eitthvað að djóka. Ok, mér alltaf finnst mjög áhugavert að hún er prequel-mynd. Já. Af hverju var það gert? Vitið það? Það er ástæða fyrir því. Lucas sagði að fyrir næstu mynd, ef þetta hefði verið framhald, þá hefði örugglega þurft að nota nasistan aftur sem vonduga, þannig að þeir vildu spóla klukkuna aðeins tilbaka. Já, af því að stríðið byrjað þá. Já. 1938. Raiders gerist 38. Það er rétt. Og Temple gerist 35. Já. Mér finnst Nei, 36. Nei, Crusade Temple gerist 38, er það ekki? Temple of Doom gerist 35. Opnunar sen, 35. Gasp. Ok, sorry, halda á. Ég hef, mér er alltaf myndist opnunar senan svolítið bizarr, það málar Indiana Jones sem svolítið svona scumbag, en Af hverju? Af því hann kemur hann inn í þetta situation, klæddur eins og hann sé í Casablanca. Eins og hann sé James Bond. Já, eins og James Bond-legt. Og þegar það er búið að segja það er búið að eitra fyrir honum eitthvað, það fyrsta sem að gera er að grípa einhverja greið sem náttúrulega endar að þau verið í öllu ævintýrunum, hann bara, oh, kill the woman! Jones, slakur. Our hero, ladies and gentlemen. Og hann það líka stinga með einhverjum gaff. Og svo þá, Mér finnst það gott aðrið. Já, þetta er solid sena. Mér finnst það skemmtilegt, með móteitrið og... Þetta er eins og varst að tala á hana, sem að hann er lélur í að bleffa. Einmitt. Já, einmitt. Þetta er bara further establisher og það, og bara svona, hann er búin að vera svona svolítið lengi, sérstaklega því þetta er prequel-mynd. Við fáum að kynnast Short Round, sem var í Everything Everywhere All at Once. Gaman að sjá hann aftur. Já, hvað, þú spottaði það undir eins, meðan það magna. Já, auðvitað. Ég meina búin að sjá Temple Doom Millions. Já, bara þegar við vorum í salma bara, hey, Short Round, við bara, how did you do that? Þessi leikar hefur ekki leikið mikið. Nei, hann hvarfa því að það voru ekki neginn stór hlutverk fyrir Asíubúa í Hollywood lengur, hann fór að gera stuntmyndir. Ég held að hann vann við svona stunts í Hong Kong. Nei. En síðan kom Crazy Rich Asians út og hann svona, hey, my time to shine. Ég veist það ekki, áhugavert. Hann var alltaf fyrsta myndir að segja Temple Doom. já. Hvernig fílar það Short Round? Ég meina, ég hef gaman á honum. Ég hef gaman á honum, en hann er bara svolítið hávær. Það er mikið af hávarum side-karakterum í þessari. Já. En mér finnst mjög ósanngjarnt að segja Short Round sé hávær þegar Willy er við hliðina. Já, ég var að fara að nefna þetta líka. Þau eru bæði rosalega háværi karakterar. Er þetta gott tím til að vera með í kringum Jones? Þetta er interesting setup af karakterum til að hafa hann, því þú veit með eitt gæja sem, að því Indiana Jones er líka, hann er ekki þolinmóðasti maður í heimi, þannig að setja 2 loudmouths með honum. Að setja 2 börn fyrir hliðina á honum.
En þurfti Indiana Jones, þurfti hann eitthvað svona krakka sidekick? Sko, fyrir söguna þá náttúrulega hjálpar það mjög mikið hans með hann. Mér finnst það rosalega áhugavert af því að Okkur fórir þess átt? ég held þetta sé áhugavert af því að þú veist, í Raiders hann mjög svona hann náttúrulega með Marion, hann með Sala. Já, þetta er fullar fólk. Já, þetta er fullari fólk, en þetta er líka short round, þetta er allt öðru sér karakter en við sáum í Raiders og þetta dregur út allt aðra hlið á Indiana Jones. Þannig að við fáum Indiana Jones, við fáum svona aðeins annað sjónarhótt á hann gæja frá fólkinu sem hann umkringdur. Já, ég skilji. Og þetta er líka svolítið í anda... Sama með, sama með Last Crusade, þar sem við erum komin með pappans. Já. Þannig að Indiana Jones fer frá því að vera hetjan, frá því að vera, hann er eiginlega pappin í Temple of Doom, þetta er líka krökkum í kringum hann er alltaf, þú sérð hann alltaf sem svona hetjuna og hann er svona fatherly figure til allra. Svona vendari. Já, og síðan í næstu mynd þá er hann krakkin. Já. Það er mjög góð punktur. En þetta er líka, það sem ég var að fara að segja, þetta er svolítið í anda það að þessi raun að captura er svona serials, af því, þú veist, í sjónvarpsþáttum, ef þú ert með einn aðalkarakter, þá er hann oftar en ekki að búa sér alltaf til ný lið. Já. Þannig að það er svolítið svona fínt að hafa bara, þú veist, alltaf nýtt lið. Hérna er önnur mynd Indiana Jones og þetta er liðið hans í þessari mynd. Þannig að, þú veist, þetta virkar. Já, þetta er ekki Fast and Furious, gerur 10 myndir og það er alltaf sama, þetta er basically alltaf sama krúið. Já. Ok, Temple of Doom, hún er alltaf þekktur fyrir það að vera svolítið dark. Fórið rólant? Nei, veist það ekki. En þið vitið samt að PG-13 dótið, þið vitið söguna baka það. Þetta var fyrsta PG-13 myndin. Nei, það er ekki rétt. Nei, var það Poltergeist? Nei, málega, ég myndi googla þetta í gerð, því ég myndi ekki nákvæmlega hvað... Hef ég rámt? Það sem gerist, mér finnst það mjög áhugavert, að ég hef alltaf tengt Temple of Doom við PG-13. Já. Ég held að þetta væri fyrsta PG-13 myndin. Það sem gerist er, og þetta er svona kvikmynd eftirlit ríkisins, eða svona bandaríkjana, MPAA, þeir voru með PG, svo bara R-rated. Já. Það var ekkert að milli. Og Temple of Doom var PG, en það var svo margir fór þessu kvörtu. Hvað, það er allt og, það er verið að slá börn með svipa, vúdúdúka. Það er verið að rífa hjörtun úr fólki. Og það verið að senda fólk, læst í ykkur drastli, hún er eitthvað eldfjall eða eitthvað, þú veist, brennur hann upp. Krókodílar að geta fólk. Já, hún er alveg frekar brútal. Það þeir fengur svo margar kvartanirunni út af þessu, að ég held að Spielberg hafi, sem sagt, átt þátti meðal annars bara sagt bara, við verðum að fá eitthvað rating á milli. PG og R, þetta er svo stórt stök. Þetta er það. Og ég held að Red Dawn hafi verið fyrsta sem ég googlaði í gær. Mér myndi að verið Temple of Doom. Já, ég var á sömu blaðsíðu og þú með það. Ég held að hún hefði verið myndin sem hvernig ég myndi söguna og myndi hana ránt þá, er að hún hefði farið í að það hefði verið að það mátti ekki ákveða hvort hann ætti að vera R eða PG, þannig að þeir þurfti að búa til eitthvað til að geta hleypt fólkin í bíó. Ég held að hann bara fengi PG-stimpilinn. Já. Fólk kvartaði. En ég veit ekki hvort það er breytt í eftir og ég veit ekki hvort að, ég tjekka ekki á það eins og Blu-ray settinu mínu, hvort það myndi skoða aftan á Temple of Doom að standi PG-13. En PG-13, sem er alltaf mjög frækt rating í dag, allar þessar Marvel-myndir og allar þessar stórmyndir, þetta er allt PG-13, var búið til út af Temple of Doom. Já. Þannig að mín spurning til ykkar, fóruð þér of langt? Nei, ég held að umhverfið í kringum bíómyndir var bara allt annað. Þú veist, ég held að þetta er svolítið áhugavert, af því að ef þú myndir hleypa Temple of Doom út í dag, er hún, PG-13 myndir í ár fara ekki svona langt. Nei. Hún er alveg frekar gróf, eða svona á mörgu leiti. Þannig að þegar þú nefndir þitt moment með Raiders, þegar andlitum byrjaði að brána, já, ég átti þetta moment í mínu heimahúsi way back when með hjartanu. Það er alveg brútal. Já, en ég man bara þegar ég sá þetta, ég var bara, wow, ok. En þá er ég kannski að spyrja ykkur, ánum við fyrir pæli hvort það fara á langt. Hvernig myndir eru Indiana Jones? Er þetta barnamyndir? Er þetta fjölskyldumyndir? Hver er markkópur? Er þetta sami markkópur fyrir Star Wars? Sko, það er náttúrulega málið. Ég er alveg á því að þegar þú ert 9-10 ára, ég sé ekki að ég horfði á Temple of Doom þegar ég var 9-10 ára og ég kom svona... Og þú ert fucked up í dag. Ég er náttúrulega algjör case. Nei, þetta er svona... Það er alveg svona staður fyrir aðeins svona dekkri sögur fyrir börn. Og ég held að Temple of Doom
það ekkert í þessu sem að ég sá allavega og ég upplifði á eitthvað rosalega neikvæðan hátt að ég var með martraðar fyrir það í langan tíma. Þannig að Hvort myndi sína barnir eitthvað fyrr? Ég veit, barnlausir, en þetta barn. Hvort myndi sína barnir eitthvað fyrr? Ghostbusters eða Temple of Doom? Ghostbusters allan daginn. ég myndi ekki sína barninu mínu Ghostbusters. Hann hatar Ghostbusters. Nei, mér finnst hún bara ekki það góð. Já. Ok. Ég náttúrulega elska Ghostbusters. En þið fattir hvað við? Já. Hvað er meira skeri? Það er atrið í Ghostbusters þar sem þeir eru að tala við Bill Murray og það er sagt Bill við hann og það komst inn í myndina. Hvenær var það? Ég held að það sé ég held að það að Þú ert að ljúga? Nei, ég held að það mér gæti hafa dreymt þetta. En ég held að það sé atrið þar sem þeir segja Bill við hann og hann svarar. Varstu með einhverjum COVID-óráðu? Nei. Það toppar samt ekki mómentin sem ég er búin að senda ykkur báðum þegar þú sérð Bill Murray tjúna út af myndinni. Það er bara svona hristir hausinu. Ég elskar Ghostbusters, allavega, það er allt annað þáttur. Ég fór bara að pæli, er þetta skeri mynd, er hún of, hvað voru þeir að hugsa þegar þeir gerðu Temple of Doom? Ég veitir voru ég held að hann hafa verið ganginu skilna, George Lucas, Spielberg líka hætti að kæristu sinni, eitthvað. Já, Willy er náttúrulega leikonan Willy var. Ég er ekki ennþá svona í dag. Það getur verið. Jú, ég held það, sko. Það er svo spes saga. En þeir voru á svona dark stað og eitthvað og það var út dark mynd. En því Spielberg sagði eftir bara að við fórum að svona. Já, eins og ég veit ekki. Mér finnst öll þessi dark elements, þau eru ekki spiluð jafn grimt og þú hefðir geta gert þetta. Nei. Þú veist, náttúrulega barnaþrælkun. En þetta er ekki, þetta er ekki, þú gætir hafa gert þetta mikið dekkra. Ok, ég er actually með gott comparison fyrir þetta, því það eru myndir sem hafa komið út á síðust árum og núna er þetta að detti það að vera 20 ára gamla myndir. En þær voru PG-13 ef ég man rétt að bannaður á 12 í Íslandi og það voru Pirates myndunar. Svo Pirates 3, það er alveg, fólk er stungið í hjartað og það er verið að limlesta fólk og, en krakkar dyrka Pirates, fattar þú? Ja, það má alveg vera smá danger element í bíómyndum fyrir börn. Ég held að Temple of Doom ef þú tekur út atrið þar sem að Indy kýlir gæjan í hérna steinamölvoran og þú sért blóðsklettun eftir á, ef þú tekur það úr myndinni þú ert ennþá með hjartaatrið. Já, og að vera og svo krakkin, það sem satt fast í mér. Já. Það er hann prinsinn eða hvað þetta er. Það stingur í eitthvað svipin. Veitir hvað er það alveg? Það er svo skot, mér fannst hann fucking scary. Atrið sem satt alltaf mest í mér var þegar Willy er að setja hendinu inn í fucking pöddugrifina. Þetta er mín versta martröð. Ef ég var inn í þessu herbyggi með ykkur tveim og ég þyrfti að setja, ég væri bara strákar, þá gaman að þekka ykkur. Ég myndi ekki geta sett inn hendina mína. Vá. Takk, Gúli. Ömurlegur guð. Nei, þið myndi ekki gera það. Ég myndi vera bara, hóla, hei! En þetta er bara dæmi. Það er hversu ógeðslega að mér finnst þetta atrið. Þetta er bara... Þetta er ógeðslega atrið. Ég gæti þetta ekki. Þetta er eins og atrið Last Crusade með rottunar. Þetta er eitthvað sem mamma mín getur ekki horta. Hún ætla að hata á rottur. Já, en það er þess. Ég skal vera með 10.000 rottum fyrir eitthvað 4 pöddum. Nei, það er rámt... Rottur, þetta er svo mikið að sjúkdómum í þessu. Þú er ræsinu 4 pöddur. Þú bara, Ok, ég verðum að tala að ég sé ekki að fara að fá alvarlega sjúkdóm. Bara på ógislegt. Já, bara brett upp sokkana þína, ástu safe. Þá fær ekki mús eða rottu upp úr buxuna þína. Ok, segjum það, ég myndi núna að fylla þetta herbyggi hérna. Hvert er þessi aftur svarið? Ég myndi að fylla þetta herbyggi, við tökum bara þessar fyrstu 3 myndir. Ekki fyrstu myndir átt með slöngur. Já. Ég er með 2 meira pöddum og svo í 3 kannski aðalega svo rottur. Já. Og í 4. myndin ertu með möðurana. Já. Já, það er enda rétt. Möðurana. Ok, hvað er svo ógeðslegast? Ég myndi fylla hérna herbyggi af þessu. Hafið þessi 4-faktor, þættina? Já. Það er þess að alltaf eitthvað annarkvæmt að geta eitthvað, að setja eitthvað fucking glerbúr á þeim með... Ég meika bara ekki pöddur, sko. Mér finnst það ógeðslega. En hins vegar, þegar rottur er að príla á hlutum, eða svona hlaupa þetta er eins og, ég er ekki hrættur við mýs eða rottur, en þú veist, á staðinu sem ég var að vinna þá slapp mús inn og ég fór bara í eitthvað action mode, ég bara svona, ok, og sokkarnir upp og þú veist, og ég var bara svona tilbúið, ég var að hlusta á eftirinn og ég veit ekki hvað og hvað, og ég er ekki hrættur við þetta, því ég er með vasalus og ég er að leita henni, en þegar maður heyrir þessi kvikindi hlaupa, þú veist, mann kippist við, að því
það eins og þeir byrja að hlaupa á milljón, það ekki tilhlaup, þetta bara svona Já, bara og ég lendi einu svona í því í gamla húsinu mínu, það var stundum þegar við byggum nálega hrauninu og stundum af og til myndi mús sleppa inn, við hefum náttúrulega 2 ketti en það var einu sinni, þá fór hún inn í herbyggi mitt og ég vissi ekki af henni en það sem gerðist var, manstu eftir litla kaðlinum sem hékk niður vegginn, þetta netkapallinn í fucking húsinu, þetta var svona vír sem kom frá loftinu og niður til mín og var fyrir aftan rúmið mitt you don't know fear fyrir eftir að sér rottur dingla á henni niður í áttina þér Ok, ég verð að koma eina músasögu Ok, þetta eru komin þetta eru Tom og Jenna Mér finnst mísirinn bara svona litla sætar Mér finnst rottur alltaf ógísleri Við bjóðum í New York eins og það var að leigja herbyggi í Brooklyn og ég bjóð basically með mús í 3 mánuði og fyrsta daginn þegar ég sá hana ég var bara eitthvað í tölunni og sé bara eitthvað út undan mér Já og ég hugsaði þetta getur ekki að vera mús Nei, maður heldur þetta alltaf Já, en svo var ég bara eitthvað ég held á hann í tölunni svo sé hann líka og kíkja ykkur fataskápun þetta var alltaf eldgumil eitthvað íbúð Já, og í Brooklyn og ég ringi síðan í leigusalinn hann bara, ég leði þetta að heyra maður hann mætti til mér 1 daginn var hann í 2 tíma var að negla ykkur að lista og reyna að loka, þú veist það kemst ekki fleiri mís en það gekk ekki, þannig að pointum mitt þegar ég var búin að sofa með henni, kannski ekki með henni hljómar þetta, var ekki upp í rúmi á mér Þetta var í New York Það aðra reglur Það fannst mér alveg bara svona eitthvað oi, þetta ógeðslegt, ég get þetta ekki, þetta ógeðslegt svo bara degi 2, mér alveg sama þó ég heyri inn eitthvað fara í rusli og eitthvað svona Já, þetta bara svona óþægilt að vita en áður við höldum áfram, þá ég með bestu rottusögu allra tíma Þetta verður svona músar og rott og þetta ekki eitthvað sem kom fyrir mig Strákar, ég líka með mjög góða músasögu Vilt þú segja þína fyrst? Ertu alveg með músasögu? Já, ég var að vinna á sumarbústað þetta á Eyri, þetta er bara 20 mínúta keyrslaði eitthvað frá bænum og það var verið að stækka pleysið og við varum að vinna í gólfinu og við varum búin að taka allt gólfið upp búin að vorum að skoða bara það var að setja nýtt gólf bara og eftir við tókum gólfið upp og tókum við út alla einangrunina þá sáum við þannig bara þarna músabú þarna músabú þarna músabú þarna músabú bara út allt gólf og það er bara svona gott að blessað þar endar músasaga parturinn af þessari sögu en það er aðeins meira og þetta kvikmyndaáhugamenn þið mun hafa gaman þessu af því að þið voru búin að taka út einangrunina og öll svona óhreinindin úr þessu tóku eftir að þú setur yfirleitt plötur eða eitthvað undir bara svo, eða með ull eða einangra þá stendur þetta á ykkur gæinn sem byggði þetta hann hefði sett inn svona prentunarmót af gömlum fréttablöðum á milli bitana og einangrun stóð á því og ég sá að ein af þessum prentunarmótum var teaser fyrir Stjörnustríð mynd og þetta var æðislegt af því þetta er Star Wars póster áður en Star Wars hlutur hvernig var þetta Game Hazard mynd með Alec Guinness í aðalhlutverki og þetta er bara þau lýst þessu og það sem að Alec Guinness leiðir ungan mann í baráttu gegn illum öflum, þetta er svona vá, þetta er svona þér að auglýsa þetta með Alec Guinness Er þetta músasagan þín? Þetta er músasagan mín Ok, og læstu mig betri Þetta var góð saga Þetta var byggingarsaga Hver er músasagan þín? Svo þetta var að tala um indie Þetta verður fascinating svona timestamp á þættinum Músarpartur Þetta kom ekki fyrir mig, þetta kom fyrir gæja sem mér minnir hann heiti Michael, hann var ég þekkti hann aldrei, ég fekk bara að heyra þessa sögu frá hann því við vorum einu sinni saman að heimavist og hann var í öðru námi en ég en vinu minn var með honum í námi og hann sagði mér þessa sögu, þetta er það súrasta sem ég hef heyrt en basically hann spurði félagið minn alveg, hefur heyrt um hérna superrotturnar í London og ég bara, hvað er þetta að tala um? Þetta eru rottur en það eru á stærð við hunda og hann sýndi mynd, þetta er alveg huge þetta er til og
hann alveg, nei, ég hef ekki heyrt þetta alveg, ég hef lent í þessum kvikindum, segir hann, og þessi saga er amazing, þær myndu bara svona fara inn í húsið þitt, þær myndu bara svona koma sér fyrir og þær eru gáfaðar, þær vita alveg hvað þær eru að gera, af því þú veist aldrei hvað þær eru, af því þú heyrir ekki í þeim svona sprála eins og venjulega rottur eða mís, og hann var einu sinni bara, hann var að fara í gegnum skápana sína í eldhúsinu og svo opnar hann keksskápinu, þá einanna og hún svona horfir á hann og gargar á hann og hann skellir. Þú ert að djóka. Þetta er alvöru saga og það sem gerir þetta ennþá betra, það sem gerir þessu ennþá betri, hann sótti byssuleyfi. Þú veist að geta skota? Hann vissi aldrei hvar þar voru, eða hvenær það myndi koma. Þeir stundum voru þær inn í húsinu og stundum ekki og hann myndi bara svona sjá eina, það myndi flýja og hann var eins og bara chillandi heima á sér í stofunni með nokkrum félögum. Ofta þessi nokkra kalda og horfa á einhverja mynd, svo allt í nú sér hann inn í horninu, vittar út byssun. Þú ert að djóka? Þetta er alveg saga. Skaut hann rottu heima? Hann skaut bara út í horni, hann hitt hann ekkert. Ok, þetta er svo grilla, ég veit ekki hvað Óli sagði, fuck you. Þetta er alveg saga. I shit you not, af því þetta er einn besta saga sem ég var æfum minni. Þetta er besta leið í heiminum til þess að missa vitið. Já. Að búa með rottu. Ok, hættum þessu rugli, fyrir aftur Temple of Doom. Willi Scott. Ég hef alveg pínu þólin maður fyrir henni. Hún er, af því að hún er pirrandi, en hún leyfir að sjá aðra hliða af Indiana Jones. Og ég held að það er alveg þess virði að sjá, að hversu gott er Indiana Jones, hann er svo pirraður, hann er svo þreyttur, hann er bara svo búinn með þetta fólk í kringum sig. Hversu gott er það? Það er gott. Það er gott, og þú færð það ekki ef hún er ekki pirrandi. Var Kate Capshaw góð? Hún er rosalega góð í þessari mynd. Afleikur hún? Nei, mér finnst þetta að vera svona dæmi þar sem að þetta er rosalega, karakterin er pirrandi, já, en þetta performance, þetta er svo solid. Og hún er svona New York prinsessa eitthvað neginn, alveg svo Óli vill ekki snerta skordýrin. Eða ég. Já, þú. Þið verður báðið döður ef ég hlutan líka. Já, þannig að hún er góð. Óli, sammála. Já, að því þetta er... Fer hann eins mikið töðunar eins og hjá mörgum, það er bara ekki sem bara þóla hann ekki. Nei, að því þessi karakter er intentionally pirrandi og þetta eru... Ég veit ekki hvort það short round eigi að vera intentionally pirrandi, hann er það á köflum, en þetta eru háværi karakterar, designa er það að gera manninum bara lífið leitt aftur, að því, þetta er ævintýri sem hann alveg er ekki alveg að nenna, hvað þá með þessu lið og hann er líka bara komin einhvern út í raskat með fólki sem hann nennir ekki alveg að vera með og það er líka alveg stundur skemmtilegt, sérstaklega í svona ævintýramyndum að þetta er bara adapt to your surroundings. Er þetta nú áhugaður saga í Temple of Doom? Mér finnst hún, já, að því að hún er svo rosalega exotic. Þú byrjar hérna í, Shanghai. Síðan ferðu til, Indlands, hann fer aldrei til Bandaríkjana. Hann er aldrei umkringdur sínu fólki, hann er bara með Willy. Og öll svona, eins og við tölum hérna, dark element svona, þetta er alltaf rosalega exotic, eins og þegar þau eru að borða snákana. Þau skera snákin og það eru fleiri snákar í þessu. Þegar fá hérna frosna og apa heilana. En já, ég myndi segja það. Er vondikallin, er hann góður? Ó, já. Aha. Kalima. Hvað heitir hann? Mólaram. Mólaram. Gott nafn. En áttur, þau er klikking á þessu nafnum þessi strákar. Má ég þá segja eitt frá... Ég bara stama hérna. Þú varst að tala um aðan, ég skil ekki að fólk geti fíla reyti eða svo kannski ekki fíla Temple of Doom. Ok. Það eru svona okkur aðrið, ég hef alveg gaman að henni. Hvað ætlar að stökka á mig hérna? Með tilbúin. Þannig að þetta er stællingar. Ég hef alveg gaman að henni, því ég elska Indiana Jones, að gaman að fá annað ævintýri, mér finnst alls ekki léleg mynd. Mér finnst bara ekkert svakalega spennandi þegar hálftíma myndin er í ykkur námu. Ekki? Nei. Mér finnst það ekki svakalega spennandi, það er nummer 1, stór partur af lokaðurinn. Mér er strax skemmtilega þegar þau eru konar brúna. Jú. Það er alveg skemmtilegt, en svona eitthvað inniloka einhverju námu, allir skítur, allt eitthvað. Mér finnst það ekki eins spennandi eins og eyðimörkin í Raiders eða eitthvað. Hvernig finnst þér þegar Indiana Jones er góður aftur og gæinn aðna, vörðurinn gerir árás á hann og síðan sérðu vörðin, hann er bara kildur og hann dregst eftir jörðin í alveg 10 metra. Hvernig finnst þér það? Við ætlum að tala þegar hann fer á hjólið. Eða Nei, þegar þið byrja að frelsa krakkana. Einn af vörðunum gerir árás á Jones
og þú sérð ekki baráttuna, þú sérð gæjan bara skjótast tilbaka aftur og hann dregst, hann bara rótar og hann bara dregin eftir jörðinni einhvern veginn. Já, þú veist að tala að sér Jones byrtast í námunni og krakkar þessum horfa á hann og kemur svona hleypu vörður á hann og við sjáum að kýla hann off-screen, þetta tala það. Jú. Svo skýst hann aftur í ramman og hann svona dregst eftir jörðinni. Þetta svo gott, þetta svona... Ég elskaði það. Hetjan komin aftur strákar. Ég elskaði það. Þannig að varst að spyrja hvort ég fílaði það ekki. Ég fílaði það. Ég er að segja, því að þú varst inn að tala námuna. Já, ég fílaði það aðri. Þess að það skot. Annað, mér finnst Wonderkallin ekkert spennandi. Mér finnst Belloc skemmtilega Wonderkallin en... Þetta er veikasti indie Wonderkallin, myndi ég segja. Mér finnst það bara ekkert eftirminnilur. Mér finnst það að vera svo lítill karakter. Jú, vitum við hvað gæið þetta er, hús leikarinn? Já, leikarinn. Ég er nefnilega að spá hvort þetta sé svona þú ert bara ráðinn í jobbið af því að þú ert frá staðnum, dæmi. Af því ég veit ekki... Gæti verið. Það er eitt. Mitt persónulega take, ég er skil hvað þú ert að tala um mánuð þegar þú segir að við fáum nýtt svona nýja hlið á Jones út af hverjur í kringum hann. Mér finnst bara skemmtilegra að horfa á Marion og Salah heldur en Sjórstrand og Willi. Yes. Ég meika Willi frekar en Sjórstrand. Það? Já. Ég elskar Sjórstrand. Mér finnst að vera eitthvað eins og tala um háar, hann er eitthvað svo... Hann er með svo mikla orð. Já, burt með krakkan. Ég næði ekki að vera eitthvað börn í þessari mynd. Annað... Ég vil fá hann í næstu Indiana Jones mynd. Ég veit að þeir eru búin að taka hann upp. Ég vil að þeir fái hann aftur, leikar hann. Sem fullorðinn mann? Nei, ég vil að þeir digitally de-age hann. Auðvitað sem fullorðinn mann. Nei, ég ætla að tala. Ég ætla að vera að tala um kannski annað barn. Já, eins og Sjórstrand. Þú varst bókstaflega að tala um... Já, bara það er karakter. Já, ef hann er fullorðinn, ég til í það. Hann flottur í Everything Everywhere All at Once. Hann er rosalega... Hann er með svona... Pínu svona Harrison Ford-dæmi sem er svona effortless karisma eitthvað. Ok, annað, bara meðan ég kemur þess að punta mín í sambundu Temple of Doom. Mér finnst ekki svakalega spennandi það sem hann er eldast við. Þessi Sankara steinar þarna og hvernig hann fer í ævintýrið fannst mér ekkert svakalega spennandi. Af því ég reytist áttu með hana eins og tala um exposition-ættri, armígörðinu að tala um örkina og ég fann það bara sem áhörði. Ég til í þetta. Þetta er eitthvað sem að Indie líka alveg svona af eftir. Í Temple of Doom, hann bókstaflega dettur bara inn í ævintýri. Bara gamall kall í tjaldi sem segja hann að gera þetta. Já. Og hann bara, já, ég ætla að gera. Finnst það ekki eins spennandi? Nei, kannski ekki. Nei. Ég held að ástæðan fyrir þau eru með þessa barnafræðila, það meikar ekkit það mikið sens, það er ekkit svona sérstaklega vit í því frá, þú þarft ekki að gera það, ég held að þeir hafi gert það af því að þeir vissu að ef þetta er bara um steinana þá er rosalega erfitt að kaupa það indie fer í þetta ævintýri. Já, því það er svo líka annaðri, þeim til varnar upp og þeir reyna að byggja til ástæðu af hvernig hann fer að staða í þetta ævintýri. Hann sér síðan krakkan, kemur hann að ráandi eitthvað, sem slapp úr námunni, þá er henni tekur hann loka ákvörðunum að fara að staða. Þannig að eins og segir, það var ekki nóg af þess að steina þetta. Mér finnst rosalega spesamt að þetta er svona stærsta gaggrinni mín við Temple of Doom. Hann ætti ekki að taka Sjórstrand og Willi með sér í þetta. Nei. Hann hefði að skilja þau eftir í þorpinu. Já, aldrei að taka þau með sér. Aldrei. Það hefði náttúrulega, það er betra fyrir hann að hann hafi gert það, svona að því að hann hefði ekki komist í gegnum gildrunar. Hann hefði dáið, hann hefði reynd. Þeir hefðu náttúrulega að heila það von eða hvað er. En þetta er svona, gaur, hvað er þetta að gera? Þau eru svo ekki hæf við þetta umhverfi. En þá ég vil núna tala um svona eitthvað jákvætt, þess að ég fíla við Temple of Doom. Mér finnst brúaradrið skemmtilegt, mér finnst alveg skemmtilegt eins og þegar þeir eru eitthvað að spila í frumskóðunum og vilja hérna apeshita í kringum. Já, þeirra leðurblakkan kemur. Já, leðurblakkan og það er eitthvað slanga líka, eitthvað, alls konar eitthvað dýr í skóðunum og þeir eru eitthvað bara debata hvor er að svindla meira og eitthvað. Veist það skemmtilegt atriði? Ég elska þeir fara í höllina og einmitt er að borða allt þetta drasl, meðan það er mjög eftirminnilegt, pöttuhellirinn, þegar þau eru að rífast hvort ætlar að koma yfir í herbyggi, bara þú ert víst að fara að koma til mín, nei, þú ert að koma til mín, svo fara bara sikkur átt, leggja spæða á rúmið, býða, mér finnst það alveg skemmtilega. Yes. Þannig að það eru hlutirinn í sín fíla. Þetta er örgulega graðasta indie-myndum. Er það ekki Glasgow Við skulum tala ekki sem betur um það eftir. Það er eitt í sambandi við
leikonna sem leika mótornum sem ég fór að pæla þessi í ger. Já. Hvað Last Crusade þá? Nei, Ísast 1 og 3. Ok. Þetta á ekki við 4. Það er yngjast bara. Já. Tók eftir. Það? Já, ég með þess að googla það. Af því að málega, ég var fullorðin, þegar ég var krakki og horfa á þessu myndir, ég sá bara India bara fullorðin, Maria fullorðin, Vilji fullorðin, Indi fullorðin og eitthvað svona. Þegar þú eru krakki, þá er engin munur að vera 20 og vera 40. Já, það er engin munur. Svo alltaf maður eldra og kannski fann að pæla hans meira í þessu og við bara djókið, af því ég byrjaði að tjekka á, af því mér myndi að vera svo lítill aldursmunur milli Connery og Ford. Það er bara 12 ár. Já. Og þá fyrir ég framaldið því að tjekka á, hvað voru leikonar gamlar? Af því að Hollywood oft verið gagnrýnt fyrir bara eitthvað, oh my god, út með eitthvað middle-aged man hérna, og auðvitað hann með eitthvað tvítur í skvísu. En Marion, eða þess að Karen Allen, er ekkert mikið yngri en Ford, ég held sér 6 árum yngri kannski, cirka, svipum aldrei. Kate Capshaw er yngri, og alltaf Ford er alltaf líka hún eldri þá, þannig að mér minnir að Karen Allen hafi verið 30 og 31, Kate Capshaw 29, svo er eitthvað Last Crusade. Já. Hvað? Alls og Dúti sem leikur ljósaru frálæn. Já, Elsa, ég held þessu 23 ára. Já, meina. Sem býnir crazy hugsa út í að þeir svo báður hann. Já. Líka Connery. Og Ford er þarna held ég 47 ára. Já, það stemmer. Getur aðeins talað hvað Ford, hann er búin að eldast svo vel. Þú berð, Já. ef þú berð, eins og Sean Connery varð, þetta er svo Jude Law, hann er búin að vera fertugur hversu lengi. En hérna Sean Connery, hann er búin að vera, hefur hann einhvern tímann verið yngri en 40 ára. Connery, hann varð gamall og hann varð bara gamall. Ford, hann gætt leikið, hann gæti ekki verið ungur maður núna í mynd, en þú lítur á hann er ekki byrjaðar að detti sundur, eins og flestir gera. Það er svo stór munur á honum í Last Crusade og Kingdom of Crystal Skull. Það er þess að segja. Tölum aðeins betur um það eftir. Ok, Temple of Doom, eitthvað sem dettur meir í hug. Callbackin. Mér er alltaf fundist þau svolítið spes að því þetta er prequel-mynd, eins og mannstu það er atrið í Temple of Doom, það sem þeir eru hérna í námunni eða eitthvað, kemur gæi upp á hann með sverð og hann ætla bara að grípa byssu og skjóta hann, en svo er hann ekki með byssu. Já. Þetta er, af hverju datt hann þetta í hug þarna, því þetta er svona eins og hann ætli, eins og bara, ég skýta hann að gæja bara aftur, veist það, því hann gerir hann að svip, bara svona, ætlar að fara í byssuna, hann er ekki búin að lenda í þessu í Raiders, að því þessi mynd gerist á undan. En er þetta eitthvað sem er búin að lenda oft í? Ég hugsa þetta samt líka, já, það er callback í þetta. Þetta er svona, það er skrítið þegar prequels gera callbacks. Það meikar ekkert sens, og það er líka eins og þegar þú talaðum eins og í Star Wars, sumadurinn voru svona bara fyrir áhorfundur, en ekki karakterinn og ekki með heiminn sjálfan. Nei. En það til þess að bara 100% fyrir okkur, bara eitthvað, já, ég fyndi, þetta er alveg síðan í fyrstu myndinni. Hánum líkar ekki vandlitið þitt. Ok, Temple of Doom, eru ekki aðeins búin að ræða hana, getur ekki farið bara í Last Crusade? Ég er til að. Jú, ég held þess ekkert meira svona að segja. Ég hef rosalega mikla þolinmæði fyrir Temple of Doom. Mér finnst orðið þolinmæði rosalega skemmtilegt að nota. Finnst þú eins skemmtileg? Sko, ég geti hort á, ef ég væri að velja af upprunalegu Indiana Jones myndunum, ég myndi velja hana alveg jafn mikið og ég myndi velja Raiders eða Last Crusade. Ok, mér finnst það mjög áhvert. Ok. Því þetta er náttúrulega upprunalega, þá er þetta orðið þríleikur þegar 1989 kemur og það er alltaf svona, það er eins og fólk er alltaf að velja hver er versta myndin af þrem, en stundum það er alveg til þríleikir þar sem allar 3 myndirnar eru góðar ef ekki solid. Fellur Back to the Future út af það? Ég meina, ég elska Back to the Future 3. Back to the Future 3 er 12 betur en Back to the Future 2. Finnstu það? Já, Back to the Future 2 er rust. Nei! Ái! Þetta var alveg bara... Hún er það. Finnstu hún rust? Já, hún er rust. Þú er náttúrulega með anti-Zemeckis-mann hérna. Alveg rétt. Ok, þá Mána verður ekki boðið í Back to the Future þáttinn og ekki Ghostbusters. Ok, Last Crusade. Það er þá liðin... Munið ekki eftir atriðin í Back to the Future 2 þar sem hann er að kalla á hérna Marty en hann segir Michael J. Fox. Hættu nú.
Hann er að búa þetta til. Já, Jesús, Máni, hætta að bulla henni í mér. Hann er að gaslæta þig. Það er gaslæta mig. Ok, Last Crusade, kemur 5 árum eftir Temple of Doom, 89, sama ára Back to the Future 2 og Ghostbusters 2. Ertu stoltur af því? Já, þetta var gott ár. Þetta var brilliant. Og Batman líka. Þetta var brilliant. Máni. Ghostbusters 2. Ok, kemur 89, Last Crusade. Já, tókum sér alveg pásu þarna. Ég fílaði það að, þú veist, ég veit að Temple of Doom kemur út 3 árum eftir Raiders, en 5 ár til að búið til framhald, sérstaklega á þessum tíma, þetta er svona, þeir eru alveg að kryfja þetta núna. En vitið eitthvað af hverju voru 5 ár? Af hverju kom ekki bara önnur út 2 ára sinna? Ég held að það var bara, þeir fóru alltaf að gera sín eigin hluti aftur. Að því Lucas er náttúrulega vinnandi á Return of the Jedi er komin út þarna. Spielberg er náttúrulega að gera sitt stöf, hann er að framlaga Back to the Future myndunar og Lucas er bara, það var líka þeir voru að skoða geðveikt mikið af treatments fyrir handritum, að því þú veist, það var mjög mikið af fólki sem langaði að gera næstu Indiana Jones mynd, en það er náttúrulega til að það verið gútt er að þurfa bæði Lucas og Spielberg að vera sáttir með handritið. En kasta hann ekki á bakvið Last Crusade? Nei, það er hérna Jeffrey Bohm. Hann gerði Last Crusade. Já, skrifaði líka hérna hvað heitir hann ofta með Billy Zane? The Phantom. The Phantom. Það sem hann er klæddur eins og The Hamburglar. Það er hilarious. Hann er klæddur eins og The Phantom. Hann er sem er ringin. Ég elskar The Phantom. Ég er mikla þólum að fyrir The Phantom. Kallar Back to the Future 2 rusl. En fíla Phantom. Myndin er ömuleg. Karakterinn hef ég gaman á. Já, ok. Höfðu það á hreinu að þú varst ekki að tala um myndin. Nei, þetta er eins og Mandrake the Magician eða Flash Gordon eða The Shadow. Við elskum þetta. Shadow myndin er samt geggjuð. Ég mun deyja á þeirra hæð. Við horfðum á hana bara fyrir ekki það löngu síðan. Kannski bara einhvern tímann í fyrra í fyrsta sinn. Alec Baldwin gerði það náttúrulega bara því hann sagði nei við Batman á sínum tíma. Og þetta er svona, vá, Alec. Ekki drullu við Shadow. Ég elska þessa mynd. Hún er svo góð. The Shadow er æði. Við erum allir þar, sko. Ok, ég var bara, það er bannað að drullu við The Shadow í þessu stúdíói. Ok, var ekki þeirri mynd líka The Sun is Shining. Og þegar komið setnildan. Ég man ekki. Jú, það var eitthvað But the ice is slippery. Er þetta ekki rétt? Þetta er The Shadow. Ok. Ég held að ég fengi eitthvað svona því ég var að segja þetta En við getum við vorum að fara yfir svona old cereals og svoleiðis. Við endum svo á henni, við ætlum að taka allar Flash Gordon, allar The Phantom, við horfum á The Shadow sem kláraði þetta bara. Ég er enda að horfa á The Phantom aftur, ég fór hún í bíó sín tíma, svo var hún á Amazon Prime, það var svona gamli gullmólar, sem það fengst í svona 90s-myndir þar inni. Ég komst korter. Sko, það er fátt fyndnara í kvikmyndasögun en þegar hann birtist fyrst á hestbakinu í frumskóðunum, af því þú veist, hann er í þessum fjólubláa búning, þessum fjólubláa onesie, og þeir eru svona, þú veist, þeir halda, þú veist, er ykkur hérna með okkur, og síðan allir birtist hann á hesti. Þetta er amazing. En mér skott hvernig búningurinn hjá The Phantom felur hárlínuna, hann spil í sig eitt vel. Þetta er drastmynd. Ok, hættum svo röggli. Last Crusade kom 89. Besta Jones-myndin. Yep. Ok, þá ætlum ég að spyrja, nú er komið að þessu. Þið sögðu nefnilega í þætti 200, ég held að Mána að satta fyrst, þegar þið voru sammála. Þið voru eitthvað að hugsa eitthvað Raiders og bara eitthvað, nei, það er til betri Indiana Jones mynd og það er Last Crusade. Það er ekki allir sammála, mér finnst flestir vera á Raiders. Ok, Mána, af hverju er Last Crusade best? Því að, eins og ég sagði það á þann, mér finnst þú nota karakterinn sem Indiana Jones mikið, mikið betur. Hvernig þá? Þú veist, ég er bara að átta maður mununum á Crusade og Raiders. Ok. Af hverju setja hann fyrir ofan? Þú segir að þetta sýnir karakterinn eða nýta hann einhvern veginn betur. Er það mjög hasaratriðum? Ég meina... Eða er gaman að þetta kemistur milli hans og pappans? Já, líka sko, þú ert með eins og ef þú ert að gera Star Wars mynd, það eru hlutir sem að Star Wars heimurinn býður upp á að gera og það eru hlutir sem Star Wars myndir bara bjóða þær ekki, þú getur ekki gert þetta í Star Wars mynd. Getur ekki haft kynlýsa þetta í Star Wars mynd. Það er bara skrítið. En síðan getur þú notað máttinn og þú getur notað geislasvið og svona. Og uppáhalds karakterarnir mínir í svona fictional heimum eru þeir karakterar sem byggja mest á
á þessum skrýtnu hlutum í heiminum. Eins og hvernig Sauron virkar í Lord of the Rings. Eins og hvernig, ef þú hefur ekkert með að spila KOTOR, hefur ekki talað um KOTOR áður? Jú, en ég ekki spila. Ef þú spilar þá og spilar sérstaklega KOTOR 2, þú ert með Darth Sion, þú ert með Kreyju, þú ert með Darth Nihilus, mjög áhugaverði karakterar sem virka bara út af þessum skrýtnu svona quirks í Star Wars heiminum. Þú ert komin út í Last Crusade. Indiana Jones sem svona function af þessum heimi, mér finnst mikið áhugaverðar að sjá hann í Last Crusade af því að ef þú horfir á Raiders, hversu oft er Indy svona að díla með nasistana face to face? Ekki það oft. Hann er ævintýraatriðin, svona actionatriðin, þetta er yfirleitt hann bara að spranga sér frá staur í annan staur. Í Last Crusade, hann er bara Zeppelin-atriðið. Hversu gott er það? Hversu gott er þegar þeir eru í kastalanum og hann þarf að díla? Hann er alltaf einhvern veginn að konfronta nasistana frekar en að reyna að fela sig frá þeim. Og mér finnst það miklu áhugaverðari sjón á Indiana Jones. Mjög góð punktur. Þú svaraði spurningum minni. Yes. Óli, Last Crusade. Þú þarft að koma með annað svar. Og það ekki segja bara, ég er sammála mála. Hvað er svona gott við Last Crusade? Já, við töluðum þetta nitpick á hann að Indiana Jones í Raiders hefur lítið áhrif á söguna sjálfa. Það er ekki the case í Last Crusade, af því hann mitt fokkar upp og fer með bókina. Það gerist ekki ef þú skerðir Jones úr söguna, því hann alltaf fer, I should have mailed it to the Marx Brothers. Og það ertu líka með motherfucking Sean Connery, James Bond sjálfur, er pappi Indiana Jones. Mér finnst líka bara, persónulega, mér finnst eitthvað svo geðað til það að þú með Indiana Jones, leikina Harrison Ford, við erum búin að lofsama hann hérna í byrjun þáttarins, og með fucking River Phoenix sem hann ungur, sem Harrison Ford hann mældi með. Já, einmitt. Og svo með Sean Connery sem pappans. Þetta er solid line-up. Þetta er amazing. En já, Last Crusade er bara, hún er eins fullkomin og action-adventure mynd gerast að því þú ert með gott plot, þú ert með karakterana sem hafa allir sín áhrif á söguna, þú ert með þetta að því við erum alltaf búin að sjá Indiana Jones sem, þú veist, hann er action-hetjan og hann kemur sér út af vesinni eins mikið og hann er lamin í klessu, en það er eitthvað svo áhugavert við að sjá gæja sem venjulega hefur svona ákveðið kontról yfir fólkinni í kringu sig, þú veist, eins og með Short Round og Willy, þetta er þarna þarf hann að vera gæjin sem þarf að stjórna og hann er pappin hann og í Raiders, þetta þarf að vera gæjin sem leiðir skipið. En í Last Crusade þá ertu með hann, það er eitthvað svo gaman við það að sjá karaktera verða eins svona börn þegar þau eru í kringum einhver sem er fyrir ofan þau. Þetta er eins og við höfum talað þetta þegar við tölum Last Jedi. Luke er þessi disheveled grump og hann deflektar og þetta. Leið og Yoda kemur aftur, hann verður 17 manna. Það er eitthvað svo gaman við þetta og bara samband hans og pappan er æðislegt og ég elska þróunin á hvernig þetta allt svona byrjar að gerast eins og þegar það er call a bluff á spýtbátnum, en það er líka það er svo gaman að sjá hann leysa ráðgáttuna á bókasafninu, þegar hann fattar hérna með krossin og þetta er perfect. Mér varst það vantar svolítið í Temple of Doom. Já, fínu. Það sem er svona að leysa eitthvað gátur eða eitthvað vísbendingar og... Já, það er svo gaman að sjá hvað hann er klár. Já. En síðan allt í næstu með pappans og hann er ennþá klárari. Mér finnst líka svo ógeðslega gott bara stutt þegar þeir eru í flugvélni og Connery stútar stélinu. Já. Og shit, þeir hitt okkur maður, Af því að plaffar það í drass. Af því að hann er líka að reyna að save a face. Já. Allt og gott. Hvernig finnst ykkur Connery vera sem pappa? Er þetta besta Connery performanceið? Ég myndi að segja það. Hann er geðveikur. Hann er rosalega góður. Hann er mjög, þú bentir mér á þetta einu sinni, þetta er rosalega anti-Connery performance á marga vegu. Ég er svolítið sammála. Því hann er ekki eitthvað það Grand Authority, hann er bara gamall kall. Já, hann er bara pappi. Já. Junior! Þvílík leitilega kynna. Mér finnst líka brilljant búningur hans. Af því hann er með hann hatt. Já. Og æður er sleppt hattinum, bara sorry, það er ekki saman karakter. Nei, en það er líka eitthvað svo fyndið við það, þú veist, þú ert með action-hitun okkar Indiana Jones á þessu móturhjóli, en svo ertu með pappan síðan líðarkerfunni, en þeir eru samt alltaf að drullu og hann virkar eitthvað svo lítill. Og veit þið hvað er gott? Þú veist, Indy, hann er með svipuna sína og svipan opnar tækifæri fyrir hann til að interakta við heiminn. Pappan sem með regli. Sem hann notar. Og hann notar hana.
Mér finnst það briljant og sjá þá tvo í þessari mynd, leika saman. Mér finnst þér unni vanta, eftir að maður sér Crusade, sér þá saman, þá finnst mér vanta Connery allar hérna myndar. Já, og ég skil hvað þú varst að tala það er gaman að fá alltaf nýtt og nýtt lið, en mér finnst bara svo svakalega orkiðin saman. En þetta er líka, þetta er, ég talaði den daginn þegar ég var hérna að tala við kærustunum minna Mission Impossible myndunar. Harrison Ford og Sean Connery, þetta er screen combo sem manni hefði aldrei dottið í hug. Þetta er bara svona, þessir tveir saman, hvað er að fara að gerast? Og síðan virkar þetta bara. Svínverk. Þú veist, eins og við ræddum þetta líka hérna Mission Impossible. Þetta er Simon Pegg og Tom Cruise. Þú veist, hverjum datt þetta í hug? En virkar. En Christ, hvað virkað saman? Finnst þið samt ekki magnað? Ok, ég ætla að tala tvennt Connery varðandi aldurinn hans þegar að kemur að þessa mynd. Hann er 59 ára þarna. Elsti maður til að vera valinn Sexiest Man Alive, by the way. Það gerðist á þessu ári þegar 89? Já, þegar Harrison Ford hefur aldrei litið betur út. Valinn Sexiest Man Alive þetta ár. En, pældi því, Sean Connery í þessari mynd er yngri en Tom Cruise er núna. Eins og mánin nefndi á hann. Sean Connery var bara gamall og hann bara svona festist þar. Og var bara eins eins og í 25 ár. Mér finnst 80s vera það besta fyrir Sean Connery, þú veist. Highlander og svona. Ramirez. Hann er þetta geggjar Highlander. Nú, sorry, ég er bara ennþá líka að hugsa þessum mánu saman, eða spurði, er þetta besta Connery performance? Hann er svo geggjar samt í Untouchables líka. Hann er mjög góður í Untouchables. En það er líka svolítið Connery performance. Þetta er svona ég skil. Þú býst við þannig performance, en ég sammála. Því ef þú segir einhverjum sem hefur ekki séð Indiana Jones myndar, veit samt hver Sean Connery er, bla bla bla, ef hann horfir á Last Crusade og segir, já, Sean Connery er að leika pappa, sem maður býst við að þetta sé einhver svona hard-boiled, blue-collar. Svona Hunt for Red October karakter. Já, svona, hann er að fara Indiana Jones. Við erum að fara át Indiana Jonesan. Nei, hann er allt öðru sér karakter. Hann er bara gæða kall. Sem var bara bóka nörd. Það sem hann eldast við í þriðmyndinni, The Holy Grail. Spennandi. Já. Ég veist það. Vorum við búin að tala bestu Sean Connery söguna? Já. Ég man hvort það var áður við byrjum að taka upp, eða hvort það sé einhvern þætti. Var það ég held að sagt þetta alveg þegar við vorum ekki byrjað að taka upp. Nei, þetta er til á upptöku, þetta er einhvers staðar, þetta geti að vera í Batman þáttunum okkar þegar við vorum að tala um Michael Caine. Jú, það passar. Við erum búin að blara svo mikið. Ok, þannig að þið sem er hlusta, tjekkið bara á Batman þáttunum, Connery sagan. Þetta þarf ekki að vera lengra hérna. En hann eldist á Holy Grail í þriðmyndinni. Heila kalegin. Meira spennandi en örkin? Sankara-steininir? Mér finnst þetta já, en það gæti bara verið að því að þú ert með þetta hofarni í endanum og þú ert með svona, þú veist, hann hittir rittara frá musterisreglunni eða eitthvað svoleiðis, alveg 1490 sem hann er búin að vera að eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona annar svona töfrandi hlutur sem að er svona alveg á útlínunni á þessum heimi sem Indy fær að sjá. Já. Þannig að, já, spennandi. Mér finnst það uppáhalds hluturinn minn svona þessum sem Indy er eldast við. Og þetta er líka mun persónulegra fyrir honum, að því pappans er líka búin að vera eldast við The Holy Grail bara síðan að mann eftir honum. Bara heldingin. Mér finnst cool að það sýnt í byrjunni. Já. Þegar Indy kemur heim og hann er einmitt bara að stúdera Holy Grail þar. Já. Og hérna komum við í það sem eitthvað sem við höfum talað þegar kemur að myndum eins og Solo að Star Wars Story, eitthvað svona að vera að sýna okkur rosalega mikið af hlutum sem við þurfum ekki að vita hvaðan hluti koma. Það er hvað hann fekk öðruvísi. Já, það er að spyrja ykkur út í það. En samt svona, en þegar það er gert rétt, þá finnst mér þetta virka. Af því, hann tekur þessa svipu og reynar að slá eitthvað ljón frá sér og ef þú kannt ekki að nota svipu, þú ert alltaf að fara að fá hann í smettið. Þannig að þetta virkar sem bara svona, idiot. En þessi opnunarsena með River Phoenix finnst mér æðislega, en samt þannig og krútlegt transition þegar hann fær hattinn sinn og svona lítur upp og við klippum yfir í nútíma Indiana Jones að vera bara inn í smettið. En ræðum það aðeins, að því að byrjunadri, er þetta gott aðri? Já. Ég hefði viljað fá, að tala um að það vantar Sean Connery í allar þessar myndir, ég hefði viljað fá River Phoenix Sean Connery mynd sem gerist alveg 20 árum fyrir Raiders þess vegna.
Já, þú meina það, bara þegar Indy var mjög ungur. Já, bara, veist, ég veit að það eru The Young Indiana Jones Adventures. Get out of here. Hefur þú séð þegar Harrison Ford cameo að þið? Og hann neitaði að raka sig. Já. Er það ekki situr hann ekki bara einhvern stól og segja eitthvað sögur? Hann spilar ekki blár saxofón. Jú, hann spilar á saxofón eftir að gæðinir koma og stela þess af honum bara, what are we gonna do? They have guns. Og hann svona sest niður í hægjendastól með saxofón. Well, sometimes things just aren't the way they're supposed to be. Spilar á einhvern saxofón, blæs svo einhvern risa háværan tón, þá kemur snjóflóð og lendir á vondugæðinum, kamera fyrir aftur á Harrison Ford, but sometimes they are. Hvað er þessi sena? Þetta var skrifað í kringum það að Ford myndi vera þarna í 2 mínútur og hann vildi sitja allan tíman. Hann er líka í opnaðarsinnun á þessu. Það er að keyra einhvern jeppa. Var þetta ekki bara einn þáttur? Jú. Já. Bara síðasti þátturinn eða eitthvað. Haldið að Indiana Jones fái lepp í næstu myndinni? Af því að í Young Indiana Jones Adventures það fáum að sjá hann í framtíðinni þegar hann er gamall og þar er hann komin með lepp. Hvernig fengur að sjá þetta? Aha, sástu allan þetta? Nei. Enga veginn. En ég hef séð svona still af þessu. Það sem að þetta er einhver leikari sem Sir Richard Birmingham III eitthvað svona algjör leikari hann leik gamlan Indiana Jones já og hann var með lepp en ok, við þurfum aðeins að ræða þetta byrjun ég fíla alveg, þetta er skemmtilegt aðri River Phoenix flottur mér finnst rosalega gott dynamicið með River Phoenix og vinan það sem að River Phoenix er greinilega svona þú ert með svona hugrekkið, þú ert með swaggerinn. Þú ert ekki með neina af hæfileikunum. Nei, og náttúrulega enga reynslu. Nákvæmlega. En í þessu atrið, þetta er ekkert sem böggar með því á krakki og ég elska þetta atrið, ég elska þessa mynd. Þetta er 10 af mér þessa mynd, ég bara dýrkana. En þú veist maður, alltaf að rýna í smá hluti. Við tölum í Pirates-þættinum. Já. Þið gerum svolítið mikið grínaði að í Pirates 5 fáðu ekki sjá bara hvernig það fekk hattinn og þetta. Allt bara 10 myndum. Hvernig fekk hann 8 vitan? Býtu, hann fekk 8 vitan öðru sig. Hvað er það að gera? En í Indiana Jones í 3. myndinni, í þessu byrjunatri, það fáum að sjá hvernig hann fekk verið. Við fáum að sjá hvernig hann hræddi við slöngur. Við fáum að sjá hvernig hann fekk búningi sinn. Við fáum að sjá hvernig hann er að nota svipur. Já, þetta er allt bara okkur 20 myndum. Já. Er þetta ekki alveg mikið drasl þarna þessu í Pirates 5? Nei, ok, af því að don't make me come over there. Ég er að reyna á okkur. Af því að þetta fer aftur í það sem við tölum Raiders. Þú ert að segja sögum með þessu. Þetta er ekki, jæja, ungur Jack Sparrow, hérna er búningurinn. Þetta er, þú veist, þetta er ekki, þetta væri eins og ef Jack Sparrow, ef hann væri hræddur við slöngur. Þetta er svolítið eins og ef í byrjuninni á Pirates 5, eða hvernig sem það atriði var sýnt í myndinni, að þú sprautar hann með efni sem gerir hann hræddan að slöngum. Þú þarft að sýna mér af hvernig hann hræddur við slöngur. Ef þú ætlar að gefa honum upprunasögu fyrir örina, þú þarft að sýna mér það. Þú getur ekki látið, þú getur ekki gefið honum örið, þú þarft að sýna mér hvernig hann fékk örið. Þetta er, þú getur ekki... Þurftu að sjá hvernig hann fékk örið? Við þurftum þess ekki, en við fengum á. En þú veist hvað ég meina, það er þessi atriði, þau gerast og þetta eru contained atriði sem er að segja sögu, frekar en, jæja, hérna, þú ert Solo, ok, þá heitur hann Solo. En ég er bara að pæla, var þetta of mikið? Þurftu að sjá þetta allt í þessu atriði? Og dregur ekkert smá kartum að hann bara belli stálúkinu sinni? Frá gæjanum. Ég er rosalega gaman af þessum gæja þarna sem að... Cool? Já, þetta er svona... Mjög cool. Þetta er svona indie á undan indie. Já. Og þetta er svona, þú tapar, það stekka líka við það. Bara, nú ferð þú út í lífið þitt. Þetta er svona, hver er þessi gæi? Einmitt. Hann var fucking svalur. Og svo fór þessi gæi ekki neitt. Leikarinn? Já, þessi leikari. Þú veist, hver er þetta? Við veitum ekkert hvað hann heitir. Ég veit ekki hvað það heitir. En my god, þau fundu rétta mannin. 100%. Ógeðslega svalur. Og trúðu þið að þetta væri alveg svona, þetta er gæði sem að Indy myndi líta á sem einhvers konar fyrirmynd. Að því hann lítur að gera, hann klæði saman svo hann. Hann er náttúrulega með annars prerogative. Þessi gæði var svona Soldier of Fortune. Indy er að berjast fyrir að sitja hlutin í söfnin. Já, ég veit að þeir eru ekki nákvæmlega eins, en af því að hann er glæpamaður, þessi gæði, sem er með hattiðin og í fucking eins buxum og sami liði ekki okkar. En Indy klæði sem svo hann. Já. Samt er Indy ekki glæpamaður. Er skrítið að þessi fyrirmyndir hans? Ég meina ekki á pappan það.
Nei, þá líka hefur öðru sér hattur. Já, oi. Harrison Ford með hann bucket hatt. Christ. Ímyndu ykkur, erum að horfa hérna wallpaper í stúdíónu. Ímyndu ykkur Indy með hatt hans Connery. Það er svona blóma að garða hatt. Þetta er rosalega áhugavert samt með að þú veist, hann og pappans, þeir eru mjög ósammála hvernig hlutir eiga að vera gerðir og svona, þeir eru mjög mismunandi, ólíkir karakterar og síðan hittir Indy hennan mann bara í 10 mínútur sem er mikið líkar í honum bara sem persónu, meira svona aktiv, meira svona aðeins ævintýragæi og það er eins og gæin átti sig líka á því að hann er svona ekki að hann sé pappans en að það er þessi tenging þessi, veistu krakki þú minnir mig á mig þegar ég var lítill Já, klárlega ég meina hann gefur hann hattis það er mjög cool og það er cool líka transition sem þú segir Óli, mér er líka mjög töff að það er klift yfir að hann á þessu skipi hann er alltaf þessi sama hlut og í fyrsta atriðinu þetta er bara top notch writing og hann er lamin í framan Já Er Indiana Jones, er það töffari? Já Hvor er meira töffari? Han Solo eða Indiana Jones? Indiana Jones er svalari en Han Solo er það er eins og Han Solo sé að reyna það meira að vera cool Já, Han Solo reynir að vera cool Indiana Jones er effortlessly cool, hann er ekki að reyna það hann bræðir það Ég er sammála, ég er bara að testa ykkur sjá hvað þið segir og það er líka bara eitthvað við það þegar Harrison Ford er að leika Indiana Jones nema kontrasta við þegar hann er að leika Han Solo í Force Awakens og þegar hann er að leika Jones í Crystal Skull við höfum nefnt þetta hann er einhvern veginn yngri í Force Awakens en hann er í Crystal Skull ég veit bara ekki ræðum það spiltur og eftir það kemur því ok, hinn í kartan í þessari mynd við erum með Donovan sem var sökari svo erum við náttúrulega með Elsu við erum með Marcus ég elska Marcus enn og aftur, þú veist, þetta er svona Sean Connery, hann er pappans Indy, hann er pappans Marcus ég sendi Óla, því ég var að horfa á Last Crusade sendi Óla stutt að klippu og ég sagði þetta eru upp á brandarminn í Indiana Jones mynd þar þeir eru búin að ná Ford ná Indy og pappans þetta er í kastalunum og þeir vita að Marcus er með kortið var ekki með dagbúkina, hann var með kortið minnum mig ég maður ekki alveg jú, þeir voru búin að ná dagbúkina af þeim og hún Elsa segir, heyrðu það vantar blaðsjur og Marcus var með hennar kortið úr bókinni og Indy segir, og með svo brilliant performance hjá líka Ford, hann segir þeir eru aldrei, hann kemur eitthvað svona monolog þeir eru aldrei að ná honum, hann með tveggjata fóskot á okkur, hann kann miljón tungumál, hann er að blenda inn þeir munu aldrei finna, bla bla svo klippt yfir í Marcus hann eitthvað lappandi does anybody speak English? Mér fannst svo brilliant hann að þeir algjör auðli en mér þykir svo vænt hann mér fannst gaman að hann var næst með að hann er ekkert með í Raiders hann er með í æfintur svolítið í 3. Mér fannst það gaman og þeir fengi hann aftur í 4 hann er þarna pínu í byrjuninni, ekki? Hvað, Marcus? Jú. Er þetta ekki saman karakter? Ég er svona, að því að þið svöruðu ekkert ég svona, hann er í henni, eða ekki? Denholm Elliot leikari dó 92 Já, en það er karakter í 4. sem myndir Marcus Það átti ekki að vera sama karakter. Sem Jim Broadbent leikur? Já. Nei, þetta er ekki sama karakter. Hann líka... Marcus var það var hann nýraður í... Nei, er hann svo gaman? Ég held að leikan hafi verið 70 þegar hann leik í... nálægt 70 í hérna... Ég held að hann væri, þú veist, 40-50. Þú veist að ég verð 40 á næsta. Ég er að segja. Lít ég út eins og Marcus í Last Crusade. Nei, næsta spurning. Hann er þú veist hvernig Sean Connery var geðt gamall, geðt ungur. Já. Marcus, hann var geðt ungur þegar hann var orðinn gamall. Veistu, ég er ekki búin að horfa á Last Crusade í 2 ár kannski. Ef ég horfa á hann núna, þá mun ég vera svona, já, ok, hann er alveg greinilega 80 ára gamall. Nei, hann var ekki alveg 80 ára, ég held að hann var alveg 70. Ok, þið komum, þið slóðum alveg á læginu. Marcus, skemmtilegur karakter. Ég elska Marcus. Já, við erum saman um það, hann er skemmtilegur karakter. Hvernig veist ykkur Elsa? Hún er eitthvað double agent, svona eitthvað. Mjög, enn og aftur.
Jones stelpa sem sýnir þér allt aðra hlið á Jones af því að þær eru allar ólíkar þú fara að sjá Jones svikin Hver fyrst, þú sagði á hann eitthvað hver besta Jones stelpa? Er það hún? Elsa Af hverju er hún besta? Marion í 4. myndinni Af hverju er hún besta Jones stelpa? Ég veit ekki, ég bara gaman af henni mér fannst mjög gott að senan í endanum þegar hún að reyna að ná kaleiknum Já, ekki tegja sig eftir hún og svona ég get náð honum hún gæti ekki náð honum og síðan þegar Indy reynir það og pappan sér svona þú veist, gaur þetta er alltaf sleppt honum bara Það er sann svo gæðvegt, þetta er svo kröftuð moment í myndinni. af því að hann er búin að eldast eftir þessu allt sitt líf Ég er líka bara það að Henry segir það, þess að pappi Jones segir bara Indiana, þetta er alltaf leið, slepptu þessu bara. Já, þetta er líka fyrsta sinn sem hann kallar hann Indiana. Já, og veistu hvað er svo fallegt við það atriði? You lost kid, you don't have to like it. Já, í lokin. Já, þetta er sama og það sem gæinn sagðir í byrjunni, þetta er bara svona, það er endurinn á myndinni. En það er líka búið, öll myndin er búið að snúast hvað pappans er búin að vera heldtekinn að því að finna kærleikinn, að í loki þegar það segir að því að kannski að Indy náðunum, kannski, en hann segir bara, hey, slepptu þessu bara. Þarna líka vel hann að klálega bara son sinn, frekar en kærleikinn. Mér finnst það mjög öflugur endir. En já, hérna með Elsu, ég held að mér líka best við hana bara því að hún er meira svona, ég held hún sem, ekki beint independent, hún er bara meira svona, hún er svona eins og þarna litli ógeðslegi nasistinn í fyrstu myndinni. Það sem að hún er, Marion, hún eldir Jones inn í ævintýrið, Willy, hún er dregin af Jones í gegnum ævintýrið, Elsa, hún er að gera sinna eigin hluti. Hún er ekki aðna fyrir Jones. Já, einmitt. Já, hann er svo sjálfstæður aðeins. Yes. Mér finnst líka skemmtilegt við hana. Ég er alveg sammála, það eru upp á Jones stelpan, eða konan. Mér varst nú líka, og minningur fannst mér líka því ég sá hana bara, ég var krakki. Ég vissi aldrei alveg hvað ég hafa hana. Bara því ég var að sjá hana í fyrst skipti. Er hægt að treysta henni. Líka því Donovan segir alltaf við hana bara treystu engum. Já. Svo kom alltaf ljós að hann er alls ekki að treysta henni. En hún rýttíma sig aðeins, eða ekki í lokin, eða svona þegar hann nær dagbókina af henni í Berlín. Af því hún kallar ekki á, hún segir eitthvað all I have to do is scream, eitthvað. Hún gera ekki. Það er náttúrulega því að persónulegu sjarminn hjá Harrison Ford. Já, hún var skotin í honum. Já. Hversu gott er atriðið þegar hann hittir Hitler? Það er, mér finnst það ekki. Það er bara svona, oh crap, what the hell? Hann er eindir orðið bara. Já. Mér finnst það ekki atrið. Færst ykkur að kjánulega? Nei, mér finnst það æðislega, þetta er svona, að því að þú býst svo ekki við að þetta er atriðið, þetta er svona, en jú, þetta gerist. Þetta er að detta þetta í hug. Meina það sem bara Lucas eða Spielberg eða... Já, bara á handriðslevel, þetta er bara svona, hann hittir Hitler. En samt nær það að vera bara svona, þetta var cute moment. Mér fannst það alltaf einhvern veginn bara, já, ég trúi sér, mega sens, hann hittir Hitler. Mér finnst ekki að leikar sem leikur Hitler. Það er ekki svona líku. Ég er alveg svona, er þetta gæjan úr Falling Down? Nei, ekki Falling Down. Michael Douglas? Nei, ekki Falling Down, hérna... Downfall. Já, þetta er Untergang. Já, þetta er ekki hann. Mér varst þessi leikari líkari Hitler heldur en Bruno Ganz í Untergang. Hvað er það að fyndi manni? Nei, ég er bara svona, það er annað dæmi af þessu þar sem að hérna, crap, nú mann ég ekki, það sem þú ert með eitthvað svona bitleikara sem er að leika eitthvað karakter sem er, já, það er í Batman 89, talandum 89, það er sem að gæðin sem leikur unga jókerinn í flashbackinu sem skaut fóreldrans, hann lítur alveg eins út á jókerinn, bara beint úr bókunum, alveg mikið meira en Jack Nicholson. En er hann ekki smá líkur Nicholson? Nei, kannski er hann ekki með brosið hans svipað. Jú, mér finnst ekki, ég var alveg að kaupa þetta var svona yngri útgáfa af. En hann er meira svona, hann er byggður meira svona slendir með svona dregnari haus, hann lítur alveg eins út á jókerinn. Dregnari haus, ég elska þetta. Ég ætla að fá að endurtaka gamla takta á Star Wars-hættunum, ég þarf að fara mjög á. Nú. Ólega, maður heyrir ekki í á langa tíma, þannig að pissa. Já. Máni, við tölum bara saman aðeins. Við getum gert það. Við erum ekkert að glepa þetta. Þetta eftir að vera að geða svona vandræðalegt, við höfum eftir að vera bara svona, Mundu
Óli, að passa að læsa ekki út eins og Máni gerir síðast. Hei, fólki þarf ekki að vita það. Fólki þarf ekki að vita það. Ok, hvað getur við talað um Máni? Við talað um Jesus Christ, hann loksins farinn maður. Við talað um eitthvað allt annað en Indiana Jones. Það er þú á mig líka. Sko, Ef þú þarfst að pissa, þá klipp ég bara. ég er spáð hvort ég fer ekki að pissa þegar Óli kemur aftur, eða viltu frekar að ég fari núna? Það meina að svo getum haldið þessu gangandi bara. Já, og það er þetta bara svona, rúlar þetta svona áfram. Ok, þá þurfa Ég kláraði vatnið. Herðu, þú verður þá að ná í meira vatn, Máni. Nei. Ákvæmt ekki náðu meira vatn? Þá þarf ég að fara að pissa aftur. Jésús, með litla blöðrum maður. Viltu vera með hana? Nei, við höldum bara áfram. Ok, höldum bara fram. Við erum reynda bara að tegja þetta fyrir svona. Fólk sem að hlusta á okkur er bara eitthvað, hvað er að þessum kunnum? Klipptu það af sér. Ég ætla ekki að klippa það, höfund bara líflegt. Þetta er eins og rottusamræðan. Ok. En þú svaraði því aldrei á það. Hvað er það sem verið ógæslegast? Hvað er svo ógæslega? Sko... Slöngur, pöttur, rottur, maurar. Sko, það er rosalega spes að við tökum frá pöttur og maurar. Það er ekki það sama. Þetta er náttúrulega, sko, maurarnir, þessi maurar myndi bara kála þær. Ég maður er örgulega óþægilegast að vera með snákana. Þeir eru eitraðir, þeir geta rústaðir, þannig bara. Hvað finnst þér ógeðslegast? Þetta er kannski meira spurning um það, ekki hvað þessi er hættulegast. Hvað finnst þér svo mest svona, Örgulega skordýrin, en þetta er samt svona, ég er ekki... Ég tekja alltaf þetta pöttu ógeðmaður. Það er ógeðslegast af öllu, sko. Já, ég veit ekki. Við nýttum tíman meðan Óli fór að pissa þegar tala um hvað þessu var ógeðslegast. Ok, en höldust að það fór með leskuseit. Já. Allavega þannig að Óli missi ekki alltaf mikið úr. En það að Elsa hefði verið svikar, þegar hún tala um hana. Nú veit ég hvort þú mannst eftir þessa mynd fyrst. Komið þú óvart, er þetta gott fyrst í myndinni að hún sé svikari? Þetta er önnur mynd sem ég horfði á, svona á spólu, bara með familíunni. Og ég var svo svektur þegar hún Að hún hafi verið vond? Já. Eða þess að svikari? Já, og ég var svo svektur yfir því og ég var svo pirraður út í hana, ég var alveg persónulega reiður. Og í endanum, þegar Indiana Jones reynir að bjarginni, ég var alveg á því að hann ætti að reyna í henni. Hann ætti ekki að reyna að bjarginni. Og amma var svona, að því að hún er lifandi manneskja, hvað er þetta að segja? Og hindi er góður. Já, mér finnst líka mjög gott að hún þeir skrifuðu þessi pínu kannski svona í hotn þegar þeir voru að því að pappans veit náttúrulega að hún var svikari. Já. Hvernig vissir það? Að hann talar í svefni. Já, en hvað með okkur skrifuðu þessi í hotn? Að því að hvernig á hann að vita? Þú ert með, hvernig útskýrur það? Hvernig vissi hann það? Þú veist, ekki endilega þið skrifuðu þessi í hotn, þetta er bara svona Að þið sofu saman? Já, en ég er að segja, þetta er rosalega áhugavert að bara, hvernig veit hann það? Er þetta cheap? Er þetta talað það? Nei, ekki cheap, þetta er bara economic. Bara hvernig veit hann að hún er svikari? Hún talar í svefni. Bara svona, ok, svarar öllum spurningunum. En það gera það? Gera það? Óli, þú ert góðan aftur. Má alltaf fara að klósta núna? Ég skal fara í klóstið núna. Að það var klósettið. Herru, náði mér að vatn, ekki læsað úti. Settu slökkundæki fyrir hurna. Þau þurfi ekki að vita. Við ætlum ekki að klippa neitt, Óli. Við ætlum bara að halda þessu gangandi eins og við gerum í Star Wars. Þetta er kannski verið svona nýtt þeng núna. Þau tóku langa þætti, þá var það close-up-pásur. Elsa í myndinni, hún tala um það í Máni. Já. Að hún sé svikari. Kom það óvart. Er þetta gott fyrst? Já, ég meina ég náttúrulega sé það ekki koma fyrst þegar ég sé þáttina því ég náttúrulega bara krakki þegar ég sé þessa þetta, þannig að maður þessa þætti, þegar ég sé þessa myndir þannig að maður svona alveg, crap en það er eitthvað, það er gaman að sjá Jones svikin þarna sérstaklega af manneski sem hann myndi ekki búast við, af því venjulega í svona action-adventure myndum þá er það, þú veist, ef það er svikar þá er það oftar en ekki, þú veist, kall. Já. En þarna býst maður ekki við að elsku ég sé það, en hún er samt með þetta, þú veist, leikorun sem leikoruna, hún er með svona svolítið hart andlit, þannig að þetta er svona, og þú þarft einhvern sem er með svona sterkt andlit, þannig að þú kaupir svona svikráðin, af því, þú veist, hún er ekki ofsaklaus, hún er alveg svona smá nagli í sér. Það er eitthvað við hana sem er svona... Hún er töffari. Já, hún er það. Mér finnst líka svolítið skemmtilegt í atinu þegar það kemur ljós að hún sé svikari. Mér finnst mjög skemmtilegt að pappin er bara, hún er ein af þeim, og hann segir það bara. Ef hann er hlustað á hann... Einmitt, en þetta er að því þeir skilji ekki konan hann ennþá. Þeir hafa bara verið í þannig sambandi sem feðgar.
Og líka bara litlu sem engu sambandi í 20 ára eða Einmitt. How did you know she was a Nazi? She talks in her sleep. En svo er alveg pínu grillað. Sérstaklega þegar ég fór að tjekka hvað hún gömul Einmitt. kona. Ég held að hann er 23 ára þegar hún leikir Last Crusade. Einmitt. Þeir eru eitthvað báðir að tala um eitthvað. Hann segir mér þess að Indy segir þegar þeir eru í loftbælnum hana. Já. Ég held mér þess að segi that's not the only thing we've shared. Já. Og þá er alltaf, þetta er eitthvað svo grillað. Og Connery, þú veist, 60, Einmitt. hinn 47. Já, en ég menna, þetta er sexiest man alive, Sean Connery. Þannig að Já, þú meina að hann geta alveg náð sér ykkur á 23 ára. maður veit aldrei. Öðruglega. Mér finnst bara svo fyndið eitthvað svona, þegar maður, eins og ég segi, maður er fullarinn, er að horfa svona myndir aftur, Já, horfa þetta öðruvísi. maður fer að spá út í þetta, þú veist, eins og þarna gamla Avengers myndin frá 1998 eða eitthvað, hefur heyrst um hana? Með Uma Thurman og Já. hana. Já, með hérna Ray Fiennes og Catherine Zeta-Jones. Þú veist, Catherine Zeta-Jones og Connery voru parið í þeirri mynd og þú veist, og hvað er hann? 1000? Nei, þú ert að tala með Entrapment. Entrapment. Já, Avengers var Uma Thurman. Það var Uma Thurman og Ray Fiennes. Já, oh my god, það er rétt hjá þér. Já, Entrapment myndina. Já, Entrapment, hvað er ég að tala? En já, en þú veist, hvað er hann gammal í þeirri mynd? Ok, og hann er Catherine Zeta-Jones. Ok, hann er reynda nokkuð gammal. En það er við það sem ég er að segja, því að Hollywood er þekkt fyrir þetta. Að það er alltaf eitthvað kall. Og hann er oftast í svona eldri kantinum, Já. kannski í 50 blues, og hann er alltaf með eitthvað skvísu sem er ekki nálagt honum í allt. Nei, þú veist líka ef hún er 23 og Ford er 47, það er alveg sinnum 2 hann. Já, ég er að segja, þú veist, hann getur auðvitað verið pabbennar, Já. og þá ætti, allan samkvæmt myndinni, þá ætti Connery geta verið af hennar. Já. En það er líka alveg, mér minnir að Connery, nei, að Ford segja það mitt, bara hvað, þú veist, eins og þú ert nóg galt til svona af hennar. Já. Fucked up, Já, pínu fucked up, og það er eitthvað eins og hann tala um að mánu eitthvað að Temple of Doom væri graðasta myndin. Já. Það þendur með feðga sem Já. sofa báðir hjá sömu Já, konunni. líka bara þegar þau bara byrja að bara svona going at it í þarna svítunni, þú veist, hún er að fer í eirun á honum eitthvað og maður er bara svona, Jesus, það er hitt í kólunum hann, sko. Já, og hún kolfellur fyrir Indiana. Er ekki þriðamyndin, er það ekki fyrst skipt sem við fáum að heyra það að, er það ekki rétt með mér? Að hann heitir hún ekki Indiana. Jú, þar fáum við hérna, að því náttúrulega í byrjunarmyndinu þá fáum við að sjá hvað hann fær örið og hattinn og ótta við snákana, en allt svona sýnt svona, en hvaða nafni kemur hann alltaf bara að spila sem brandari, sem er æðislegu brandari, að því þú veist, hann alltaf heitir Henry Jones, Dr. Henry Jones, Já, kallaður Indiana. Já. Henry Jones Jr. og síðan bara, we named the dog Indiana. En svo alltaf fyndi líka því að hundun hans George Lucas, Já, er ekki Indiana Jones skýrir höfu honum? Hitt hann ekki Indiana? jöp. Já, og það fyndi að það sé lína í myndinni. Já, þetta er svona svolítið metta, ég veit bara um eitt annað svona dæmi, en það er aðeins meira obskjúr, en það kemur úr hérna Dragon Ball, af því karakterir úr Dragon Ball eru venjulega nefndir eftir mat, þú veist, eins og Goku heitir Kakarot, þú veist, Carrot, Vegeta, Vegetables, eitthvað svona, karakter sem heitir Beerus, sem er bjór, Beerus, en sem sagt, í Dragon Ball þá er Beerus the God of Destruction, hann getur samt eyðilagt heiminn hvenær sem hann vill, ef hann er þreyttur á einhverju universi þá getur hann bara sprengt hann. Þetta er með metta því Akira Toriyama, gæði sem skrifar Dragon Ball, byggði Beerus á kettinum sínum, að því kötturinn hans var alltaf að sulla kaffinas yfir Dragon Ball handritin, sem kötturinn sem er alltaf að rústa þessum heimi. Heit kötturinn Beerus og hann skýrir karakterinn? Já. Ok, þetta er meira obskjúr. Þetta er samt svo metta að því kötturinn, svona sfinksköttur í þessum heimi sem getur eitt universunu þegar hann vill, er nefndur eftir ketti sem var alltaf að sulla kaffi yfir handrit. Dragon Ball handriti. En nafnið þessi Indiana, hann alltaf kallaði Indy. Er leiðilegt, þetta skiptir alltaf engum máli, ég bara pæli þessu, að hann heiti ekki Indiana? Nei, ég meina, þetta er bara nickname. Að því að því hann er alltaf kallaður Indy eða Indiana af einhverjum, en við vitum samt að það er gefið information að hann heitir Henry Jones. Er það gefið fyrir þriðu? Ég held það, hvort þegar hann sjá nametagga Dr. Henry Jones, hann er allavega kynntur, við vitum, en maður veit ekki hvaðan Indiana nafnið sjálft kemur. Þannig að... Nei, mér mynd alltaf að það aldrei kemur Máni hérna inn með ískalt vatn. He's back, the man behind the mask.
Þú þarf ekki að taka valega. Máni, nafnið hans Indiana, Já. að því hann heitir, það kemur ljós í Last Crusade, og ég og Ólafur nokkuð vissum það þessi í fyrsta skipti, að hann heitir ekki Indiana. Nei, Hann heitir Henry. þetta er Henry. Henry Jones Jr. Er það leiðilegt? Hefur vilja hann heita bara Indiana? Hefur eitthvað pælt í? Sko, það er rosalega skrítið að hann tekur nafnið frá hundunum sínum. alveg verulega spes. Já. En Hefur eitthvað pælt í? Þetta ángra mig ekki, en þetta er svolítið svona ég held að þetta sé pínu ónauðsynlegt. Það er það sem versta sem ég get sagt. Þetta er pínu ónæðis, en það er líka hægt að ímynda sér að því gæinn er alltaf að sprála heiminn. Hvað það kom upp incident þar sem hann vantaði gerfinafn og sagði bara Indiana? Þú getur kannski séð þetta því að pappan seti líka Henry. Já. Ekki? Henry Jones Sr. Jú, það er eitthvað sama. Það sem þetta er svona, mér líkar ekki sérstaklega vel við pappa minn, vill ég nota sama nafn og hann, það getur ímyndað að hann kannski, þetta nafn opnar kannski einhverjar hurðir fyrir hann, just Henry Jones, og hann vill ekki endilega fá þær hurðir opnar, hann vill búa til sína eigin slóð í heiminum þegar hann er ungur. Ætli þetta hafi verið svona afterthought hjá Lucas og Spielberg. Ætli þetta hafi alltaf verið, ætli hann hafi alltaf heitið Henry. Skilja hvað er að fara, eða var þetta eitthvað svona, það er skemmtilegt ef hann er bara kallaði Junior í myndinni og hann heitir Henry líka. Ég held að þetta hafi ekki verið planað, ég held að þetta hafi verið bara, þetta er bara skemmtilegt aðrið, við erum að loka sögunni. Það er pæli að ef þessar myndir hétu bara hetjan væri Henry Jones. Já. Það hefur ekki sama úmf. Það er ekki sama úmf, en Henry Jones er ekkert slæmt nafn. Það er ekkert slæmt nafn, en er það spennandi? Indiana Jones. Það er mjög svona Er Indiana Jones spennandi samt? Þú veist með Diana í nafninu. Indiana. En Indiana. Mér finnst Indiana Jones geðveikt nafn. Er það að því að nafnið er gott, eða er það að því að Nafnið er gott. Ok, en þetta lítur út eins og, þú veist, ég horfa á þetta núna, þetta er svona eins og maður er að lesa sirpur, þú veist, Indiana Guffi eða eitthvað svona. Þetta er pínu svona silly. Og ég er að spá hvort það sé ekki bara því að myndirnar eru góðar að nafnið er með svona umf. Já, ég skil, það verður sjálfkrafa góðar. Gæti verið. Ok, ein spurning í samfélagi Last Crusade, það er svo spennt að vera Kingdom of Crystal Skull. Ein spurning við Last Crusade. Ef við berum hann saman við Raiders, og því sem segir oftast velur fólk hann okkur Raiders, eða Last Crusade sem svona sína upp á Jones-mynd, það er aðeins meiri húmor í Last Crusade, erum við saman á það? Já. Er það of mikið? Nei, sko... Er þetta kjánalegt? Ég held ekki. Ég held að munurinn á Raiders og Last Crusade, ef þú spyrir svona flest fólki sem fíla Raiders meira, ég held að þau hafi meira gaman af Indiana Jones töffaranum. Fólk sem fílar Last Crusade meira, annað, þau náttúrulega hafa betri smekk, en þau hafa kannski meiri áhuga á Indiana Jones karakternum. Sem maður. Ok. Óli, ertu sammála þessu? Ég er mjög sammála, sko. Var Mána að skjóta á heilan aðdáendahóp og segið fíla bara Raiders af því hann er töffari? Nei, ekki bara því hann er töffari. Hann er alltaf, það er meira í gangi, en hann er tölvört meiri töffari í Raiders en í Last Crusade. Já, 100%. 100%. En í þessum þremyndum, að því ánum fyrir mig Crystal Skull, að því minnst ekki að við hana. Er Ford solid sem performer í þessum þremyndum? Á hann eitthvað svona dip? Finnst þið hann ábændi lélir í Doom? Er hann ekki nógu góður í comic-dótun í þriðju? Eða er hann solid bara í öllum þremyndum? Harrison Ford er drullu fyndin maður, hvað er það? Já, ég er bara að spyrja. Ég held að, ég sé ekkert dip, ég held að, þú veist, hann er alltaf að leika aðeins öðru sig Indiana Jones. Mætti hann í vinnuna? Hann mætti í Í vinnuna. öll skiptin? Öll þrjú skiptin? Öll fjögur skiptin. Öll þrjú skiptin? Nei, öll fjögur skiptin, af því að hann leikur tvo Indiana Jones í Temple of Doom. Hann leikur góða Indiana Jones og síðan leikur hann vond Indiana Jones þegar það er búið að taka yfir honum. En það er alveg solid performance. Já, ekki fatta hvað þeim, það er bara að finna það. Ég held að voru að tala um fjóra myndina. Já. Ok, ég er sammála. Æðislega, Ford er geggjaður í þessum þremyndum. Crusade endar á þrautum. Hvernig fíluðu það? Þetta leysi okkur að 3 þrautir. Sko. Þetta er fyrirgefn, svolítið andstæðan fyrst mér við endan og Raiders, þar sem hann er bundið við staur. Já. En í Crusade, þá búið að senda fleiri menn inn og undan honum. Þeir gátu þetta ekki. Crusade endar þar sem að Raiders byrjaði.
í rauninni. Byrjar á þrautum, endar á þrautum. Mér finnst fyrsta þrautin, hann með sagablöðunum, mér finnst það var algjört kjaftaði. En Akkur finnst það algjört kjaftaði. þetta mikið ekkert sens, og þú þarfst að fara á hnén fyrir guðiðinu með eitthvað svoleiðis, þetta er svona what? Við veist hvað bugga mig við þessu þraut. Hvað? Af því það hann bara eitthvað, kneel, eitthvað, before your God, kneel, kneel, og það fattar hann beigja sig, en hann ger ekki bara það. Nei, það verður að rúlla áfram. Það verður að rúlla áfram. Þannig að það kemur eitt svona sagablað, ok, ef það er bara verið það, Já. ok, en það kemur annað. Yeah. Hann fyrir eitthvað svona kottnís yfir, meðan það er svona skrítið. Er Guð að biðja um það? Þú voru að gera eitthvað leikumisæfingar. Ég elska Brúna. Þegar hann að take a leap of faith, ég man aftur þegar ég var krakka að horfa á þetta svona, bara heilin minn spraknast, ég bara getur gert þetta í bíós, what? Brúin var ósynnileg. Já. En hún er ekki ósynnileg. En fóru ekki fyrir líka að hann þurfti að stafa nafn Guðs og hann bara, Ég hef að gleyma það. alveg rétt, það var þraut 2. Ég hef þurft að gera því svo mörgum tölvuleikum í gegnum árið, hoppa á þetta. En jú, mér fannst líka rosalega gott að enn aftur þegar ég var krakki að sjá þetta er svona, nei, býtu, að því að Jesús í upprannalegu latínunni byrjar á í. Þetta er svona, ok. En mér finnst það cool svona, svona twist í atriðinu. Því þetta er, þrautarnar eru náttúrulega bara fyrir fólk sem er svona historians fyrir þetta, þannig að þetta actually verðlaunaði þeim, eins og þetta með Jesús. Já, ég meina að þú ætlar að leysa þess að þraut, ekki tala um það. Jú, því þetta sýnir bara aftur hvað Jones er klár. Mér finnst líka æðislegt þegar hann hittir riddarann og riddarann svona, hvernig klæðist þú? Hvað skrýtnir brynja er þetta? Já, bara, þú er búin að vera í 700 ár. Mér finnst æðislegt þegar riddarinn stendur upp með sverðið og það er alltaf þungt fyrir hann. Já, svo getum við getum ekki pælt mikið í því atriði að hann sé bara að vera að því, hvað gerða það? Hann mátti ekkert fara út. Hann var bara chillan, hvað er þetta? Pældu því hversu, kannski einu sinni á 100 ára fresti kemur eitthvað reynir þetta og það er svona, oh my god, hvað er ég að fara að segja? Hvað er ég að fara að gera? Svo reynir eitthvað slást um Jones. Allavega, svo í lokin þá kemur Donovan inn og Elsa og hann þarf að velja greil. Mér finnst... Er það skemmtilegt? Sáðu við hvernig þau fóru fram hjá sagablöðunum? Var slökkt á öllum þrautunum? Já, lega hann fór í gegn, þá voru þau bara frosin. Já, ok. Ok. En það aðrið, það er að velja, það er unni síðasta þrautin, þú er að velja réttan Galeg. Skemmtilegt. Já, líka svo tense, skotni pappans. Já, það taking time bomb í rauninni í þessu aðrið, hann þarf að drefa sig, hann þarf að ná í réttan Galeg og Elsa svígur hann, Donovan. En var ekki pínu fyndi, ég fór að pæla sig, ég var að horfa þessu mynd og þess að horfði ég bara í gær. Donovan er helviti fljótu bara, Elsa bara réttur þetta. Já. Þú ert með 30 eitthvað bekara og riddarinn er búin að vara við. Já. Bara ef þú velur rangan, þú ert fucked. Já. Og Elsa ekki bara, það er þessi hérna. Og Donovan er bara, já. Þú veist, bara strax. Vilt ekki aðeins slaka og líti kringu það, því hún var alveg sama hótt að Henry sé að deyja. Hann er ekki smikið að drífa sig. Er ég nitpicking? Mér fannst það bara fyndið. Ég get séð betra atriði þar sem hann reynir að taka fleiri og riddarinn gerir eitthvað til að stoppa það. Já, einmitt, eitthvað svo leiðis. Já, ég get séð brúin yfir hrínur eða eitthvað þannig, bara það sem að nei, þú fokkaði sjálfu þér upp, frekar en að þetta vatn er svo gott og ég var að fá vatnið. What? En hann bjargar... Ég hef aldrei pælt í þess að þú sagðir þetta núna. Nei, mér fannst það bara svo fyndið bara, hann er rosa fljótu bara samtíka. Elsa var alltaf platan, en af því þetta er bara líf og dauða. Einmitt. Hugsa í 2 mínútur. Já. Ekki bara, já, þetta er geggjað og hann líka deyr eitthvað, breytist í eitthvað, eldist hratt og útdrast. En myndin endar því að þeir ríða hana, sjálfsöndri. Mér er svo perfect endir og fyrir mig þá finnst mér, fyrir mig persóna, ég hef viljað sjá Indiana Jones enda þarna. Já, þetta er eins, þú veist, ef þú ætlar að enda action-adventure, serial, 3-leg, whatever, bara Ride into the Sunset. Já. Þetta er bara, þetta er classic. Ok. Ekki sammála, Móni? Ég hef rosalega þolinmæði, eins og ég segi oft í þessum þætti.
Ég hefði alveg verið til í 2-3 Indiana Jones myndir í viðbót frá þessum tímapunkti. Þegar þetta Er það kannski in the 90s þá? Já, þegar Harrison Ford er ekki 80 ára. Já, mitt. Hann er sem bara 60 eða eitthvað í Kingdom of the Crystal Skull. 66. Er hann, ég held að hann verið 62 eða? Já, var hann ekki 8 í ár? 8 Var hann ekki 8 í ár? Jú. Þannig að Þetta 42. Kall? Og þetta er ekki að því ég er svo klára að muna allt svona. Ég tjekkaði um dag þess að ég var forvitin að vita hvað hann hefur verið gamall. Já. En þá er hann 7 árum eldri en Connery var í Last Crusade. Í Kingdom of Crystal Skull. Ef ekki fara þessi hann bara? Einn punktur Last Crusade sem ég langar að minnast á. Mér finnst svo fallegt að þú ert með einn karakter sem er hann að riddarinn. Hann er búin að vera að venda The Grail allt sitt líf og þú ert með annar mann, Henry Jones Sr., Sean Connery, einhver sem er búin að vera eldast við þetta alla sín ævi og bara þetta one last look, bara þegar það horfa á hvernig og tónlistin kemur, þetta er bara svona, vá, hvað þetta er fallegt. Þetta er ekki, ég er sammálaður. Þetta er stutt, skot eitthvað með. Já, þetta er svo góðu kapper á sögunum hjá þeim báðum. Já. Þannig að, já. Brilliant. Kingdom of Crystal Skull. Hún er rosalega góð, alveg þar til hann byrjar að tala við CIA-mennina eftir kjartungusbreykina. Ok, fórst það. Máni alltaf bara strax að koma okkur að sleggju. Ok, ánum fyrir mig hana. Það var alltaf langt bil. Last Crusade 89, hinn 2008. Ég var svo spenntur fyrir Crystal Skull að ég hugsaði með, vá, fucking Indiana Jones. Og ég hef sagt það í podcastun áður að ég djókaði með það að ég held ég að sagt í podcastunni. Ég held þú sagðir þetta með þess að við okkur eitthvað tímann. Mér ámarið þú hefur sagt okkur eitthvað Indiana Jones 4. Ok, þetta er ekki beint saga. Þetta er bara, ég djókaði vinum mínum, ég sagði bara, vitið það, ef ég fæði að sjá bara Indy með hattinn og svipuna, sveiflinni, bara í 2 tíma, þá er ég sáttur. Fatti ég. Svo sá ég 4. Skiljið. Þannig að það var ekki alveg nóg fyrir mig. Ok, förum aðeins gegnum þetta. Þú segir Mána að hún er, ef þú vilt geta, sko. Það fyrstu 25 minnur er góða? Já, sko, þú getur ekki gert þennan Indiana Jones aftur. Hann er orðin, Ford er of gamall, hann gerir ennþá öll sín einn stunts, eða ekki? Nei, Vic Armstrong gerir stuntina þarna. En þetta er ennþá hann í búningnum, hann er að gera þetta. Þú getur ekki gert hann af svona ungum svab action hetju. Þú þarft að gera hann aðeins eldri. En átti þá ekki bara sleppis? Viljið þið sjá gamlan Indiana Jones? Já, ef þú ert að fara að gera, það er eitt að spyrja hvort þú viljið sleppis. Það er annað að segja, þeir eru að fara að gera þetta, hvað er besta leiðin til að gera þetta? Ég held að fyrsti hálftíminn eða svo er rétta leiðin til að gera þetta. Að hann er aðeins meira svona, hann er aðeins lélegri í öllu. En hann er samt að reyna, eins og þannig að þegar hann er að sveifla sér í bílnum hann í skemmunni og það var ekki nógu fljótur. Já, klúraði. Hann lenti á öðrum staðan og ætlaði. Ég bara líka hugsa, bara þessi grunn hugmynd, bursið frá því hvort að Hollywood ætla að gera aðra Indiana Jones mynd eða eitthvað, bara fyrir ykkur persónulega þegar þið hugsuðu Indiana Jones. Af því að við byrjum bara saman við James Bond. Já. Nú var fullt að leikunum leiki hann. Er það mögulega skárri leið að ríkasta, halda basically bara Indiana Jones, alltaf, hann er bara fertur eða eitthvað, versus að hann er að eldast. Viljið þið sjá, finnst ykkur að spennandi að horfa á þennan karakter sem gamlan mann? Ég vil allavega ekki sjá hann ríkastið, trú. Nei, en svo tölum við aðeins það. Manstu alltaf þetta hæp í kringum að Spielberg sagði þetta með sér sjálfur að fá Chris Pratt að leika Jones og mér finnst þetta svo rosalega áhugavert að því að síðan, 2 árum seinna eða eitthvað, þá var verið að heiðra Harrison Ford eða eitthvað þannig og hann sagði, Harrison Ford, hann er sko minn Indiana Jones og engin annar getur tekið af honum. Þetta er svona, hvað gerist það bak við tjöldin á milli ykkar? Þú skiptir svo gjörsamlega skoðun. Já, ég held, hann sagði Pratt, ég las eitthvað bara daginn, þá held ég hann hafi sagt að Ford hafi sagt bara, ég er Indiana Jones. Þegar ég dey, þá deyr Indiana Jones. Já. Og Pratt er bara, ok. Var það ekki Han Solo spurningin, það sem er svona, já, hvor fílar er meira, Han Solo eða Indiana Jones? Þú sér það þeir endurkastuðu Han Solo. Þeir mun aldrei gera það af Indiana Jones. Nei. Heldur hann hafa eitthvað power? Hvað er það? Ford, nei, hann ánáttúrulega ekki í karakternum, en ég held að þú getur ekki gert það meðan hann er lifandi, hann vill það ekki og ég held að það lítur rosalega illa út fyrir alla í kringum myndina ef Ford deyr og 5 árum setna svona
Indiana Jones, reboot, við erum að fara að gera nýjar Indiana Jones myndir og við erum að fara að fá Ezra Miller til að leika En af hverju sættu okkur við nýjan James Bond, nýjan Batman? Ég held að það sé bara því að Hver munurinn? Fyrir utan það, við erum alltaf bara vöndi að Ford sé Indiana. að því að þeir, Batman og James Bond, þetta eru karakterar áður en leikararnir eru tengdir þeim. Indiana Jones er fættur leið og Harrison Ford setti fedorun á. Já, Indiana Jones var ekki til fyrir hann að Ford leikan. Já, mjög góð punktur. Það er að þetta hérna er Timothy Dalton tekið á James Bond, hérna er Robert Pattinson tekið á Batman. Þetta er established karakter sem er hægt að leika sig með og það er hægt að gera sínar eigin útgáfur af honum. Það er bara einn Harrison Ford, baby. Þetta er mjög góð punktur. Ég hafði ekki hugsað um þannig að þetta er alltaf mikil saga á bakvið James Bond, Batman áður en að Connery leika Bond eða Keaton leik Batman eða Adam West eða eitthvað. Það er alveg góð punktur. Þannig þið myndi ekki vel að sjá Chris Pratt með hattinn og svipuna. Af hverju ekki bara gera sprawling actionmyndir? Indiana Jones var gerður af því þeir fengi ekki James Bond. Hvað með að gera nýjan karakter af því að þú getur ekki fengið Indiana Jones? Sammála? Ok, Kingdom of the Crystal Skull. Óli, er þetta góð mynd? Ég er mjög sammála Mána á þann hátt að þetta er mjög góð mynd þangað til að CIA kjaftaði kemurinn. Hvað er að tala? Er að tala þegar þeir eru að yfir hann að það? Já, myndin, hún hættir að vera góð eftir atómsprengjuna. Eftir það aðri, þá dettur myndin svolítið niður. Konceptið á bakvið hana, svona conceptually, þá finnst mér þetta ennþá rosalega, þessi saga er rosalega góð, þú þarf bara að segja hana betur. Já. Það, fyrsta lagi bara það, þú tekur út nasistana og setur sovjetmenn inn í staðinn. Ok, það virkar. Þú er komin í the 60s, þú getur ekki lengur verið með heilaða kaligin, nú ertu komin með geimverur. Ok, það virkar. Æðislegt náttúrulega silhouettið af Indiana Jones horfandi á kjarnorkusprengjuna. Geðveikt skot. Það er svo, þetta er líka svo, bara já, þetta er myndin. Indiana Jones er komin inn í þennan nýja heim. Æðislegt. Hvað klikkar síðan? Hvað klikkar? Handritið, hefur þú lesið uppræðanlega handritið? Nei, var þetta ekki frá, er það ekki Scott Derrickson? Nei, það var hérna Frank Darabont. Frank Darabont skrifaði handrit. Fór þið ekki gera nokkra? Ég man þegar þið voru að krakka þetta. Búa til nýja indie-mynd. Frank Darabont handritið er betra. Er það líka Crystal Skull? Er það geimverið út líka? Er það ekki? Jú. Ég hef lesið það, en það eru 10 ár síðan. Ég man, það endar á því, er það ekki Marcus eða eitthvað sem er þarna, nei það er Salla held ég, sem er þarna, hann segir fyrir myndinni hérna, when I was young, adventure had a name, og síðan í endanum á myndinni, það er hérna kveðja Indiana Jones, adventure still has a name, adventure still has a name, og þetta er svo corny, en þetta er svona, þetta hittir að þetta er Indiana Jones. Og svo líka karakterinn hann Sean Connery var ennþá í því handriti. Já, ég heldur hérna... Þeir voru alltaf að bíða eftir að Connery myndi segja, þeir voru vonast þess að hann kemur í retirement fyrir þessu. Já, og þetta er svona, Connery, þú hefur þetta að gera, akkur gerir það ekki. Ég veit þú að sprendur á League of Extraordinary Gentlemen. League of Extraordinary Gentlemen er ekki svona það léleg. Ég sé fullt að mynda svo léleg en hún er ekki góð samt. Hún er ekki góð, en hún er svona, þú séð actionmyndir frá 2000 til 2005, hún ætla að koma 2002 eða 2003. Þetta er svona, þetta er mikið betra en næstu í allar actionmyndir, bara á því að settin eru áhugaverðari. Þetta er svona mikið, það er mikið meira að horfa á þarna. Og Richard Roxburgh er í henni. Ég elska Richard Roxburgh. Ég er ekki með svona æðslur. Rick Rox. En já, hérna... Ég bara pæla þess að þið tala um að hún hrýnur svolítið, af því að nú horfði ég aftur á hana. Ég fíla byrjunadrið, mér er gaman að byrjunadrið gerist í Area 51 í rauninni, skemmunni. Ég elska þeir Indiana Jones og hérna Ishaya er á móturhjólinu og móturlum grísirunum. Það er fínt aðrið. Já, eins og ég segi. Fínt aðrið. Hann er orðinn eldri, hann er ekki jafn hæfur og hann var, en hann er ennþá Indiana Jones. Já. Hvað fórðan enn þessu? Allan í byrjuninni. Já. Mér finnst það bara reitt aðrið sem mynd, þess að ég bara og þetta er eitthvað sem kom aldrei fyrir mig þegar ég var að hóra hína 3 ár. Og ég dýrka Ford, mér finnst það æðislega leikari gert fullt af flottum myndum þegar hann hitti Marion í 4. Hann gerði eitthvað svona klaufa, svona kjánan eitthvað, Marion. Ég var bara, oh my god, þetta er
Þetta er sæðilegt. Mér Þetta er svo finnst illa leikið. mér finnst rosalega vont atrið þegar hann er í kvikasandinu og þau eru kasta til hann snák Já. og þetta er svona, ekki kalla þetta snák, kalla þetta reipi. Þetta er svona, Umöðlegt. strákar, hvað er það að gera? Af hverju byrjar hann að treysta CIA double-crossing gæjanum hann? Af hverju byrjar hann að treysta hann? Ég þoldi það ekki. Af hverju skýtur Að hann þetta er ekki bara? liðið handrit. Já, en ég held nefnilega að, eins og ég segi, byrjunin, alveg að atómsprengjunni, gott. Fólk kvartaði mikið, hvernig lifði hann af atómsprengju í ískáp? Temple of Doom, hann datt niður 2000 metra og hann var í uppblásnum björgunarbát og hann lenti á fjalli. En það er svo fyndið við það, þessi mynd var gagnrýnt svo svakalega fyrir það. Ég maður þegar ég sá Kristaskól, þá var ekki að fyrst ég hugsa þetta myndina eitthvað, við vorum svona ótrúlega að liða á kjarnorkusprengjuna. Já. En það er eitt svona, eitthvað insert skot sem Spielberg er með af ískapnum, hörðinni. Það kemur eitthvað svona, eitthvað super LED, eitthvað einangruð eitthvað. Og bara það skot, og að þetta er Indiana Jones, ég hugsaði mér, þú gæti kannski lifa af kjarnorkusprengju ef þú ferði þennan ískap. Beins ég að náða að plata mig í mómentinu. Ég er ekkert með nitpick fyrir það, en ég hefði samt vilja sjá hann koma sér út úr þessu ískáp aðeins slasaðri, hann skoppaði svolítið mikið. Já, reyndar, ég var búin að gleyma því. Breittól maður. Já, ég var búin að gleyma því að ískápurinn, svo að því að ég horfði síðan aftur á hana, og þetta er alltaf fáltadri, hann flýgur ískápurinn, hann bara búm, 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 lendur ykkur brekkum. Ég hugsa líka bara, hvernig helst hann lokaður? Og líka það, Jones er mjög heppinn að ískápurinn lendi ekki hurð fyrst. Stoppaði, hann hefði bara verið fastur. Ískápar í gamla daga voru endur svolítið spes með þetta, voru alveg, þeir voru meðalveg svona viðvarnir í sjónvarpinu fyrir krakka, ekki leiki ykkur í ískapum af því að þeir læstust bara það utan, þú gast ekki opnað að vinna. Já, þú meina það. En hvernig Jones gata. Hvernig tókst honum það, ef hann gæti opnað þetta innan frá, akkur opnaðist þetta þá ekki meðan hann var í þessur? Já, mitt. Já, þetta er kjánaldandri, en þess að ég segi bara þegar ég horfði á hana fyrst, ég bara, já, svo kemur þetta cool skot af kjarnorkusprengjunni, Jones stendur það, ég bara, þetta er töff. Þetta er töff, þetta er meira töff en þetta er silly. Já, þetta er cool visual, cool eins og sprengjuna, og þannig þið viljum meira það, þegar hann hitti síðan CIA-liðið hana, þegar eitthvað yfirherran. Já. Þetta það mynd svolítið niður. Þá byrjar hann að því að af hverju líður mér, þegar ég er að horfa á þessa mynd, af hverju líður mér eins og sé einhver allt annar leikstjóri að reyna að gera Indiana Jones mynd? Af hverju er ekki að fá sama feelinginu? Ég held að, George Lucas, eins og ég sagði á George Lucas er heilinn á baku þetta. Ég held að George Lucas hafi fengið aðeins of mikið vald í Indy 4, af því að þetta er eins og, hann er nýbúinn að gera prequel-myndirnar, það er eins og hann hafi komið inn og hann með sínar hugmyndir og ég veit ekki hvernig sambandið er hérna á bakvið þegar myndin hefur verið að gera hana, en ég sé ekki mikið af Steven Spielberg til dæmis í þessari mynd eftir það atriði. Allt í einu þá er allt orðið eitthvað einn svona, þetta er allt tölvugert, þannig að sveifla þarna með öpunum, þeir eru að skilmast þarna á í hverju stúdíói. Já, en þeir eru á bílum þarna og þú veist með maura atrið, þegar þeir eru inn í fjassasherbygginu, þetta er svona, hvar er Spielberg galdrarnir? Og það er eins og annarkvort, hann hafi ekki tekið þær senur upp, einhver annar hafi bara gert það í einhverju bluescreen herbyggi, eins og hvernig þeir hafi pottið tekið upp Ready Player One, eða hann hafi bara mætt og hafi bara, rúlum, gerum þetta, ég nenni ekki að rífa þessu George lengur. Mér finnst, mér minnir bara að Spielberg hafi sagt allan tíman, ég vil ekki gera geimverudótt. En Lucas, jú, það verður að vera. Og mér leið svolítið pínu þegar mér líður þegar ég horfa á þessa mynd, eins og þetta sé andstæðan við margar myndir sem bara Spielberg gerir. Raiders, Last Crusade, það er ástriða, það er drifkraftur. Vá, hvað mér langar að gera þessa bíómynd. Mér finnst ég ekki finna það í Kingdom of Kristaskól. Það er svo, hafi ekkert nefnt þessu. Mér finnst það svo leiðilegt, þú gerir það ekki við fucking Indiana Jones, sleftu frekar það bara að gera það. Þetta er líka, ef þú lítir á karakterina svo með, þú ert með Indiana Jones, þú getur gert mikið með hann. Marianne er komin aftur. Til hvers? Já, þetta er svona, Marianne. Hann er bara að vera með einhvern 18 ára það. Já, nákvæmlega. Alltaf íkjast. Mött hefði átt að vera stelpa og síðan hefði átt að vera revílað bara í endanum að hún var dóttir hans allan tíman.
Já, þannig að þú vildi gera Indiana Jones og Old Já, það vildur þú Old Boy Incestuous Jones. Hérna, nei, en þú ert með Indiana Jones. Máni, hvað að Fokk, mér varst það vandrarlega að fyndi Incestuous Jones Þetta er svona arrið útgáð bíóblaðarsætti. Ok, shit, mér varst það ógeðslega gott. Þú ert með Indiana Jones sem karakter og hann virkar. Marion, hún er einhvern veginn bara svona, af hverju er hún í þessari mynd? Hvað er hún að gera? Mutt, af hverju hann er þessari mynd? Hvað er hann að gera? Hann er ekki alveg að virka. Af hverju Shia? Af hverju Shia virkar ekki sem að Shia er ekki töffari? Fáðu eitthvað alvöru töffar allar leikan á þessum tíma. Fáðu Ryan Gosling til að leikan. Hey, hann var töffari, hann var vinnan, þeir eru ekki svipaðir aldrei, hann og Shia. Öruglega nema Gosling, já, mér finnst það virka miklu meiri karlmaður heldur en Shia. Yeah. Það er svo strákalur. Já, en hugsaði, þú ert að hugsa líka Gosling hérna 2007, þetta er 4 árum fyrir Drive, hvað myndin hann sem hann var gæði með tattúin? Vitu, já, hann var ljósærður. The Place Beyond the Pines. Já, ég var með þetta. Hugsaðu sá Ryan Gosling sem grísir, svona að vera svona algjör töffari. Það virka mikið betur en Shia. Er Shia góður leikari samt? Hann er leiðilegur leikari. Hann gæti verið góður leikari, ég hef enga þolinmæði fyrir hann. Nei, sko, mér finnst Shia góður leikari, en það er mjög erfitt að pinpointa hvað virkar hjá honum. Eins og í hérna Disturbia frá 2008, hann er góður í henni. En átti hann ekki líka að vera bara eitthvað krakki? Jú, en þú sér það líka, eins og ég veit ekki alveg hvað hann er að gera í Transformers-myndunum. Við ræðum það seinna. Og svo líka, hann er fínn í myndinni hann að Fury, en þetta er svona, það er ekki hægt að pinpointa hvað hann gerir vel. Hann er svona pínu enigmatic á þann hátt sem leikara, því það er bara svona, ef hann er góður í mynd, þú veist, það er bara svona, hann var fínn í þessu. Er þetta Nicolas Cage dæmi, þar sem að hann er góður þegar réttur leikstjóri notar hann? Rétt. Já, örgulega. En þú veist, er hann miskast? Eins og þú segir, mér finnst það mjög miskast. Ég botni alveg ekki í því hvernig þetta gerðist. En var hann ekki bara, hann var heitur eftir Transformers og eitthvað bla bla? Sem Spielberg náttúrulega framleiti. Já, ég er að segja það, hann hefur fengið að sjá allt audition-dótið og eitthvað, skilur, ég segi svona. Síðan ertu líka með John Hurt, the late great John Hurt. Ég elskar hann. En hann er að leika heiladauðan gæja næstu. Þessi gæja... 99% myndinni. Já, og þetta virkar ekki. Þannig að þú ert ekki með neina aðalpersonu í góða krúinu fyrir utan indie sem að þú er eitthvað áhuga á. Allir hinir eru eitthvað neginn bara, þau eru allir fá þetta. En Ray Winston? Ray Winston... Sem Mac? Já, hvað já, Mac var svikarinn. Já, það var, ég var að rugla honum á hann og Marcus. Ég held að Mac hét Marcus. Nei, það er Mac. Já, Mac. What are you, a triple agent? Þetta er bara... No, I just lied about being a double. Þetta er ekki eins og þegar hann segir það, hann er Indy er að buffa þegar hann er búin að svíkja þau. Og hann segir bara eitthvað, Indy, I'm CIA. Og hann bara eitthvað, já. Það er rétt. Komdu bara, nú ertu með mér í liði. Heldur að Raiders Indiana Jones hefði hlusta á þetta? Hann hefði hent honum í vatni. Get out of here, man. Hann hefði aldrei hlusta á þetta. Mér varst svo skrítið. Mér varst Indy fljótari að samþykja hann sem bara vinsinn. Heldur Donovan að samþykja Kalekin. Þetta var svo kjánlegt. Og þetta er eitthvað svo spes í endanum þegar hann er að stela fjársunum og síðan er hann svona, Indy, it'll be all right. Þú ert ekki karakter, þú er enga sögu, ég hef ekki hugmynd hvað er að gerast í hausnum þínum, akkur mér ekki drullu saman úr þetta degja, þú átti ekki skilið neitt svona atrið í kringum þetta. Nei. Óli, komdu með eitthvað inn í þetta? Ég bara, hann er að segja allt sem ég er mögulega sagt. Crystal Coopan er hún alltaf gerfi, en þetta er, ég er alveg til í þetta, ég er alveg til í Indiana Jones í... Svona Ancient Aliens dæmi? Já, ég hef ekkert á móti því, en þetta er, þetta er svo vont. Greið hérna, Kate Blanchett er að leika... Mér finnst hún reyndar æði. Þið er ekki að fíla hana? Ég er náttúrulega elskar Kate Blanchett, þannig að... Mér finnst hún bara alltaf solid. Mér finnst hún skemmtileg, hún með þetta stötta dökkahár, með sverðið, eins og búning, leikur rússa. Mér finnst hún cool. Mér finnst hún vera... Vandamálið mitt er örugglega ekki hún. Vandamálið mitt er bara að... Hvernig hún skrifuð? Já, hvað er planið þetta? Já.
Mér var skæin hana, stóri rússinn, ég hefði mjög gaman á honum. Já, svolur. En engin karakter samt, það var bara einhvern veginn. Nei, Var stóru bara- gæðinir eru aldrei karakterar. Nei. Þeir eru bara annars svo að Indy getur buffað á. Já. Eða þeir buffa indi í einhver tíma. Já. Óli, ertu svo þreyttur, kallið minn? Nei, ég er bara... Hún er bara eitthvað, fucking Kingdom of Crystal Skull. Ah. Hvað er gott við þessa mynd fyrir utan fyrstu mínunar? Ég er að grilla ykkur, er eitthvað atrið, þá er þetta með eftirmynd, kannski fyrsta Ég hálftíma. hef, þú veist, Harrison Ford er fínn í henni. Já, finnst þið það? Já, fyrir utan alltaf atrið sem við höfum stundum vitnað hérna. Part-time. Já. Stundum er eins og hann sé ekki alveg. Mér það bara að virka gaman. Red Letter Media töluðu mitt þetta á þessum tíma sem að ef þú horfður á trailerinn fyrir Kingdom of the Crystal Skull, vissu hvað atrið við erum að tala um, part-time? Já, þú tala þegar hann er búinn að blása hann upp í... You're a teacher? Já, ef þú horfður á trailerinn, þegar hann spyr svona, you're a teacher? Part-time. Ef þú horfður á myndina, you're a teacher? Part-time. Þetta er svo lélegt take. Það er betra take í trailerinu. En maður oft séð það, ég látskast það. Maður samt oft séð þetta. Maður sér eitthvað í trailer og bara, cool moment. Svo bara sér maður í myndinni, wow, þeir völdu alltaf að tökja þeir út í trailinu. Já, þeir gerðu þetta í fyrstu Avengers myndinu líka. Það var Genius Billionaire Playboy Philanthropist. Að því trailerinn þá er þetta quip, þú veist, big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Og segir hann, Genius Billionaire Playboy Philanthropist. Svona... Og þetta endar þar, þetta er svona dropping the hammer. Já, en síðan í myndinu sjálfri, take that off, what are you? Genius Billionaire Playboy Philanthropist. Þú veist, eins og hann var bara búin að ákveða hann ætlaði að segja þetta, fattur þú? Já, með minni líka, kannski eitthvað kjaftaði mér, kannski svo mána, kannski dreymdi mér þetta. The Prestige. Það er heldur atriða sem að Bale segir eitthvað svona we all have secrets eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað hann segir. Mér minnir að vera allt þessi trailinum og þegar ég saði þessi myndinni, það fannst mér hugsa bara, já, þú veist, það var miklu svalega í trailin. Þetta er skrítið þegar þetta gerist, að því af hverju þessi taka hafna? Já, en já, þið veist hana part-time. Part-time. Ég fæði að tjekka trailinum aftur. Þetta er fucking myndið, að því eins og hann segir, deliveryð í trailinum svo, part-time. En myndin, part-time. Hvað sögur áttur um? Why did they go with that take? You know, the worst one. Ok. Ég er að hérna... Þetta hugsa eitthvað. Já, just, ég er að strákar, ég er að byggla heilan, ég er að finna svona hvar það góða er við þetta. Motorcycle chase'ið. Það er fínt. Það er samt í byrjuninu. Já. Nei, er það sem ekki eftir þetta sé eitthvað? Jú, diner-senan eftir hann hitti Mutt. Er diner-senan eftir sprengjuna? Já. Já. Já, hún er eftir sprengjuna. Ok, byttu. Þá er myndin betri í aðeins lengri tíma. Fyrstu 37 mínúnar. Já, eitthvað svoleiðis. Svona fyrsti þriðjungur. Svo er þetta drasl. En af hverju er þetta ekkert spennandi? Af hverju fannst mér bara eins og ég var að horfa á eitthvað leiðilegt ævintýri? Það er allir, það er eins og enginn viti nákvæmlega hvað þau eru að gera. Karakterina, þetta þannig að það? Já, það er eins og allir eru bara, þú veist, já, Marianne, þú er komin, ok. Þetta er svo mikið bara svona ifs and buts. Já, þetta er svona... Þetta er bara ekki neitt. Hversu oft er Indy fangaðar af sovjetmönnunum? Þú veist, mannstu þegar þau flýja í frumskóðunum og síðan kemur Indy hana, go get help! Og síðan kemur hann með sovjetfólki og hann svona, I got help! Og þetta er svona, Indy gett svektur. Hvern átt hann að tala við? Hvað meinar þú? Mér fannst það... Svo ég kasti að ég hugsaði ekki ég var að horfa hana. Ég var með þess að klára í nótt. Ég myndi ekki nógu vel eftir Kristaskól. Go get help fyrir lengst út í raskati. Hann hleypur ekkit bara í næstu maturbúð eða hringir á lögguna. Nei. Einu sem eru nálægt, sem eru líka bara í 20 metrar fjarlæði, eru rússarnir. En þetta atrið verður eitthvað svo pointless. Voru bara hann að búa til eitthvað kviksindi, eitthvað að þau eru, og hún segir, að því að við erum að deyja, þetta er sonuðinn. Já. Okkur lest að þú ekki klára á skólan. Þetta er alltaf eitthvað svo... Það er fyndið, en þetta er í lélegu atriði. Já, mér finnst að... Ég var ekki hrifinn. Nei, þetta er líka aftur, þú veist, hversu oft getur hann flúið frá sovjetmönnunum og hvað, þú veist, af hverju er þetta ekki betra? Af hverju abatir svona lélegt? Af hverju er hann að sveifla sér eins og okkur abi? En abatir voru með alveg hárgræslu á hann. Þannig þetta... En líka, þú veist, af hverju skiptir hann máli að mötti sonar hans? Þú veist, hvað gerir það fyrir söguna going on? Þetta er bara revíl. En getur ekki bara sagt, já, við erum þá að sjá nýja hlið á Jones?
En við erum að sjá nýja hlið bara því hann er orðin gamall, það er nóg. Og ég hef ekkert á móti að þessi sonur hans, en Shia er bara svo lélugur í þessari mynd. Fáið Goose til að gera þetta. En hvernig fannst ykkur að hann heiti Mutt? Ég hef ekkert á móti því. Er það ekki pínu svona... Það er pínu kjánalegt. Mutt Williams. En ég meina... Mutt, hann er Indiana, skilur allir höfu á hundunum, hann heitum... Er þetta ekki two on the nose? Pínu. Hann alveg getur heiti bara Doggy. Doggy Styles. Doggy Williams. Já. En það er alltaf pínu erfitt að tala fjórðu myndina. Hún er bara... Hvað myndið gefa henni í einhver? 6. Er það ferðið meðalag? Finnst ykkur gaman að horfa á hana? Þetta er bara allt í lagi. Sko, málið er, svona nokkra ára frestu er ég alltaf svona, veistu, ef ég horfa á hana núna, þá finn ég eitthvað sem ég sá ekki áður. Og ég horfa á hana og ég er svona, ó já, hún er alveg góð, veist, það er alveg góður hlutur í henni. En síðan kemur mínúta 30 og ég er svona, já, alveg rétt. Hún hættir að vera góð. Svo fyndi ég svolítið sammálaður. Og þegar ég bara sett hann aftur í tækið og bara, ok, myndi eftir skemmaðatrinu, ok, hann notar eitthvað púðrið hann til þess að finna út, það er eitthvað magnetic dot eitthvað, ok, hann er klár, þú veist, þetta er sniðut og eitthvað. Svo að mitt bara, hann bara, búm, pompa upp niður og þegar ævintýri sjálft byrjar, mér er alveg sama. Hvor er betra mynd? Kingdom of Crystal Skull eða Rise of Skywalker? Crystal Skull. Já, Crystal Skull er allavega með solid 30 mínúna sinu. Hún er miklu betra en fucking Skywalker. Líka það er ennþá eitthvað sem er hægt að tala og það er ennþá, það er hægt að finna hluti að en þegar maður fer í Rise of Skywalker, maður nefnir aldrei það góða fyrst, af því þú manns bara eftir hvað þessi mynd gerði þér. Ok, er eitthvað svona lokaorð með Crystal Skull? Voru það að fíla þegar að segja ætlar að fara að taka hattin en fortökan á honum? Já, ég fílaði það. Ég er þetta að fíla það líka. Bara fuck you, það er enginn að leika Indiana Jones með ég. Já, sko, það hefði virkað betur myndin fyrir það hefði verið betri. Já. Þetta er svona, nú ætla ég að taka hattun á mína ævintýri og Ford er, nei, ég á þessu ævintýri. Já, en ævintýrið þetta var crap. Já. Það verður gett sorglegt í næstu Indiana Jones mynd þegar hún byrjar og það er svona, já, Indiana Jones, tilbúin að fara í ævintýri? Já, hvað er sonur minn? Sonurinn er dáinn. Já. Það er ekki séns að þeir eru að fara að koma með Shia. Nei. Ekki, jú, eitthvað lítið cameo í enda. Nei, er hann ekki líka ofbeldismadur og hann er ykkur hot water? Hann var Ezra Miller og eitthvað bara... Nei, Shia var náttúrulega í heitum eldi fyrir nokkrum árum, en hann er náttúrulega búin að laga sig. En það kom held ég aftur núna fyrir stuttu. Eitthvað hans fyrirrandi fór okkar að tala um eitthvað. Shia. Army Hammer, eitthvað mannæta og... Shia, you break my heart. Hvað er það? Þetta er allt snarkjað allir. Já, með Ezra Miller, það er bara einhver móðir horfin. Búin að heyra þessu? Já. Hæ? Það er einhver 25 ára móðir sem á 2-3 börn sem var einhver stað með honum og það veit núna enginn hvar þau eru. Hvar hún er. Já, hvar hún er. Ezra Miller er búið að fanga hann. Og Warner Bros. Eru bara, hvað eigum að gera með þessa fucking mynd? En líka, það er búið að cancela þessari Batgirl mynd, þar sem Keaton ætlaði að koma aftur sem Batman. Og by the way, ertu búin að heyra það sem Keaton fannst það? Hún er ekki drull. Nei, því hafði ég að þessar myndir eru teknar allar back to back, þannig að Keaton er þá náttúrulega í sínum Batman-búninga að taka upp með Ezra Miller, svo hann að taka upp með Batgirl og hann veit að það var örugglega multiple Batman í þessu eða eitthvað svoleiðis og hann var spurður hvað hann fannst the cancellation of Batgirl og hann kemur, what? Was I even in that one? Sem er fucking hilarious. Því að hann er 70 og myndir eru bara gerðar öðruvísi í dag og hann er að leika Batman í 2 sikkur myndunum. Líki Aquaman held ég. Já, heldur að hann viti það. Er hann í Aquaman? Nei, það er ekki Ben Affleck. Já, en málega þeir fengu held í Affleck, þess að ég las, test screenings, þessast áhörnendur, þeim var svo rugglist að það sjá Keaton. Þetta er auðvitað bara eitthvað tvítut lið sem veit ekkert bara Batmannar. Og þess vegna fengu þeir Affleck og reshootu eitthvað Keaton aðtinn. Var ég búin að lesa? Ég er svo rosalega ánægður að Discovery keypti Warner Brothers og nú eru þeir byrjað að cancela þetta allir. Þeir eru að hreinsa. Já, ég er svo ánægður með þetta því að núna í fyrsta sinn, hversu oft er DC búið að segja, já, nú komum við með planið okkur, við erum að fara að gera þetta. Nú er loksins, það er eins og eitthvað sem komin hann inn sem er að segja, nei, veistu, þetta er stúpid, hættu þessu.
þetta eins og að horfa á Gordon Ramsay, svona Kitchen Nightmares, þar sem hann fer hann inn, hann opnar ískapin svona, af hverju miklaða róstur hérna? Getur þú útskýrt, hann komin inn í þetta vendaða umhverfi og hann byrjar að spurja af hverju allt komið á haus. En þetta það sem maður að horfa á þarna, svona hvað að gerast? Mér finnst það jákvætt. Mér finnst það að vera æðislegt. Já, af því að fólk núna að væli yfir þessu. Hvað, ég get ekki cancela mynd, búin að eða $70 million í Batgirl. Hver var að beðum Batgirl? Engin. Og þess að ég fíla þessi gæi, þessi David Zaslav eða hvað hann heitir. Hann sagði bara, herru, núna erum við að fara að pæla í gæðum, ekki magni. En þeir setjum þetta á HBO Max, einhverja mid-tier, einhverja Batgirl mynd. Til hvers? Og ég held bara óskar þess að Marvel fengi hana gæðin sín. Myndar hens til. Ok, förum núna að tala 5. Indiana Jones myndina. Þið segja þessi Indiana Jones. Að ég mála pínu mynd fyrir þig. Já, hvað er maður? Okay. Þú ert Steven Spielberg og þú elskar Indiana Jones svo mikið, þú er svo gaman að gera þér, gaman á settinu, þú er gaman af Harrison Ford, hann alltaf reddaði þér konunniðinni, þú lifði þig í gegnum hann og fékkst í hann konuna en þannig, þú hugsaðar, veistu, ég ætla að gera aðra Indiana Jones mynd, það 17 ár síðan við gerum þess að senustu, ég ætla að gera þetta aftur, get the crew back together, þú fær Ford í game, þú fær Lucas í game, nema hvað, Lucas aðeins meira en game, Lucas með sínar eigin hugmyndir og ekki nóg með það, Lucas mikið ríkari en þú og Lucas á réttin á þessum myndum, ekki þú hann á karakterinn, ekki þú, þannig að ef Lucas segir nei, þá ekkert sem hægt að gerast þannig að þú segir, Lucas kemur með sína hugmynd og þú segir, já, ok og síðan kemur hann með aðra hugmynd og þú segir, já, ok og hægt að róla, þá öll ástriðaðinn fyrir að gera Indiana Jones 4 farin nema hvað að nokkur ár líða og þú segir, nei veistu ég get gert Indiana Jones ég hef góð Indiana Jones mynd í mér en það sem ég þarf að gera ég þarf að losa mig við George Lucas og ég ætla núna að gera mína eigin Indiana Jones mynd óháð George Lucas ég ætla að gera Indiana Jones 4 Tinna. Ég að tala Tinna eins og ég hefði gert hana og ég fæ Peter Jackson og ég geri Tinna að því að Tinni þetta mikið betri Indiana Jones 4 mynd en Indiana Jones. Þú tekur Haddock, það Indiana Jones. Þú tekur Mutt, það Tintin og þú gerir þá mynd. Og það strax bara, já, ok, þetta betri Indiana Jones mynd. Ég sá hann bara eins og í bíó, ég var fyrir vombrum, mér fannst hann ekkert svakalega góð. En mér langast að horfa hann aftur, að ég veit að Ólafur, þú var aðeins tala hann, Ólafur, fíla hana. Æðislega. Og núna ef ég hugst svona, það getur verið áhugavert. Allt í einu, þá allir þessi skrýtnu hlutir við hana, allt svona, þú veist, þetta er þessi mynd, þú veist, af hverju svona CGI-ið, af hverju er verið að gera þetta svona, af hverju Spielberg að gera þetta er svo skrítið. Já, því að hann vildi gera aðra Indiana Jones mynd. En ætlaði ekki Peter Jackson að gera síðan aðra? Jú, en síðan fór hann að gera þessar Hobbita-myndir. Ég vil að hann gera aðra Tinna-mynd. Já, var það ekki talað hann myndi gera sikkur á myndinu en floppa hann ekki? Eða svona, hún gekk ekki svakalega við. Ég held, hún fekk pening, ég veit ekki hversu mikið pening samt. Bara dýri rekstri. Það var ekki nóg til að keyra af stað myndum 2. En bara, þú veist, ef þú horfir á Tintin myndina með þessu hugafæri að Haddock er Indiana Jones, þú þarft ekki að setja, þú þarft ekki að láta þetta allt make a sense, að því sagan hans Haddock er náttúrulega allt ættin hans og svona, en ef þú horfir bara á þetta með þessu miðhorfi, að Tintin er þessi ungi blaðamaður og hafði það bara vera einhver young adventurer og Haddock er Indiana Jones af því þau þurfa að finna hann og draga hann inn í þetta ævintýri og þetta er bara einhver disheveled gamall kall með drykkjuvandamál og það þarf ekki einu svona að vera sagan en bara þessi orka, þetta dynamic Tinni Haddock dynamicið er mikið meira spennandi en Mutt Jones dynamicið hvernig, what? Hvað ár er Tintin? 2011 Já, hún er 2011 Já, hún kemur 3 árum eftir Kristoffer Skull. Þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Og þetta meikar alveg fullkomið sens. Þetta er svona samsæriskenning hérna, en þetta virkar. Meina að Spielberg hafi verið bara svona, það er fucking Kristoffer Skull, ég ætla að sína þeim að ég get gert. Já, eina Indiana Jones mynd í mér. Ég meina, hann kom aftur fyrir þessa 50. Hann hafði svo slæma reynsla þessari 4. Akkur kom hann aftur fyrir 50, en hann alltaf fór af henni aftur. En hann ætlaði að leikstir henni, hann ætlaði að gera hana. Já, en þá er spurning, er það meira svona, ég er Indiana Jones leiksturinn,
Eða er það bara ég geðveik ástri fyrir að gera það Indiana Jones mynd? Það er stolt. Hann talar vel það. Hann sagðist hafa orku til að gera það. Af hverju leikstir hann ekki 50, vitið það? Ef hann var til í það? Það var bara ekki eitthvað tímaspursmál eða ég man ekki, hann hefur talað það var einhver grein af hverju hann steig frá, ég man bara ekki hann hefur sagt að hann vildi gefa nýrri kynslóð, svona crack á karakterinum. Ég veit ekki hvað það er. Ég held að þetta sé kannski kreatív munur hjá honum og Ford eða eitthvað. Indiana Jones, það er ekki mynd sem þú segir nei við að því að þú varst með eitthvað scheduling konflikt. Þú breytir schedulinginu til að leikstýra hana. Spielberg náttúrulega, þetta eru hans myndir á marga vegu. Ég veit það ekki. Er þið spenntið fyrir 50? Já. Ég er það. Þeir eru spenntir. James Mangold gerði Logan, hann gerði Ford Ferrari, hann er rosalega solid leikstjóri. 320 Yuma. Walk the line. 320 Yuma er ekki það góð. Russell Crowe í banastuði þeirra. Já, en hann er líka ömlur í henni. Nei! Jú. Ben Foster í banastuði þeirra. Og Christian Bale með að gerfi fótu eða ekki. Jú, það er ekki það gott. En já, Logan og Ford Ferrari, þetta er bara... Fannst ykkur Ford Ferrari svona góð? Þetta er eins og Top Gun Maverick, þetta er svona gæjar með græjur. Elskum hann í myndir. Svona þegar fólk þarf að vinna vel með vélum. Þetta er rosalega spes svona gerða myndum. Og það eru bara tvær. Það er Top Gun Maverick og Ford Ferrari. Ég hafði mun meira gaman að Maverick heldur en Ford Ferrari. Ég líka, en þetta er samt svona í sama genre. Þeir eru að gera Ferrari mynd með Adam Driver. Já. Enzo og Ferrari. Já, Michael Mann er að gera það. Michael Mann? Hann er að tala að gera Heat 2. Já, sem er galinum. Er það eitthvað að virka? Nei! Sko, hann skrifa bók sem er til dæla nýkomin út. Sem ég er mjög spennt að lesa. Er hún ekki bæði framhald og prequel? Jó, hún er prequel. Nei, er hún að fara Irish með hann þetta? Nei, þú veist, það er skáldsaga. Ég er alveg til í það. Ekki gera Heat 2, maður. Jésús, ekki gera það. Nei, líka, hver er við beðið Heat 2? Engin. Ég veit að allir elska Heat. Heat er æðislega mynd, bara one of the best. Standalone. En, þú veist, myndir þurfu ekki alltaf framhald. Hvað þá alveg góðum, þú veist, hún kemur úr 95. Dude, við viljum þetta ekki. Og svo líka bara, sorry, Michael Mann, alltaf orðið þá líka 20 eða 30 árum eldri en þegar hann gerir Heat. Mér finnst þetta að vera eitthvað svo mikið eitthvað desperate move hjá gömlu manni. Heldur að það sé málið að baka við Indiana Jones. Þetta er svona Lucas og strákarnir svona, við getum fengið galdurinn aftur. Í Mangold, ég meina auðvitað, hann er góð leikstjóri. Mér finnst það flott að hann sé að gera hann, en hann er fucking 80 ára. Sérst að Harrison Ford. Já. Hvað eru að tala um það? Mér fannst það að vera gamall í Kristoffer Skóla, hún fór 2008. Ég held að það eru mjög litla líkur, finnst mér, að hún muni vera léleg. Ég held þetta eftir að vera að minnsta kosti svona solid, já ok, þetta er svona virðuleg leið til þess að segja bless við karakterinn. Heldur að verða miklu betur en 4. Já. Ég er ekki svo viss með það. Ég held að Lucas sé ekki tengdur henni. Ég held að núna Spielberg, hann er executive producerna, hann er örugglega eitthvað tengdurinn áfram. Mangold, ég held að Mangold sé ekki leikstjóri sem kemur á seinustu stundu til þess að redda, þetta er ekki Ron Howard solo dæmi, ég held að Mangold kemur og hann er með sín regin hugmyndir. Einu sem ég hræddur eins og með Mangold, ef hann er kannski hardcore Indiana Jones maður, ólst upp með þessar myndir, elskar þetta, alltaf draumar að gera Indiana Jones mynd og hann er kannski tilbúin að gera Indiana Jones mynd alveg sama hvað og hann ætla alltaf að ganga, en kannski er þetta ekkert svona optimum aðstæður fyrir hann til að gera svona mynd. Já, en Mangold er leikstjóri sem er alveg með gott tök á stöfið þegar hann fær að gera sitt, eins og The Wolverine er ekki besta myndin í X-Men franchise-una, hún er fín, en Mangold fekk náttúrulega ekki að gera myndina sem hún langaði að gera 100%. En síðan þegar varðandi Logan, hann skrifar hana líka og hann leikstýrinu og þetta er bara, þarna fekk hann bara, þetta er saga sem hann langar að segja, mér langar að nota þennan karakter svona og þetta er síðasta skipti sem við erum að fara að sjá hana karakter, eins gott að gefa honum eitt gott fucking hurra. Þannig að ég efast að gæi myndi stíga, hver þorir að stíga inn í Indiana Jones 5 nema þú sérst með take? Það eina sem ég óttast er að því að Star Wars er náttúrulega með Star Wars nefndina, þau eru með svona fólk sem sér til þess að sagan virkir svona bara Jesus Christ. Heldur þú að George Lucas hafi ekki verið drullu sama? Gæinn þurrkað út Extended Universe þegar hann gerði prequelin og hann var drullu sama.
hann kontradiktaði sig eins oft og hún var alveg slett sama það þurfti ekki neina svona nefndi það eina sem ég hrættur með að ef Disney setur upp svona nefnd fyrir Indiana Jones En þeir eru búin að skjóta hana, já, ertu alveg framhald af því? Nei, ég að meina ef að Mangold þurfti að fara í gegnum eitthvað svona storygrúpu það var svona, nei Heldur það sé ekki að fara að leifa honum að Ryan Johnson að þetta? Ég vill að Ryan Johnson þetta, ég vill að hann fái að gera það sem hann vill gera, en Disney hefur svikið mig áður. Já. Ég fór að hugsa bara að ég er ekki spenntur fyrir Indiana Jones 5. Ég er forvitin, ég mun að sjálfsög sjá hana, ég get ekki sett þessi spenntur, því mér finnst það bara að vera búið, mér finnst það var allt og gamall. Værirðu spenntur ef 4 hefði ekki verið? Ef þetta væri bara, heyrðu, við skulum heimsækja þennan mann einu sinni enn, bara þetta er seinasta ævintýrið. Heldur þú að væri spenntur þá? Í rauninni nú, 2022? Já. Nei, af því ég komið svo mikið ógið af þessu dóti, eins og horfa á 70 Ghostbusters gauðra, komið í 9 Ghostbusters. Ég komið svo mikið, ég ánum svo leiðar á þessu. Já, ég skilu. Ég leiðar á þessu í dag heldur bara þegar Force Awakens kom út, þess að ég talaði um síðar, bara, já, þetta er geggjað, svo bara, ég bara plataður. Og mér finnst ég bara, þegar maður plata með allt og oft núna, ég er þreyttur á þessu, þannig að nei, ef þetta væri 3 leikur, síðast af Last Crusade og svo kemur núna 5. með áttræðum Ford, nei, ég get ekki sagt þessi spenntur, að ég líka bara, ég vil ekki sjá Indiana Jones sem gamla mann. Mér finnst það ekki bara vera Indiana Jones. Hvað ef það er atriði, þar sem að þeir digitally lífga við Sean Connery og þá getur þú séð Sean Connery og Ford í atriðið saman aftur. Ræðilegt. En svo er maður búin að heyra það, að sjá á setti, hvort það sem eitthvað svona punta framan í sig eða eitthvað. Já, ég nefnilega held... Þetta er að fara D8. Ég held að þetta verður... Irishman. Nei, það er ekki það sem ég held. Ég held að þetta verður, þú er með nokkur flashbacks, þar sem að þetta er ævintýrið sem hann náði aldrei að ljúka og nú þegar, 40-50 árum setna, þá getur hann loksins klárað þetta ævintýri. Þetta er svona the mystery that he couldn't solve. The one that got away. Já, þetta er svoleiðis dæmi, held ég. Er það eitthvað búin að segja? Við vitum ekki svo til. Nei, við vitum ekkert þessa mynd, einhvern fyrir utan það að... Fór sér eina stillu bara? Já, Ford er í henni, Mikkelsen er í henni og Boyd Holbrook. Vitið ykkur Boyd Holbrook er? Ég veit hver hann er. Já. Segðu. Logan. Hann var í The Wolverine. Já. Í The Wolverine. Já, þannig að þið eru spenntir að sjá áttræðan mann með svipu, hattinn, hoppandum á okkur bílum. Hann þarf ekki að hoppa lengur, hann er orðinn gamall. Já, en er þetta þá ennþá bara Indiana Jones? Já, en málið með, Ford þarf ekki að gera þetta. Við höfum alveg séð, hann er ekkert búin að vera að gera mikið af myndum upp á síðkastið. Þegar hann nennir ekkert að leika. Nei, en hann er í myndum sem hann nennir að gera. Eða þegar þið borgunum $50 million eins og í Force Awakens. Já. Nei, þetta er, sko, Indiana Jones... Ég er stressaður. Ford hefur passion fyrir þessu. Þetta er alveg greinilegt að þetta og Blade Runner var það eina sem að hann hafði ástríðu fyrir. Hann fekk ekki að Blade Runner, það er búið Indiana Jones. Hann vil segja bless við hann karakter alminnilega. Það væri reynda svolítið fyndið að eftir Indiana Jones 5, Indiana Jones 6. Nei, 85 ára gaman. Það væri svolítið fyndið. Það er svo fór. Svo sá ég daginn mynd á honum, hann var bara einhverju maturubúð eða eitthvað. Já. Gamall maður, bara gamall maður. Já, en hann hefur samt þennan ferskleika þegar hann er á skjánum. Sjáðu til, Óli. Hann er 73 ára í Force Awakens. Það ekki? Fyrir 7 árum. Jú. Hann er 73 ára, en hann er samt svo spræ. Já, ég gefa hann það, hann er þokkalur þar. Og hann er líka góður í Blade Runner. En það er samt 7 ár núna, síðan hann lék í Force Awakens, og málega þegar maður er líka orðinn svona gamall, ekki það ég er ekki á náttúru, þetta gerist helviti hratt. Þú verður bara gamall, bara búm. Og ég nenn ekki að sjá, eins og í Irishman, D8 De Niro, og hann er að sparka í mann, og þú sérð alveg að þetta er 79 ára gamall maður eða eitthvað. Nei, en ég held að ég sé ekkert að fara að reyna að fela það, hann er áttræður hérna. Hvað er þetta D8 stótt? Einhverju punta fram, alltaf þessi ekki að vera D8-san. Og ég fá mjög flashbackattri með Ford, þetta er ennþá gamall líka. Ég held að Irishman er rosalega svona augljóst comparison case. Hvað ef við lítum á það sem þau eru búin að gera við Loga í Mandalorian? Ekki það sem þú ert með... En veistu hvernig þau gerðu það? Já, það er hérna deepfake. Við deepfake við það. Nei, það var ég að tala aðalega kannski í Boba Fett. Var ekki Boba Fett? Jú, í Boba Fett, ekki Mandalorian. Það var ungu leikar sem lékan. Já, en Mark Hamill var líka þarna. Hann lékan
og síðan tóku þeir andlitið, de-ageðu það, settu það á unga gæðan. Já, basically líkaminn hjá Luke er ekki Mark Hamill. Hann var líka í búning samt á settinu. Já, ég held reyndar ég hef búin að horfa behind the scenes. Já. Ég gerði líka og ég hugsaði mér þetta meira svona bara hringt ég, viltu ekki vera með? Já, Þið þurfuð ekkert, viltu vera með? Er þetta tekið upp, var hann á settinu að því þið þurftan eða var hann á settinu að því þið þurftan fyrir behind the scenes atriðin? Ég held þetta var meira respekt. Ok. Mér fannst þetta að vera rosa mikið bara svona við þurfum ekkert að halda. En komdu. Er þá ekki vonin að það er það sem þið eru að gera með þessi D8 atrið í... Að Ford sé ekkert í myndinni. Nei, af því að Hamill er ekkert í Boba Fett. Mér finnst það svo, þú veist, til að segja satt með Boba Fett, mér finnst þetta svo svolítið svona ógeðslegt að akkur fáið ekki bara nýjan leik, ríkastið hann bara, hvað er að? Af því eins og þú varst búin að spá fyrir, svo finnst það var rétt sér. Þú sagði, þessi lærið af Solo, var að það er algjörlega bannað að ríkasta þessi icons eitthvað. Það var þessi leksi sem lærið. Já, ég veit ekki, mér finnst Indiana Jones 5, þetta er stór spurningamerki. Hvað eru að fara að sjá? Hvernig heldur hún byrja? Því Indiana Jones myndin byrjar alltaf á Paramount fjallinu. Heldur að byrja okkur kastala núna? Disney kastalan. Nei, þeir verða því miður að... Sem feita sér hann inn í svona gamlan skoskan kastala sem veit sér að skoða. Nei, fjallin hafið það. Var það ekki samt í Disney Last logo Crusade? verður ekki fremst. Munið þið samt í Last Crusade þegar Britin hann sagðist þér að Mickey Mouse. If you were a Scottish Lord, I am Mickey Mouse. Then I am Mickey Mouse. Þetta delivery er bara what the fuck. En líka, ég elska þegar Harrison Ford á að leika lélegan leikara. Þú veist, af því þegar hann er þykist svona skoskur, þetta er hræðulegur hreimur og nerrar og eitthvað. Harrison Ford er svo góður í að þykjast vera lélegur. Eins og í Blade Runner, þegar hann fer hann á baku og ætlar að tala við hann á konu sem bæður veit ekkert hver ríkt, ekkert er hann I'm from here I'm a news reporter Akkur talar ekki bara við hann svo alveg maður, hún þekkið þig ekki gaur. Hann er svo góður í þessu. Hann aðeinslur. Ok, Indiana Jones kemur núna á næsta ári 2023. Pæliði 2023 kemur Indiana Jones. Það er næstu jafn langt frá Kingdom of the Crystal Skull og henni og Kingdom of the Crystal Skull og Last Crusade. Já, 19 ár og 15. Fældi Crazy. Life comes at you fast. Já, svakalega maður. En þið ekki þá hefði viljað sjá bara svona stutt í lokin. Er þetta franchise karakter? Mér það ekki, verður maður ekki segja það. Ég meina þess að þrjára þokkalega vel hefnaðar. Þú veist, ég bara bæla, áttu að fá aðra Indiana Jones 93, aðra 97. Ef það hefur verið sagða til að segja, með dottið eitthvað í hug, en þú veist, Last Crusade er náttúrulega bara svo góðu kappur. Já. En ég er genuinely forðan hvað ég gera með 5, þú veist, ég kýs að vera hopefully optimistic hérna. Ég býst við því að þetta verður mjög solid, svona virðuleg mynd. Ég býst ekki við að þetta verður betri, en ég býst ekki við Raiders. Ég býst við bara töluvert betri útgáfu af Kingdom of the Crystal Skull. Já, ég skilji. Haldið þessi spenntar fyrir þess að koma ný leikstjóri? Þannig að Spielberg ekki gert það. Battin hann klárast í vélum. Klárast það. Sko með... Dóun? Já. Wow. Sett kaman döð. Ég ætla að vona þessi í lagi. Ok, förum að klára það. Málið er Spielberg, hann er það valdamikill og það er ríkur, hann getur gert þetta alveg sjálfstætt. Hann þarf ekki, ef Disney reynir að íta honum, hann getur ítt tilbaka og labba í burtu. Ég veit ekki hvort Mangold geti það. Ég held að Mangold myndi ekki kompromæsa myndinni fyrir þau, en á sama tíma, þetta er svona Gætur áhugavert. Ég sé, það eru leiðir til að fá nýjan leikstjóra sem getur gert það betri. Það eru margar leiðir sem svona, það verið betra að fá Spielberg einu sinni en að því að það er eitthvað að gerast svona á bakvið tjöldin sem við vitum ekki. Það sem að hvað er, af hverju labbaði Spielberg frá þessu? Það er það sem að svona, ég held að ef við vitum það, þá vitum við hvort það sé að fara að vera góð mynd eða ekki. Kemur ljós, Indiana Jones, strákar, takk fyrir að koma, þetta var geggjað.